Já, velkomin að Rauðaborðinu á 16. júní, daginn fyrir 17. júní. Það margt í boði hérna í kvöld, hérna aftast í þættinum að þá heyrir Björn Þorláks í Brynjari Karli aðal driffjöður körfuboltafélagsins Aþenu sem hefur þvælst svolítið en hefur stoppað upp í Efra-Breiðholti í Fellahverfinu. Þar sem að félagið hefur verið að berjast fyrir svona tilvísinni, erfitt fyrir að koma inn í íþróttaheiminn þar sem að margir eru fyrir, svo sem rættum það oft hérna við Rauðaborðið. En Aþenu var að berast veglegur styrkur frá Eflingu og Brynjar Karl ætlar að ræða það við Björn Þorláks hérna síðar í þættinum. Ásdís Olsen ræði við mann sem er kallaður Gummi Gull og skíðakappi. Það verður mjög forvaldið að heyra það, hvað þau ætla að fara að ræða skíði mitt sumar. Ég held að þessu fáir kannski með hugan við skíði í dag, en þau ætla að reyna að lokka okkur þangað. Það deilt ESB eða rætt ESB, ég veit ekki hvort það sé alls þar deilt það, en það er víða deilt það, getur orðið svona. Það er svolítið púður í þessari umræðu, getur sprungið upp, kannski lítið tilefni. Björn Þorláks ætlar aðeins að kanna ástandið á vinstri kantinum og heyrir í Guðmundi Auðunsinni sem er vinstra megin í lífinu, svona umræðuna ESB og hvort hún sé að kljúfa vinstri menn og klófi Sjálfstæðisflokkinn, Viðreisn klofningur út úr Sjálfstæðisflokknum út frá Evrópumálum. Einhvern tímann vildi Framsóknarflokkurinn ganga í ESB, ég held að það sé ekki forystunar núna að vilja það, en kannski eru félagar í flokknum með alls konar skoðanir og þannig má það svo sem vera í flestu flokkun nema kannski í Viðreisn, ég held að það sé allir á því að ganga í ESB þar. En þeir ætla að ræða þetta, hvaða áhrif ESB umræðan hefur á vinstrið, hvort að það leiði til einhvers konar klofnings eða eitthvað við líka. Björn Þorláks ætlar líka að ræða við Viðar Halldórsson samfélagsmiðla. Bresk stjórnvöld hafa ákveðið það að banna samfélagsmiðla fyrir börn yngri en 16 ára, fara þar að dæmi í Ástrala og víða heim er verið að ræða hvort að stjórnvöld geti með einhverjum hætti komið í veg fyrir það að börnin týni sér í samfélagsmiðlum. Það er nú ekki mikil umræðu það hvort að þeir eldri gera það sem kannski mætti allt eins vera athygli á. En þeir Viðar og Björn ætla að einbeita sér að unga fólkinu og hvaða áhrif samfélagsmiðlar hafa á börn og hvort að áhrifin séu það slæm að það sé hlutverk stjórnvalda að grípa þar inn í. Áður en því kemur og þá kemur Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra til mín. Alþingi var að afgreiða samgönguáætlun. Ég ætla að ræða hana eins við hana og kannski bara samgöngur almennt mikla sífellt aukna umferð á veikum vegum, flugvelli og strandsiglingar, brýr og borun í fjöll og allt sem að því tilheyrir. Þetta er efni sem við bjóðum upp á í kvöld, við skjóta inn smá auglýsingum og svo ætla ég að fara og sækja ráðherrann og ræða við hann samgöngur. Kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt frá því samræmduprófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góðar upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund. Þelið á milli okkar. Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríið Stjett, Bólholti 6. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Við ætlum að byrja að tala samgöngur. Hérna er komin Eyjólfur Ármannsson, innviðaráðherra. Ertu velkomin? Já, takk fyrir. Það var afgreidd samgönguáætlun sem að þykir svona tíðindi af því að það er langt síðan það hefur verið gert. Já. Á hverju er það? Nokkuð svona erfitt að afgreiða þetta? Já, það var í síðustu ríkisstofu mjög erfitt að afgreiða þetta. Okay. Það var góð spurning. Það er ekki, síðasta var samgönguáætlun árið 2020. Síðasta ríkisstjórn, stjórnarmeirihluti kom með tillögu 2003 og það tókst ekki að afgreiða þá tillögu að samgönguáætlun. Þannig að þetta er fyrsta samgönguáætlun í 6 ár sem er samþykkt. Þetta er mjög góð spurning af hverju. Ég hef með ákveðna kenningu það en þetta er hvort ég að láta hann flakka ekki en ég held að það hafi verið Fjarðarheiðargöng. Það var Fjarðarheiðargöng var í fyrsta sæti í tillögunni frá 2020 og Fjarðargöng í öðru sæti í tillögunni 2020. En svo í tillögunni 23 það var samtíða áætlunin 20 og svo í tillögunni 23 þá var Fjarðargöng komin í 7. sæti en Fjarðarheiðargöng var í fyrsta sæti enn. Það hefði ekki verið hægt að afgreiða? Já, það var einhver ástæði fyrir því en það má spyrja sig af hverju það er ekki búið að fara í jarðgöng síðan 2020. Ég held að þú hefur aldrei sagt að það var einhvern veginn hvernig þú talar þetta mál og þá hljómaði þannig að Fjarðarheiðargöng væru eiginlega bara allt og dýr og með því að hafa þau fremst að þá yrði eiginlega engin göng boruð af því þetta væri ákvörðun sem væri eiginlega ekki hægt að taka. Já, þetta er ekki fjárhagslega forsvaranlegt. Já. Það er eiginlega mín niðurstaða. Þannig að það hefur verið allar aðra framkvæmdir hafi strandað á því að þessi tilteknu göng voru orðin fremst. Já, eða sem sagt samgönguáætlun kannski ekki samþykkt út af þessu að þetta fari. Þá hverju ekki COVID-peningar notar í Fjarðarheiðargöng. Og ástæðan er þá svo að það, fólk vill ekki samþykkja þetta en enginn kannski vill opinberra andstöðu sína við þetta. Já, það er stóra málið. Við erum núna með miklu minni göng, 5,2 kilometra, mun ódýrari. En hvar eru Fjarðarheiðargöng hjá þér? Þau eru ekki í topp 4 listan. Það er fyrsta sætið forgöngur er Fljótagöng, annað til 3. sætið er Súðavíkurgöng og Fjarðargöng, öðru til 3. Og svo jarðgöng Mikladal og Hálfdán í Vesturbyggð. Og er það þannig að þú metur þessi svo að ef að þú hefðir haldið til streitu að hafa Fjarðarheiðargöng efst, að þá hefði ekki orðið að þessu framkvæmdum, að það hefði þurft svona alveg án tillits hvaða skoðum hefur sérstaklega á þeim, að það hefði ekki farið í gegnum þingið, af því að það er ástæðan, það var ekki út af þér sem að fór ekki í gegnum þingið 23. Ég mataði ekkit út frá þingin en svoleiðis, ég mat bara að það var ekki fjárhagslega forsvaranlegt. Þetta verður það stór framkvæmd og við erum komið það skammt á vegi jarðgangagerð í landinu að við erum 11 jarðgöng í landinu og það er svo margt annað sem er mikilvægt. Bara náttúruváin í almenningum og mánaskriðum á milli Fljóta og Siglufjarðar er það alvarleg. Vegurinn er að síga og hrynja, vegagerðin keyrir hverjum degi til að athuga veginn. Sama með Súðavíkurhlíðina. Súðavíkurgöng er að taka úr, bæði þessi jarðgöng er að taka úr notkun á hættulega hlíðarvegi við sjó, alveg svo Óshlíðarvegin með Bolungarvíkurgöngunum og svo göngin sem var gerð til Ólafsfjarðar. Þau tóku Ólafsfjarðarmúlann úr sambandi. Þannig við erum að gera það með þessum tennum göngum. Seyðfirðingar vilja meina að Fjarðarheiði sé hættuleg og það var banaslys eiginlega meðan að þið voruð að undirbúa afgreiða samgöngu. Það er alveg rétt. Það segir einnig skýrslunni Fjarðargöng fyrir ekki að það veri byltingakend göng. Það er nýr vegur, tengir Seyðisfjörð við Mjóafjörð og áfram til Eskifjarðar. Norðfjarðar og það er yfir. Og þar í Fjarðarbyggð það er meir en 20% af útflutningsverðmætum. Verðmætasköpunin það mikil, það er meir en 20% af verðmætasköpuninni til útflutnings er þar.
tengist stærsta vinnustæðan, hér sjúkrahúsi og svo framvegis. En það hefur ekki verið svona krafa þarna fyrir austan að Seyðisfjörður er tengdur Neskustað. Krafan hefur verið frekar allavega þegar ég tala við Austfirðinga eða sérstaklega Seyðfirðinga. Krafan hefur verið hringtenging, það er klárlega. Það hefur hringtenging og við fór hana í ágústi síðasta ári og spurði að hver þjóðslu raukin að hafa fjarðarheiðagöngu undan fjarðargöngum. Það var ekki mikið svör. Ég spurði hvort það væri svona, það verður til að tryggja hringtenginguna, það var eiginlega málið. Byrjaði þá þessum göngum, þá verður hitt að koma líka. En án fjarðarheiðaganga þá er þetta ekki hringur heldur svona Já, það er náttúrulega hringtenging yfir fjarðarheiðina. Já, þegar hún er opin. Þegar hún er opin, já. Og þannig að það það var alltaf niðurstaðan hjá mér að það okkur var að geta með þessum hætti. Þú skoðar þetta og þú kennst þessari niðurstöðu. Þú ert ekki að taka mat endilega frá sérfræðingunum, þú gerir það einhver leiti, en þú tekur líka svona persónulegt mat. Þú ert sannfærður þetta, að þetta sé rétt. Já, við förum yfir gögnin sem liggja fyrir. Fyrst að lita á þessum eina framkvæmd, sko. Já, en þegar þú ferð austur, þá hittur þú fólk sem finnst þú vera að taka af þeim eiginlega það fyrir eftir við hvernig maður talar stundum talað að það sé bara forsötu þess að geta búið og lifað á Seyðisfirði og Seyðisfirði geti vaxað og defnað að fá fjarðarheiðagöng. Já, ég tek það alvarlega, það er gagnrýni sem komið á máli en maður þarf að lítið út frá þjóðarhag og hagsmunum heildarinnar og þetta var niðurstaðan, þessi forgangsröðun. Það var mikið að byrja aftur á jarðgangagerð og vonandi getur verið með 2 jarðgöng í einu og það er ekki sem segir það að við getum ekki farið í fjarðarheiðagöng síðar. Það sé bara nokkur á undan. Já, þetta er alveg bara spurning sem við hefum að spyrja okkur hvernig stendur á því að við hefum ekki verið að grafa jarðgöng síðan 2020 og líka bara í stóra samhenginu af hverju höfum við ekki staðið okkur betur í að grafa jarðgöng. Færeyingar hafa verið mjög öflugir að gera jarðgöng. Í Noregi ég taldi að stendur bara Wikipedia einfallega, það eru 1184 jarðgöng í Noregi, 1200 jarðgöng. Þetta er bara þegar að ákveðið það að búa byggja vesturströndinni og það fara að gera þetta og ég held að byggðaþróun í Íslandi sé nátengd samgöngum á Íslandi. Við erum með 82% þjóðarinnar býr hérna á Hvítársvæðinu frá Selfoss upp í Borgarnes og svo 5% sem býr á Akureyrarsvæðinu, Eyjafjarðarsvæðinu. Það er sem hinn 10% búa, þar hafa vegsamgöngur ekki verið nægilega góðar. Og það er gott að búa, gott að alveg fjölskyldu vera með fjölskyldar og svoleiðis. Mikil verðmætasköpun líka, sjávarútvegi og svo framvegis. Þannig að þróun byggðar í landinu hefur mikið verið út af samgöngum. Þannig að þú trúir því að það sé forseta uppbyggingar Austurlands, veit ekki hvað það segir þetta kallað uppbyggingu, en svona vöxt og þróun Austurlands, að þar verði borið jarðgöng. Ég tel að fjarðargöng stuðla því að verði öflugur byggðakjarni hana, ekki byggðakjarni eða bara atvinnusvæði styrkist til muna. Þetta opnar Mjóafjörðinn fyrir fiskeldi til dæmis, 10 milljarðar verðmætasköpun þar, svipað firðinni fyrir vestan, 10 fyrir 11 jafnvel og það er stærsti vinnustæðurinn er álverið og svo uppsjávarfiskurinn og sjávarútvegurinn og Neskustad og Eskifirði, það er gríðarlega öflug fyrirtæki þar og öðrum stöðum hann í nágrenninu. Og samgöngur þarna á milli sé forseta þess að það byggist upp. Já, Seyðisfjörður verður eins og útkverfi í Neskustad. Ég segi ekki að það sé, en maður gæti orðað það þannig. Já, allar samgöngubætur á svæðinu styrkja svæði, allar, og þá við alla landsluta. Þú getur búið á Seyðisfjörði og unnið á Reyðarfirði. Já, til dæmis. Það var ekkert svo fráleitur akstur í vinnuna, svipað fólk gerir hérna sem að býra á Akranesi og vinnur hérna í Mosó. Það er það sem að gerist, það styttir þetta vinnu og það eigur framleiðslu í landinu og bara lífsgæði, spara tíma. Við veitum 1 tímanum í vinnunni eða með fjölskyldunni það að vera að sitja í bíl. Maður finnur bara höfuðborgarsvæðinu, ef maður festist inn í umferðarteppu, það er það að nota tíman í annað. Það var könnun gerð, alþjóðleg könnun á Íslandi, held að var eitthvað tengt Davos, World Economic Forum, þá var samkeppnishæfni Íslands dregið niður vegna lélegra samgangna. Og ekki bara út á jarðgöngum heldur? Nei, bara almennt séð. Það er undir 40% af vegum í Íslandi er í góðu ástandi, undir 40%. Og við höfum verið að setja pening á
á síðast ári 3 milljarða í viðhald vega og fengum gríðarlega jákvæð viðbrögð. Og kannski bara stóra Hvað fengum við jákvæð viðbrögð? Við bara frá sveitarfélögum. En 3 milljarðar í viðhald vega, er það ekki neitt? Nei, það var bara aukalega. Já. Það sem við erum að gera núna í þessari samgönguáætlun með tillöguna þar 23, þá erum við að auka framlög til samgöngu framkvæmda og viðhalds 100 milljarða. Við erum að fara 260 milljörðum í 61 milljarð. Í viðhaldi vega þá hefur viðhald vega verið svona 12-13 milljarðar á ári. Við erum að fara í 17,5 milljarðar núna í ár og svo næstu árum, næstu 4-5 ár, þá er það 19-20 milljarðar. Það er gríðarlega hækkun úr 12 í 20 milljarðar. Og svo, svo annað, við erum að fara í vetrarþjónusta, við erum að bæta 14 milljarðar þar við. Við erum full fjármagna vetrarþjónustuna. Ég held ég hafi ekki ennþá fara á fund í mínu kjördæmi, það sem ekki tala vetrarþjónustu og tala ekki samgöngur. Það er alltaf að tala samgöngur. Það sem að vegum haldið opnum lengur og í kannski verra veðri heldur en hinga til. Já, þetta er spurningu það þegar þú byrjir í Breiðholtinu, það sé mokaður vegurinn í vinnuna. Já, má ég aðeins áður við yfirgefum hérna Fjarðarheiðargöng. Af hverju heldur að Fjarðarheiðargöng hafi lent efst á listunum ef að það hafi ekki raunverulega verið vilji hjá þinginu að hafa það svo? Sko, hvernig getur það gerst? Ég bara að þú spurðið mig af hverju ekki samþykkt samgönguáætlun. Það er bara mikið að þú spurðir þá flokka sem voru við völd við stjórnvölinn á þeim tíma. Af hverju settur þetta efst? Hver var, já. Og ég get líka spurt af hverju var ekki farið í jarðgangaframkvæmdir. Það var settið COVID-peningar í samgöngur og þetta var alltaf stóra framkvæmdi sem var hann efst á listunum. Það var pólitíska vilja til að taka það af úr forgangi, setja það annað. Það var það sem mér fannst að vera verkefni sem bara mér var ætlað að gera. Það er leiðilegt að segja, en það að vera núna með jarðgöng sem er 5,2 kilometrar á 21 milljarður, það er allt annað verkefni. Miklu viðræður, það er bara miklu auðveldar að eiga við það. Þú talar um Noreg sem er stórt land og fólk dreift víða og við erum það líka þótt að séu kannski færri sem eru dreifðir hér hlutfallslega heldur en í Noregi. Það eru svona stærri staðir víðar í Noregi heldur en hér. Það eru margar akureyrirarnar í Noregi. Já, Oslo er til dæmis hlutfallslega, það er kannski svona innan við 50, 800 manns, 600 manns. 2/3 sem búa hér. Já. Og kannski rúmlega það. Marga minni borgir. Þannig það er kostnaðarsamt að vera með þessa vegi og þegar að bundið slitlag hefur verið lagt þá eykst umferðin með það sama. Og meðal annars hefur bara meðan að við hefur verið til að hafa flutningar flust frá sjó yfir á land meðal annars út af uppbyggingu vegakerfisins. Og þessir flutningar þeir eyðileggja vegina margfalt á við það sem að fólksbíllinn gerir. Ég hef sér svona verkfræðinga haldiði fram að full hlaðinn flutningabíll með kálfi að hann spæni upp svona eins og 1400 bílar eða 14.000 bílar. Já. Og við sjáum þetta í þínu kjördæmi til dæmis á Vesturlandi þar sem Dögunum mér veit ekki gott að sé rétt en maður sem ferðamaður eiginlega upplifir að maður sjái slitið af flutningum á eldislagsi þannig gegn. Já. Flutningar á Vestfjörðum hefur búin að stórlega aukast og það það flutningar vegna eldislags. Það er langmest. Gríðarleg slysingum slita á vegunum í Dölunum til dæmis. Það er búið að aukast umferð á vegunum gríðarlega mikið. Það eru ferðamenn sem að koma til landsins, sem að keyra á fólksbíla. Það er kannski slít ekki vegunum. Það er mikil hætta. Þetta er hárið þjóðir, það er miklu minna slít. Það getur verið hætta við einbrýtnar og allt það. En slítið er fyrst og fremst flutningar. Fyrst og fremst þungaflutningarnir. Og líka þeir hafa aukið stórkostlega og núna til dæmis Eimskip eftir að fyrirtækja Húsavík, CCP, ég man ekki hvað heitir, Bakki, já. Þeir hættu, að þá hættu með strandsiglingar, það er með slæmt og núna er bara samskip í þessum flutningum og ég var með skipaði aðgerðarhóp í síðasta haust það og eftir aðgerðaráætlun varðan til að auka strandsiglingar og við fengum aðgerðir þar sem ég var nú með bara morgun að fjalla um það og það fyrst og fremst álögur og skatta á strandsiglingarnar.
það hafnagjöldin, að lækka þau. að vitagjöldin En kemur ekki til og svo líka greina kolefnisgjaldið og ETS-gjöldin. Kemur ekki til greina að setja auki gjald á flutningabílana sem eru að eyða á við 14.000 fólksbíla? Já, við erum í kílómetragjaldið, það miðast til þunga. En ekki í þessu hlutfalli sem að verkfræðikandi rekna. Jú, ég meina að þú ert að tala um það að fara að setja auka gjöld á þungaflutninga. Ég er ekki talsmaður þess, við erum frekar að horfa það að aflétta gjöldum á strandsiglingarnar. Það eru til dæmis, það eru gjöldana, til dæmis kolefnisgjald, hafnagjöld, vitagjöld og svoleiðis gjöld sem er ekki á vegunum, bílar auðvitað keyra á vegina, minni gjöld þar. Það eru ýmsar ástæður fyrir þessar stöðu sem er í dag, að það er ekki strandflutningar. Það er vegna þess að það er svo ódýrt að flytja á landi, vegna þess að þegar þú gerir það, þá borgar ekki slitið á vegunum sem að þú veldur. Já, það er margir sagt að það við sem að borga niður á flutning á landi, en ég tel að mikið að skapa betri rekstrarskilyrði fyrir flutningum á ströndinni. Er það raunhæft? Það er mjög góð spurning. Ég held að sé mikið að við förum eftir þess aðgerðaáætlun, fáum líka betri tölfræði um þessi mál og reynum að vinna með það, stuðla að flutningum á ströndi. Við erum með eyju hérna í Norður-Atlantshafi, það er mikið að það getur notað hann silt í kringu landi. Þetta er líka ákveðin menning. Íslendingar vilja fá allt í gær helst. Það er ekki þolinmóða vörur eru ekki margar sko. Það líka hefur breyst vegna þess að flutningakerfi til dæmis verslana hefur breyst. Já. Það sem áður var lager og fleira er kannski engin lager, þannig að raunverulega eru bílarnir bara lagerinn, þannig að þú pantar bara í hilluna á Egilsstöðum þar sem er vantar á morgun og færð það keyrt frá Reykjavík. Vantar lager út á landi og lagerinn er bara í Reykjavík og svo er bara verið að keyra hérna eftir klukkan 5 á daginn. Og verður mjög þjóðhagslega óhagkvæmt, mikil mengun af þessu. Væri mikil til unnið að flytja sem mest að þessu yfir í sjóflutninga. Það væri það, alveg klárlega. En hvernig er það að gera það? Loftslagsmáli líka, skiptanamáli, minn útblástur. Til dæmis bara varandi ETS-gjöldin í siglingum, þá er ákvæði varandi fljótin í Evrópu, það er varandi flutning á fljótunum, en það er ekkert ákvæði varandi eyjar eins og Ísland, það sem er silt í kringum. Það er ju engin eyja í Evrópu nema Ísland eða Kýpur, lítið silt í kringum hana. Írland fræðilega, já. En byggðin er bara meira hana austan megin þar sko. En það að við getum silt í kringum Ísland með vörur sem var gerðum hérna áður fyrr, það verið mjög mikið til þess unnið að við getum gert það í auknum mæli eða einhverju mæli. Sem er líka svona menningarlegt af því að þetta er eiginlega fyrsti hringvegurinn okkar, það var hafið. Þetta var fyrsti hringvegurinn, og það var hérna bara fyrir þetta síðustu aldar, þá var hafið þjóðlegin. Já, og þessi hringflutningar sem að byrjuðu þar síðustu aldamóta, þau eiginlega opnuðu sveitirnar eins og Höfn og fleiri, þó að það náttúrulega hefði verið gríðarleg bylting þegar hringvegurinn sjálfur kom. Já, hann kemur sér svo bara með betri samgöngum, þá flystið yfir veginn og skipafélögin hætta að sigla reglubundið. Við vorum með ríkisfyrirtæki á sinn tíma, skipafélag, sem var lagt niður. Svo er líka, alltaf stóra málið er að íbúafjöldin býr voða mikið hérna á hvítasvæðinu og það spurning hvaða vörur þetta eru. Fiskurinn, það er meiri hraði í flutningu þar. Þessi þolinmóða vara er byggingavörur, sorp kannski ákveðna vörur, svo er spurningum ákveðna svona smávörur líka. En ég tel að við skoðum þess aðgerðir, förum eftir þessum aðgerðir sem við unnum með til að stuðla af strandsiglingum. Ég held að það sé skapa skilyrði fyrir það. Gera þær ódýrari, en því finnst fráleitt að leggja kvaðir á þungaflutningan á vegunum sem að spæna náttúrulega upp vegunum. Já, mér finnst það eðlilegt að notandinn greiði þess að það er náttúrulega kílómetragjaldi miðar við þyngd bíla. Ja, það er ekki í hlutfalli við það sem að þeir slíta. Það er alveg rétt. Það er því myndi heyrast hljóður horni ef þú myndi leggja til raunhæft. Ég held að sé, ég man ekki hvað þungaflutningabílinn full, hvort það sé ykkur 1000 smábílar eitthvað svo slitið, ég man ekki hvað er, en við þurfum ekki að taka þá tölu upp. En á meðan að svo er að þá þegar ég keyri smábílinn, að þá er ég náttúrulega að borga fyrir flutningabílinn. Já, það hefur verið haldið fram. Það er ykkur sem borgar vegina, það er skattgreiðendurnir. Það er ég bara, umferðin út úr bænum, ég taldi yfir
trukka út úr bænum var að koma frá Ísafirði einu sinni. Það var alveg ótrúlegt magn sem að fara. Þetta miklu þetta ekkit umræðin eða hvað, maður bara upplöða þetta sjálfur. Þetta eitthvað keyrt á nóttinni, það ef þú verður að keyra flutningabíl á milli Reykjavíkur og Akureyrar, þá myndur þú keyra líklega á nóttinni, sko. Já, þeir fara upp úr 5 leitin úr bænum. Ég var að sjá. Þú bara losna við umferðina og þegar maður að keyra kannski snemma morgus eða sentu kvöld, þá er þetta ótrúlega umferð, sko. Ég var að mæta í Guðviðarsveitinni, Ódrjúgsháls og þannig í beyjunu þar, 1950 það er alveg 2-3 í röð kannski, sko. Og fiskeldið, náttúrulega, það eru gríðarlega öflug atvinnugreinir fyrir vestan og það er stuðst við þessa flutninga sem er náttúrulega vel, en við verðum að hafa vegi sem þoleta. Og það sem við erum að fara núna er að viðhald vegakerfisins. Það er ekki hægt að hafa fiskeldi á sunnanverðum Vestfjörðum nema hafa góðar samgöngur til Reykjavíkur og Keflavíkur. Þú sko, ég hef heyrt að líka ef að magni fyrir vestan, þá geta skipin fara að ná í laxinn, sko. Þangað? Þess að þá er að fullan unni vara, sko. Það er kannski að framleiðslumagn verður meira, að þá geti borgað sig og svo sigla bara beint út í heim. Einhvern tímann lærði ég það fyrir nokkrum árum að Eimskip rekur eina línu frá Færeyjum til Evrópu bara með lax og fiskeldi. Það mútum við náum þangað. Við ætlum bara að byggja upp þessi atvinnugrein. Við erum ekki komin á endamarki, en þetta er gríðarleg verðmætasköpun í samfélaginu. Þannig að það gæti slakað á álægin á vegunum að þetta yrði það mikið að það væri hægt að taka legg á Patró. Bólungavík, sláturhús, eða Bólungavík, eða sláturhús þar. Ég vona það að vera hægt að setja sem mesta flutninga á ströndina eða í siglingar á beint út í heim. Mjög gálega vegina. Þú býrði eiginlega í Noregi, eða ekki? Nei, ég bý á Íslandi. Þú ert búin að vera mikið í Noregi. Búin að vera mikið í Noregi. Þar eru vegir svona svipaður á Íslandi. Þeir eru svona mjóir, það er eiginlega engin vegöxl og þó að þeir séu duglegir að setja göng, að þá minna veginni þar mann svolítið á íslensku vegina. Á meðan þegar maður er að keyra í Evrópu, að þá er komin vegöxl það sem er eiginlega hægt að leggja á. Þú getur bara lagt bílnum á. Vegir í Noregi eru, sko, það maður þeir segja sjálfur að vegakerfið þeirra sé ekki nógu gott. En Noreg er í fjallaland. Það er jarðgöng og svo það líka sprengja sig í gegnum ásana. Þetta er allt grýtt, sko. Þannig að hver metir í veglægningu er mjög dýrana. Og það þú keyrir út á land, þá lendur ofta þröngum vegum. Já, það er svo að mæta þessu flutningabílum sem við erum að tala um. Það er svona svipað í Noregi að þú hallaðir eiginlega þegar það kemur slinkur á bílinn, sko, og mætir þeim. En þeir eru búið að vera að byggja nú undanfæri, sko, 2 akreinis ykkur áttin út frá Oslo, eitthvað suðvestur Oslo, það er verið að klára það fljótlega og það var stórar hugmyndir að byggja vegi líka á vesturströndinni, alveg upp í Þrándheim. En svo þeir eru með lestarsamgöngu líka, alveg til Bótu í Norður-Noregi. En ef maður skoðar það, sko, hvað þyrfti að gera, veginn þyrfti að vera breiðari, þeir þyrfti að vera með endinga betri slitlagi, það ætti ekki að vera ein breiða brýr og bara að fara til Bólungavíkur, það sem þú þarft að gera á leiðinni, þetta eru svo margir milljarðar að þú kannt ekki að telja það, sko. Já, til dæmis núna, við ætlum í samgönguáætlun, við ætlum að fækka malarvegum 460 kilometra á 15 ára tíðanbili. Við erum að stefnum að stórfækka eða útrýma einbreiðum brúm, ég man ekki alveg fyrir hvað ár það er, en það er átakið því líka í samgönguáætlun, það er áætlun búin að vera í gangi. Varðandi bundna slitlagið, það kostar malbygg 5 sinnum dýra en bundið slitlag. Svo það ætla ekki að endurnýja það sjaldnar. Já, það er endurnýjað sjaldnar. Ég held að vegagerðin í Marja þá miðar við ákveðin fjölda af bifreiðum á hverjum degi. Þannig að þá kemur malbygg. Út frá höfuðborgin er malbygg. En svo við komin út á aðra vegi lengst í burtu, sem innumferð þá er bundið slitlag. Það er 2000 bílar, eitthvað svolítið 3000 bílar. Þessi er verið kannski lent í því að umferðin hefur aukist það mikið, bæði út af þungaflutningunum sem náttúrulega slíta á við 1000 fólksbíla og svo náttúrulega túrismin sem á Íslandi er meira og minna svona bílalegu drifin einhver leiti. Já, ég meina fólk keyrir landið, okkar fallega land og þá er það bílalegunar.
það er gríðarlega aukin umferð hvað þá varðar og þá líka mikið að það bara umferðaröryggislega sé að við sjöum með vegi sem er þá með svipað staðalög í Evrópu. Við höfum langt í land, þess vegna fór ég hérna til Noregs að tala að vantaði öxlina og allt þetta, af því að við eigum svo langt í land með að eitthvað Við getum allt gert betur, en það má ekki horfa það. Ég man sjálfur þegar hvalfjörðurinn keyrður og hafa malbikaður. Nei, malarveður. Þannig við erum búin að stórkostlega afrek sem við erum búin að stórkostlega afrek. Við erum búin að undanförnum áratugum höfum við gert gríðilega góða hluti, en svo bara umferðin búin að auka svo mikið að við þurfum að halda áfram. Meina 74 klárum við hringveginn og svo að farið að bundi slitla all land. Og svo bara kröfun orðan aðra í dag. Það miklu meira. Ég er eiginlega að koma því með því að bera þetta saman við útlönd. Hvort það sé raunverulega ekki, af því að þú talar svolítið það að við erum bara að bæta samgönguna, það bætir byggðirnar og styrkir þær og einhver atvinnulífið og gerir þetta öflugra. En ég bara velta fyrir mér hvort að við myndum þora að reikna það hvað kostnaðurinn væri raunverulega. Þannig að það væri fljúgandi fært til Bolungarvíkur. Eins og við verðum að keyra á spönskum vegum. Já, ef við berum saman við Noreg, þá erum við 400.000 manns, segjum bara það, í 100.000 eyjan okkar, 103.000 ferkilometrar. Normenn eru rúmlega 5 milljónir á 300 ferkilometrum. Þeir eru 3 stærra landsvæði en 15 fleiri en við. Þannig að þeirra samgöngur hafa miklu dýrara fyrir okkur að byggja vegakerfi hlutfallslega heldur fyrir þá. Það meiri fjöldi á baku hvert kílómetra. Þá þyrftum við líklega sætt okkur við að margir vegir væru bara ekki til hraðaksturs. Ég hef keyrt í Hálöndunum í Skotlandi. Það fer maður yfir heiðar og það bara einbreiður vegur og svo er bara hægt að víkja á svona 500 metra fresti. Þú veit að spyrjum staðla. Við fjárlaganum þetta síðasta kjörtímabili spurðum mikið staðla vegagerðinni, hvort það væri ekki hægt að gera vegina ódýrari, ekki samkvæmt þessum stöðlum sem í dag. Það aðgerið byggðaáætlun sem ég mun komið í haust það að skoða þessi staðlamál. Hvort það sé að hægt að hafa ódýrari staðla og lækka þá umferðarhraðann á sveitavegum. Það er bara öllum ljóst að þetta er bara svona vegur. Já, þetta er svona vegur, þú bara að keyra 30-40. Þú víkur bara ef það kemur ykkur. Það aðgerð sem eru skoðað sérstaklega, það er eina af þessum aðgerð sem bara við spurðum mikið á síðasta kjörtímabil og það verður núna aðgerð í byggðaáætlun til þess að það einfaldlega geta sett bundi slitla á fleiri kílómetra. Svo án þess að fara út í að byggja upp einhvern veg sem að þolir veturinn og snjóþingsli og allt þetta. Akkurat, ég var með fundi... Þetta var einmitt það sem ég var að hugsa þegar ég var að gera í Skotlandi, að Íslendingar þeir eiginlega sættast ekki við þetta. Hérna eru bara allir sáttið við þetta. Þetta er bara svona. Það er hraðbraut. En það er hins að ég tók eftir að ég var að funda herferð í ágúst í fyrra, þá krafa bara til sveita að það séu bundi slitlag á sveitavögunum. Það er ekki að þeir séu tvíbreiðir. Já, það sem sveitabílinn eru hérna, Bárðardal og þar, að það séu bundi slitlag. Krafan er orðin bara þannig, það er malavegur, þeir eru algjörlega, það er bara krafa nútímans, sem er bara mjög eðlileg krafa og það kostar pening. Malavegin eru líka erfiðir í viðhaldi. Veður geta farið illa með það og við erum alltaf búið með veðurlag sem er öðru sinni í Noregi, það er stöður af veðurlag, hérna er meira frost og þíða, þannig að það er öðru sinni veðurlag okkur, meira áskorunir en við höfum gert gríðilega mikið í þessum málflokki en núna erum við allan að taka við og við erum klárlega að fara að setja auki fjármagni 100 milljónar aukning með tilvíðuna frá 2023. Og þú heldur að verði sjáanlegar breytingar á samgöngukerfinu í þinni tíð? Ég vona það svo sannarlega. Við ætlum að fara í jarðgangagerð og vonandi takst okkur að byrja með Sundabraut. Og það er eitt sem er risamál, það er innviðafélagið. Þá erum við að fara að breyta fjármögnun á hluta samgöngukerfisins að gangnagerð og brúm. Og það mun verði þá ekki á fjárlögum, heldur verði þá séfélag sem er utan ríkis fjárlaga og það verður þetta, það getur þá tekið lán og gýra sig upp, þá tekjustreymis þegar að fá. Og er í eigu? Ríkisins. Og alltaf?
Já, það er gert ráð fyrir því og það er vissulega ákvæði sem heimir að selja hlutabréf, það myndi alltaf þurfa að fara fyrir þingið. En það er ekki engar umræður það sko. Og þetta innviðafélag mun þá eiga Sundabraut? Já, við ætlum að núna vera sett inn í innviðafélagi, gert ráð fyrir að Vaðlaheiðargöng fara inn í, Ölfusárbrú og Hornafjarðarfljót. Þetta er allt tekjuberandi eignir. Þannig að Vaðlaheiðargöng, það er veggjöld þar og Hornafjarðarbrú verður líka veggjöld. Það veggjöldin í Vaðlaheiðargöngum standi ekki undir framkvæmdinni alveg langt í frá. Nei, skuldinu verður teknar af því að tekjustreymi kemur inn. Og svo er gert ráð fyrir því að Sundabraut verði fjármögnuð af veggjöldum. Þá eru viðskipt áætlun að standast. Þannig okkur hefur rukkuð að fara hérna út úr bænum á Vesturlandsveginn. Ef þú fer Sundabraut. Þú átt kostu að fara aðra leið líka út úr bænum. En það mun vera gríðarlega þjóðhagslega hagkvæmasta samgönguframkvæmd Íslandssögunnar segja að það myndi spara gríðarlega mikið. Það myndi spara akstur á höfuðborgarsvæðinu 150.000 km á dag. Og einstaklingur sem býr á Akranesi, það myndi spara sennilega klukkutíma, hálftíma hvora leið. Og myndi minnka umferðarteppunar í Austurborginni, Ártúnsbrekkunni þar. Hálftíma hvora leið upp á Skaga? Ég með maður lengur en hálftíma? Myndi stytta leið. Hvað er maður lengi upp á Skaga? Ég bara, allan ekki með lengur en hálftíma. Það er gert ráð, þú er líka með umferðarteppum öllu slíku. En þetta er allan það sem er stærsta verkefni okkar núna, er í stjórnarsáttmálanum og segir þar að líka þegar borga með veggjöldum. Það kom inn í kosningabaráttuna í Reykjavíkurborg að fjármögnunin á samgöngusáttmálanum að hendi ríkisins væri byggt á rukkun gjaldtöku. Já, það segir í fjórðu greininni að það er verið að flýta umferðargjöld eða fjármagna höfuðborgssáttmálan að hluta til að Keldalandi komaðan inn og að hluta til það sem upp að vantar með flýta umferðargjöldum eða með öðrum hætti. Og þá er með öðrum hætti, túlka hvað það er svona bara skattpeninga væntanlega. En það er gert ráð fyrir frá 2030 að verði flýta umferðargjöld. Hvernig sér þú það fyrir þér? Augljóslega að innviðafélagi í Sundabraut. Já, Sundabraut er ekki inn í höfuðborgssáttmálanum til dæmis. Nei, en eru fleiri vegaspottar eða einhverjar vegaframkvæmdir hér á höfuðborgarsvæðinu sem innviðafélagi geti átt? Já, ég meina það geti alveg fræðilega geti alveg tekið í argáningar á höfuðborgarsvæðinu. Miklubrautargöng. Þess vegna, já. Þá er það bara spurning um viðskiptaáætlun, fjárfesta og tekjumódel. Skerjafjarðarbrú, Skerjafjarðargöng til dæmis. Skerjafjarðarbrú, það verður bara strætó neyfir, það er bara ég hef alltaf mikið á að því aldrei skilja okkur þessi botlanga áhrif verður maður að keyra hennar Reykjavíkurskagann fram og tilbaka okkur reynum ekki að fá okkur hringtengingu en það er físileika könnu nú á þeirri braut brú eða göng yfir Álftanesið Suðurgöta yfir Álftanes þannig að það er en göngin, brúin sem var lögð hún er bara fyrir Nei, það er Fossasbrú, ekki Skerjafjarðarbrú þetta er utar sko það er einhver djúp renna þannig sunnan megin en það verður gerð físilega könnun á því það tengja raunverulega Álftanesið við miðbæ Reykjavíkur já, frá Suðurgötu en það verður físilega könnun á þessu svona framkvæmd geti farið inn með félag en það er bara seinni tíma mál en þá er alltaf að tala um veggjöld þetta var þar og þá þurfum að koma lífeyrissjóðir að fjárfestar inn í félagið ekki með skattpeningunum Við nefndum og þú hefur nefnt að við höfum gert margt við eða bara við sem samfélag, við gerum hringveginn og svona hluti af það var gert fyrir skattfjörindar slegið lán Já. Og almenningi boðið að kaupa og mér minnir að það hafi verið svona happadrættisfyrirkomulag að það hafi verið dregið út reglulega þannig að þú fékkst útborgað með einhverjum hætti þar sem að Hringvað happadrætti Já, það var eitthvað, mér minnir að það er þannig þannig að það hafi verið svo ýmsar aðferðir svona líkar af því að við innheimtum skatta mest af þeim sem hafa mest aflögu og svo byggjum við upp heilbrigðiskerfið, menntakerfið, vegakerfið og eitthvað svoleiðis. En þetta með innviðafélagið, það er svona breyting, það er verið að fara yfir því það að við byggjum þetta ekki upp fyrir skattfé sem er þá tekið af stighækkandi sköttum, heldur borga allir.
Fátæki jafn mikið og ríki. Fjárfestirinn, lífeyrissjóðir þá kæmu, eða þá eitthvað fjárfestingarsjóðir, Hvalfjarðargöngin voru byggð með þessum hætti, tók gríðarlega vel, þannig að vera með hugsum svipa mótil og var það. En í svona kerfi að þá borgar sko notandinn og hann borgar jafn mikið sá sem með lágmarktekjur og sá sem eru með mikla tekjur, sem eru öfugt við kerfi sem var innheimtir skattar með hlutfallslega hærra eftir því sem aflaði meira. Já, það er bara, Finnst þér ekkert ósanngjarnt við þetta og í flokki fólksins sem er málsvari öryrkja og þetta skiptir máli fyrir öryrkja til dæmis og lágtekjufólk að það sé ekki verið að búa til of mikið af gjaldtöku sem leggst flatt á alla því það eyðir svona jöfnunar systeminu sem er í hefðbundnu velferðarkerfi. Truflar þetta ekki? Jú, það gera það svo sannarlega og þetta er mjög góð spurning. Þetta er líka spurning fyrir okkur hvort við ætlum að fara í verkefnið eða ekki. En það ríki á ekki fyrir þessu? Nei, það er ekki, þá þurfum við að hækka skatta gríðarlega mikið. Já, það er. Þannig að það er það sem er spurningin. Þú eiginlega innheimtur skattinn jafn óðum. Það er ekki eðlismunur á því hvar þú tekur skattinn. Jú, það er innviðafélag, önnur ríki að gera nákvæmlega sama. Noreg, Danmörk, Svíar að gera sama. Erum innviðafélag, Nýi Vægir í Noregi, Sund og Belti í Danmörku og ég man ekki hvað heitir í Svíþjóð. Þannig að þeir eru að reyna að hraða uppbyggingunum með þessum hætti og líka með að setja ekki mikla byrði á ríkisfjármálin. En þetta er alveg hárið, það truflar mig vissulega. En það er líka það að notandinn, sko að það er þeir sem er að nota þennan veg, þeir greiða. Það er ákveðið réttlæti því en þeir sem nota hann ekki, borga ekki. Þannig að vissulega er alveg hárið að það er það sama gjald, það er ekki verið að tekka skattframtælinu en svoleiðis þegar þú ert að fara að keyra hana veg. En við þurfum að fara varlega í þessu málum. Ég verður að segja alveg eins og það. Við verðum að fara varlega í þessu og það má ekki vara og geist að rukka allt og alla. Það hefur gerst í bílastæðamálum til dæmis hérna. Það var alltaf hægt að leggja bíla einstæðar og það er nokkuð sem ég er að skoða var til hausti umferðarkaplinn þar. Og mér finnst það er umræða sem þau líka taka. Það kom í veg fyrir að þetta rukka. Ég er bara aðgangur á landir Íslandi. Það verður að rukka alveg hægri minstri og það eru svona sektir hana sem eru, þetta heitir, senkunargjöld eða eitthvað svoleiðis, það er engin heimild til að sekta, þetta er bara að fara í innheimtulegina sjálfsögðu. Ef þú borgar ekki þinn 1000 kall fyrir að leggja, þá getur ekki komið bara, til 3 daga kostar 8 skall. Ég held að fyrsta skipti sem ég sá það er ekki löglegt að mínu mati, það er bara að lesa fyrstu grein innheimtulega. Fyrsta skipti sem ég sá þetta var í vaðalagðargöngum. Það kom gjald ef maður borgaði ekki innan 3 daga eða eitthvað, ég man ekki. En ég tel að þessar kröfur er allar að fara samkvæmt innheimtulögum. Það er mín skoðun, en það er öðruvísi ef það koma háar fjárhæðir. Ef það eru komin gríðaleg fjöldi, þú þekkir bara sjálfur, af þessum bílastæðagjöldum. Oft veit maður ekki, það kemur kannski myndavél af þér, skráir númerið þitt, en viti menn, og þú heldur sér skráðurinn í kerfi, en þá þarftu sjálfur að fara að skráði. Skráningin er bara fyrir sektargreiðslunni. Ekki til að skráði, þú ert sjálfur að fara sér allt í. Það er svona fjárbragsstarfsemi og er algjör lítir á samfélaginu. Þannig að þetta er líka vandamál í Noregi og Danmörku. Danir hafa tekið svolítið á þessu. En við þurfum að skoða þetta. Mér finnst þetta líka spurningum bara aðgang að Íslandi. Við erum það háð bílnum að hvar á fátækt fólk að leggja til að geta skoða þessu með landinu út í náttúrunni. Það er almannaréttur. Það tengist því líka. Hvað sérðu fyrir þér að innviðafélagið verði stórt í peningutalið? Ég get ekki sagt til það. Sundabraut er held ég 140 milljarðar eitthvað meira. Það getur fleiri verkefni farað inn sko. Og þetta er bara þannig að þú gefur út Fljótagöngur 21 milljarðar. Þú gefur út skuldabréf og lífeyrissjóðum kaupa. Þetta er fjárfesting og... Já. Það er það sko. Þetta er það er mikið að það ríki hefur ávinningin. Það er ekki gott ef það sé einkafyrirtæki sem að borgar og svo er þetta borgað upp og kannski búið að borgað upp á 15 árum. En samningurinn til 20 ára, þá er einkafyrirtæki að taka hreina tekjur af almenningi sem keyrir í gegn
síðustu 5 árin. Grundvallaratriði Það er ekki erlendis og valdi pólitísku ólgu í löndum. Grundvallaratriði að sama félagi eigi sem mest. Þannig að þegar að Hvalfjarðargöngin hafa borgað sig, að þá flyst ávinningurinn því til uppbyggingar annar staðar sem myndi ekki gerast ef hver framkvæmd væri í sjálfstæðri einkaeigu. Þá myndi þetta enda bara sem mjólkurkú fyrir ykkur. Já, þetta er náttúrulega útfærslu atriðin, en við erum að horfa til Færeyjan til dæmis, þetta kópur okkur varði fjármögnun og þeim hefur gengið mjög vel og þeir eru núna til dæmis að hugsa að gera jarðgöng til Suðureyjar. Það eru 23 kilometrar og það eru hugmyndir að gera jarðgöng til Vestmannaeyja, það eru 18 kilometrar. Það er miklu minna samfélag, það er 50.000 manna samfélag. En innviðaráðurinn sem að Fjarðarheiðagöng stóðu í, hvað segir hann Suðureyjagöng og Færeyingum? Það er náttúrulega Ég hef enga skoðun máli Færeying, það er ekki mættu Færeying, ég var í Vestmannaeyja. Ok, en göng til Vestmannaeyja. Frábært að koma ánga. Göng til Vestmannaeyja. Ég verð að segja svo ég fór að skoða borholuna sem Eyjagöngur með á Eyðinu og sá hana kjarnana og hitti hana jarðfræðing og verkfræðing sem hefði verið í Færeyjum. Þeim leist mjög vel á þetta og berglögin eru mjög góð, þeir fóru niður 300 metrar dýpi og þeir ætla að byrja að bora upp á landi eftir þjóðatíð og svo fara fram svo kallar seismikrannsóknir næsta ári, held ég, á næsta ári. Maður svona opnaði svolítið hugamann fyrir þessu og líka, ég sagði líka á fundinu með Eyjum að ef Færeyingar geta, eigum við ekki geta gert það sama. En hvað myndi kosta til þess að þessi framkvæmd myndi ekkert borga sig? Hvað kostar að gera það? Ég er ekki með töluna, það er 100 milljarðar, ég þú ekki að... En hvað myndi kosta fyrir mig að keyra til Vestmannaeyja? Vestmannaeyja? Ef þú ætlar að láta þau ganga upp. Það er bara vaxtakostnaðurinn. Já, þetta fyrir fyrsta lagi hvort sé hægt að gera þetta, ekki? Og þá er þetta að fara að reikna hver kílómetri kostaði að bora og svo þarf að vera viðskiptaáætlun. Við erum að setja pening í samgöngu til Vestmannaeyja og svo er alltaf spurningum umferðina. Landeyjahöfn hefur valdið algjöri byltingu varðandi samgöngu til Vestmannaeyja. Þrátt fyrir að vera hálfgert svona verkfæraslys. Við getum fullir það og það. Ég ætla ekki að gagnrýna þessa framkvæmd og bara sem dæmi fyrir Landeyjahöfn þá voru 120.000 farþegar að fara til Vestmannaeyja. Í fyrra fóru 440.000 farþegar. Og þetta gjör breytir algjörlega samskiptum Vestmannaeyja við fastalandið. Ég finn það bara sjálfur þegar ég fer miklu oftar nú til Eyja en áður og þetta er gríðarlega öflugur útgerðarstaður, komum við í laxeldi líka, landeldi og mikil verðmætasköpun hana. Mikil túrismi náttúrulega. Mikil túrismi og megnaða ferðamönnum, 80% ferðamönnum fer á Suðurlandi, horfið sér til Vestmannaeyja, þeir vilja örugglega fara þangað þegar þeir sjá eyjarnar, gríðarlega fallegar eyjar. Þannig að við getum gagnrýnt Landeyjahöfn á ýmsum forsendum en hún er komin og búin að breyta algjörlega tengingu Vestmannaeyja við fastalandið. Samgöngusáttmáli höfuðborgarinnar kom til umræðu í allavega í sveitarstjórnarkosningunum í Reykjavík, og þar voru þeir flokkar sem að myndu síðan meirihluta vilja endurskoða hann og þetta lendi þá að borði hjá þér, eða ekki? Jú, ég átti þetta fundi morgun með borgarstjóra um þetta og fleiri mál og það er náttúrulega ef sveitarfélögin vilja fara fram að endurskoðun þá þurfa þau ekki að gera það er ákveðið málsmeðferð sem er í gangi. Það getur ekki leitt til þess að það sé bara endalausar tafir á... Jú, ég tilvíkja að það verð ekki. Það er sjálfsagt að fara í endurskoðun, það er sjálfsagt að gera það. Það er margt sem að gera betur. En ég heyrti líka fullleikar í fjölmiðlum að oddvitin í Hafnarfirði, hann vildi fara í endurskoðun líka þar. Það er bara komið ljós. En það er endurskoðun ákveða í sem þetta er að fara í þá. Og endurskoðun getur verið svona að flytja til þetta verk fram fyrir þetta og eitthvað eða bara einhverja heldur endurskoðun á eins og borgarlínu. Hefur þú skoðun á borgarlínu? Já, við vorum ekki hrifað, minn flokk var ekki hrifað, við lentum samt að gera skóflustungur, eða fyrsta embættismerkið, að fyrsta skóflustunga við Fossvogsbrú. Ég held að, ég menna það þarf klárlega að gera eitthvað í samgöngum á höfuðborgarsvæðinu. Hvað var ekki náttúrulega hálftíma sett í því núna og það fastir umferðarteppu. Þannig að það er gríðarlega mikið að það veri farið í átaka á höfuðborgarsvæðinu varðandi samgöngur. Flýta umferðargjöld, það er eitthvað sem er stór spurning, skilst mér.
Svo líka lóðinar sem að verða til með jarðgöngum, eiga þær þá ekki tekjur þeim að renna til sáttmálans. Það bæjarstjórar á höfuðborgarsvæðinu hafa talað það. Þannig að það margt að skoða. Þannig ef þú grefur hérna undir Miklubrautina þá verður til dýrmætt byggingaland ofan á. Já, þannig að það bæjarstjórar talað það eftir peningur lóðinar, verðmæti lóðinar það að fara til höfuðborgarsáttmálans. Það gríðarlega kostnaðar sem framkvæmd. Allur sáttmálinn og það eru endurskoðun ákveð í honum En varðandi borgarlínuna sem að flytja eitthvað af ferðaþörfinni yfir í almenningssamgöngur. Hvar ertu? Flytja ferðaþörfina yfir í almenningssamgöngur. Það líklega grunnhugmyndin á baku borgarlínu að með því að byggja hana upp að þá náum við að flytja töluvert af fólki sem annars myndi vera í bílunum á götunum. Já, og þess að sé þetta bæði fyrir þá sem að vilja nota almenningssamgöngur. En þetta náttúrulega fyrst og kannski fyrir umferðar, það verður minni þörf á umferðarmannvirkjum. Já, ég meina það viðleitið til þess að fá fólk inn í almenningssamgöngur meira, nota almenningssamgöngur. Við getum ekki alltaf verið að bæta við nýjum akrinum á Miklubraut eða Sæbraut. Það þjónar ekki tilgjengu sínum. Þetta er að reyna að fá auka notkun almenningssamgöngum. Það verður ekki verið að þétta byggð. Þannig þú til að vera mikilvægt atriði í... Já, ég tel að það í sáttmálanum er það mikilvægt atriði. Á hverju heldur þessi andstæða sé við borgarlínu? Ég held að mér finnst þessi satt að segja ég bara átta mikið alveg á þess að segja. Það er bara varðandi höfuðborgarsáttmálann. Það er 42% af fjármagninu fyrir stofnvegina. Leysa flöskuhálsa og svo framvegis. 42% fyrir innvið almenningssamgangna og svo fyrir 13% til uppbyggingar hjól- og göngustíga. Þannig að við erum að tala 55% fyrir þetta tvennt. Almenningssamgöngur, uppbyggingu hjól- og göngustíga. Þannig að það er klárlega viðleitnana að vera að fá fólk meira enn í almenningssamgöngunar. Ég held að andstæðan sé mikið, ég tel að við getum elt almenningssamgöngur en ekki vera að þrengja að einkabílnum. Ég held að það sé svolítið málið. Það er svolítið mikið verið að tala það. Hvar er verið að þrengja að einkabílnum? Það er verið að gera það með... Það er náttúrulega framkvæmdir eins og þú lentir í því. Það er bara því að vera að byggja hús og þeir fá að taka aðra akreinina og efst á laugunum. Já, það er það sem ég bara heyri umræðinu. Það sé verið að þrengja einkabílnum. Hvar er verið að gera það? Ég meina, ég hef enga skoðun á þessu. Ég sé það bara Grensásveginn og það er búið að breyta 2 akreinum í eina. En þetta er það sem er umræðinu, verið að setja pottablóm í bílastæði og svo leiðis. En þetta er ekkert mál sem varðar okkur eða ríkið. Þetta er bara innri mál sveitarfélagsins Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðisins. En ég tel að ríkið alltaf stendur bílastæða hús undir allri kosunni. Já, ég held að það mætti gera meira af því að gera bílastæðahús, alveg klárlega. Og ég held að ríkið alltaf stendur við höfuðborgarsáttmálann, það er samkomulag sem við erum standa við samninga. Reykjavíkurflugvöllur Já, ríkisstjórnin alltaf einu að standa vörðum hann og þegar annar er fundin, það er ekki að það búið að finna annan flugvöll fyrir innanlandsflugið og ég tel mikið að það er ekstra skilyrðið hans tryggð og þeir að hætta að grafa undan flugvöllin hvort sem með trjágróði eða byggingum alveg fyrir flugvöllin. En nú er þeir sem að nota fljúga til Akureyrar og svona, þetta er bara svo dýrt að, hvað maður að segja, venjulegt fjölskyldufólk er ekki að nota þetta. Ég veit ekki fyrir hvernig þetta flug er eiginlega. Já, það kostar mikið, en það er loftbrú, sem við erum að styrkja miðakaup 40%, það er gríðarlega peningur það, 100 milljóna. Sér það árangur af því? Já, það breytti svolítið samsetningan á farþjóðunum með það. Við erum að setja, við erum 600 milljónir í það og það er gríðarlega fjárhæð sem að fara í það, 40% mjög mikið. Og það er verið endur það kerfi, ég tel hvort það er að vera fast gjald eða ekki, en ekki prósenta. En það er alveg hárrétt, það er hátt miðaverð. Og það held að það sé mesta ógnin við innanlandsflugið. Sérstaklega maður séu miða hvað maður getur keypt út úr landi. Maður hefur þetta í heim fyrir ekki miklu ódýrari miðaldur innanlands. Já. En það breytir því ekki að innanlandsflugið gríðarlega mikið fyrir landsbyggðina. Reykjavík er höfuðborg landsins og þá er mikið að tryggja samgöngu við landið. Við landsbyggðina fyrir ekki. Já, en hvernig stendur á því ég kennst íra lengra heldur en til Tyrklands fyrir sama pening og til Akureyrar? Ég veit ekki, ég spurti það sem fundi mig í flugmálafélaginu og var ekki mikið sver. Við keypt miða til Osloar ég keypti daginn 19. leiðina
og svo heyrði ég að kollegin minn hefði keypt á 49 skall aðra leiðin til Akureyrar. Breyting innanlandsflugi er mjög mikið fyrir landsbyggðina og það er skylda höfuðborgar til ég að hafa góðan innanlandsflug í svona stóru landi og fámennu landi og hann hefur reynst vel fyrir landið í heild. Ég skil ekki þess að hugsun að hann sé eitthvað fyrir, ég bara er ekki þar í miður sko. Og ég held að þetta með trjágróður annað er reyna að vera graf undan honum. Það er sjálfsagt að flytja völlin. Þetta trén vaksa bara. Trén vaksa, en það breytir því ekki. Ekki að pólitískum. Já, það breytir því ekki. Þegar er búið að finna annan innlandsflugvöll, þá á að flytja hann. Og ekki til Keflavíkur bara. Hefur þú lagar samgöngunar á milli Keflavíkur og Reykjavíkur? Við fáum hraðlest, eitthvað svo leiðis. Það kom það með hraðlest. Það sem ég hef bara að segja það, að við erum núna með flugvöllin hérna, þetta er sem við erum með 5 hæða hús, þá notum við allar 5 hæðinar en ekki bara 1 hæð. Við erum með rekstrarleyfi á flugvöllinum, tryggja rekstrarhæfans, finna annan flugvöllastæði og þá flytjum við það, en ekki vera að grafa undan rekstrarhæfi flugvallarins með trjágróðri eða einhverju má ekki setja fjárstýrandi flugturnu eða má ekki hitta þetta og allt bara drabbast niður. Það sem að þeir sem að búa hérna næst og við eigum líklega hlust á það, við hlustum á nágranna í öllum þessu framkvæmdum sem þú allar standa fyrir, þú hlustar á nærsamfélagið. Það fólk varst þar merkt yfir þyrlunum sem er gríðarlega háaði af og það er meira og minna útsýnisflug fyrir túrista. Það er ýmis svona, og svo einkaflugi sem er líka mjög háaðasamt. Miklu frekar heldur en samgöngunar við Akureyri og Ísafjörð og Egilsstaði. Það má alveg skoða þetta með þyrlur og annars slíkt sko. Það er líka bara byggja þannig alveg við flugvöllin. Þannig að þú ákveður að kaupa húsnæði við flugvöll þá er háaði sem fylgir. Þetta er með byggingaskilmálum öðru slíku. Þetta er sagt stundu við okkur sem var búinir í bæ að við hefum bara sett okkur við fyllir í og svona. Þetta er ekki alveg þannig sko. Maður er bara að flytja, þú ert ekki sáttu við þetta, þú ert bara að flytja. Nei, ég er ekki að segja það, nei, ég er að segja ef þú flytur við flugvöll þá ertu þeir sem ekki keyptu húsnæði til dæmis í gamla Skerjafirði fyrir 25 árum, þá var engin túrismi á þyrlum eins og er núna. Já, ég segi þess að það má alveg skoða. Það fólk hætti ekkert vara sig á því. Já, ég er alveg sammála, það er sjálfsagt að skoða að taka á þessum málum öllum. Herðu, en hvernig er að vera samgönguráðari? Ég finna þegar ég er að tala við þig að hitturðu, að því að þú berð ábyrgð á öllu vegakerfinu, þú berð ábyrgð á því að það er að losna bundna slitlagið í Borgarfirði eða kemur smá hiti. Þá vefstu þetta utan hjólinn og er slýsa þetta það er samband við mig. Mér er senda ljósmyndir af því. Jú, ég fengi ljósmyndir af dekkju með svona tjöra á svoleiðis. Svo líka fengi ég leiðbeiningar það hvar Sundabraut er að liggja. Og fleiri leiðbeiningar að bjóðast til að semja fyrir mig og svoleiðis. Það er mikið nálægð allan að finna það. Það er gríðarleg þörf að funda, mikið böðum fundi og svoleiðis. Og finnst þér þetta ekki stundu vera svona, er ekki hægt að þú færð allt of litla peninga til þess að svara kröfunum? Líklega kröfuna sem að berast til þín eru nokkur 100 milljarðar. Það er alltaf stóra máli í þessu samgönguáætlun núna. Hún er full fjármögnuð. Á hverju? Hún er samræmi með fjármálaáætlun. Og heldur það sé sátt í samfélaginu um hana? 2030. Það var ekki bara sátt í ykkur bakherbyrgi niður í þingi eða heldur að fólki sem er að senda þér tillögur og eitthvað fleira, að það er ekkit aðili að þessari samgönguáætlun? Nei, sko, þetta snýst allt um fjármagn. Og fjárlögin, það eru einu lögin sem að Alþingi ber skylda til að samþykkja á hverju ári, samkvæmt stjórnarskrá. Og þetta snýst um ríkisfjármálin alltaf endunum. Við erum núna sem hlutdeild af ríkisútgjöldum, þá erum við mestar hlutfallar ríkisútgjöldum bara síðasta áratug, jafnvel þó lengra væri farið. Þannig að hlutfallar ríkisútgjöldum, þessi 5,38% núna, það er að fara til samgöngumála. Þannig að við erum ekki verið að gera betur hvað það varðar. Þannig að það er sátt, þannig að það er mjög gott til ég fyrir samgöngur. Og líka þess að fjárhæðir sem var nefna, við erum að auka fjárveitingar í viðhaldvega úr 12 í 20 milljarða. Við erum að setja 100 milljarður meira á næstu 5 árum í samgöngur. Það er auðvitað vill allir að hafa meira, en við þurfum líka að horfa á skattpeningana og hvaðan peningin kemur og markmið ríkisstjórnar er líka að ná niður verðbólgu og vaxtastig í landinu og skila hallalausum fjárlögum.
Það er með kröfur alveg út í eitt sko, þá peningur þarf að vera til með verðmætasköpun í samfélagi. Það þarf að vera eitthvað svona sátt það þetta er verkefnaröðin okkar. Þetta snýst forgangsröð. Fjarðarheiðargöng, hvaða veldur miklum sko titringi þegar að vera að raska sem einhver hélt að vera í sátt. Greinargerðin með samgönguáætlun, hluta af henni eru framkvæmdatöflur. Yfir tímabil, hvað er verið að gera á ákveðnum tímabilum og þá fara fjárhæðir sko. Það er til og með... Þannig fólk getur kynnt sér þetta. Búðafoss árið 2026, Búðafoss vegu fyrirgjöður, hlutur ríkis í framkvæmd, það eru 2850 milljónir. Og svo sjáum við hérna Kjalarnesveg, það er 150 milljónir ár, á næsta ári er það 2100 milljónir og það næstu 3 árin. Svona Vestfjarðavegur, Gufudalssveitin, í ár fara 3 milljarðar og 1200 milljónir næsta ári. Dynjandisheiði fara 1450 milljónir í ár. Þetta eru stóra fjárhæðir og svo það er ekki bara að skoða þetta blessið 23 áfram eitthvað svo leiðis. Þetta er það sem er verið að skoða hvað er verið að fara að gera. Þetta er það sem er forgangsröðun á fjármagninu og við erum að byrja að aksa við á næsta ári fyrir austan og vissulega maður vilja gera betur og svo er líka annað hvernig er þetta nýframkvæmd og hvernig er þetta viðhaldi. Það spurning hvort þið getur nota viðhaldspenningin í endurbætur og vegi sem er það nýframkvæmd eða ekki. En þetta er stóra málið þitt í vetur eða ekki? Þetta er stærsta málið núna í þinginu og svo líka innviðafélagið sem við bindum mikla vonir við að geta hafið þá stórframkvæmdir með öðrum hætti en á ríkisreikningi eða fjárlögum. Og það verður alltaf hugsun á bak við það. Þingi klárast ekki fyrir helgi og þá kemur sumarið það sem að þjóðin mun deila Evrópusambandið. Ég sé að þú ert með nælum íslenska fánanum er þetta yfirlýsingum það að þú ætlar að vilt ekki ganga í Evrópusambandið? Nei, þetta er það hverja það. Ég var nú með þetta gæra sjónvarpast eins og eitthvað vitlaust en hérna ég er bara gott að hafa þetta. Ég er líka með flokksmerki stundum og þetta er sérstaklega gott út af fundum erlendis þá veit fólk hvaðan ég er og mér er mjög gott að sjá þetta öðrum jakkafötum að sé að hann er frá Svíþ og þessi en ég ég er ekki inn í gegn Evrópusambandinu, ég hef ekki vænt Evrópusambandu og ég læriði Evrópusambandu og það allt, ég er ekkert á móti Evrópusambandinu sem slíku. Hvað ætlar að kjósa? Þetta er eiginlega kosningar en ég er minn flokkur og ég er ætlar ekki að taka þátt í umræðinu núna í sumar þetta mál? Ég hef ekki tekið afstöðu til þess en ég er bara minn flokkur er ekki hlynntur aðild. Ég er ekki hlynntur aðild. Þinn flokkur er hlynntur því að það verði þjóðaratkvæðagreiðslu? Já, við erum hlynntir þjóðaratkvæðagreiðslum og ég minni bara grein sem að formaðurinn Inga Sæland skrifaði í Dóm þjóðarinnar heiti greinin, birtist í Morgunblaðinu daginn og þá er það eitt af stefnumálum flokksins að fjölga þjóðaratkvæðagreiðslum með mikilvæg mál, beint lýðræði. Og ég til þetta að við raki mál til að senda til þjóðarinnar til að spurja þau. Stjórnmálamenn hafi ekki hlýtt niðurstöðu. Við vorum að tala Reykjavíkurflugvöllinn áðan að það var kosning í Reykjavík að hann ætti að fara. Naumur meirihluti vildi hann færi. Það er rafrænu kosningarnar. Nei, við erum líka með kosningar stjórnarskrá sem að þingið hefur eiginlega ekkert gert með. Já, við getum deilt að báða kosningarnar. En þið eru hlynntir í að almenningur fá að velja þessi mál sem er ágreiningur og eðlilegt að fara fyrir þjóðina. Já, og það ekki að hafa áhrif á stjórnarsamstarfið. Það er ekki verið að kjósa ríkisstjórnina. Þeir eru fylgjandi því að verið sótt en þegar að samningur liggur fyrir, að öllu líkindum ætli því að... Nei, það er ekki rétt. Við erum ekki fylgjandi að vera sótt við erum fylgjandi að vera þjóðaratkvæðagreiðsla. Ég er búin að segja já, atkvæðan það, verið frá þjóðaratkvæðagreiðsla, en þú spyrir hvað ég myndi kjósa, ég get svaraði óbeint. Ég er ekki stuðningsmaður aðildar Íslands að Evrópusambandinu. Þannig þegar hún kemur á dagskrá þá máttu segja nei. En núna í... Já, svarið í spurningin þjóðaratkvæðagreiðslunni er það hvort að við eigum að sækja eða halda aðildar. Þú ætlar að segja nei þá? Já, ef ég ekki áhuga að ganga eitthvað félag, þá fer ekki að senda umsókn. Það er engin sem að segir að ég vil að verði sótt en á endanum ætla ég að segja nei. Það er ekki afstaða sem að hægt er að hafa. Þannig að þeir sem að vilja ekki gangi í Evrópusambandi, þeir munu bara segja nei í haust. Já, það hlýtur að vera. Það hlýtur að vera rökfræðilega rétt niðurstaða ef þú ert ekki hlynntur aðild
að þá ferði ekki að segja, jú, heyrðu, ég vil áhuga að sækjum aðild í félagi sem ég hef ekki áhuga að vera í. Þetta er svona grákomartspæling ykkur kannski, ég veit ekki alveg. En þið nefndu samt í því sem stjórnarflokkur að samþykja það að fara í atkvæðagreiðsluna þó þið séu á mótinni. Eða móti þess að því að verði sótt. Já, mér finnst bara eðlilegt að þjóðin fá að segja sína skoðanum þetta mál. Við erum bara að deila þetta 30 ár eins og formaðurinn skrifaði í grein sinni. Og þá leysum þetta spurningu og þá getum við haldið áfram með annað. Og ef meirihlutin vill sækjum, þá kynkið því bara eins og við erum kosin á þjóðin og meirihlutin ræður á Íslandi. Það ég meina, við erum eitt ríkasta samfélag Evrópu hérna. Og Noregur, Sviss, Ísland, við erum ekki í Evrópusambandinu. Herðu, ég ætla að fara að vera allra ríkasta samfélag. Ég ætla að fara að sleppa þér, en ég verða eiginlega að spyrja af hverju mælist fylgi Flokks fólksins svona lítið? Þetta er góð spurning. Ég held að það verður bara að koma í ljós. Ég bara átta mikið alveg að við náðum mörgum okkar málum í gegn. Þú verður að passa, þú getur farið að hljóma eins og VG á síðasta kjörtímabili. Þeir sögðu það líka. Við erum búin að vera svo duglegir, við erum með bestu ráðherrana, við erum náð okkar málum fram. Þeir sögðu þetta allt saman. Já, það getur vel verið. Ég átta mikið á þessa spurning. Ég pæli ekki svo mikið í skoðanakönnunum. Við erum með 10 þingmenn, fengum frábæra kosningu síðast og vorum kosin á málefnunum klárlega og við erum bara að vinna málefnunum. Stjórnarsamstarfið gengur mjög vel. Og ég held að þetta sé tímamóta ríkisstjórn á mörgu leyti. Kosningin 2024 ég líkti henni við það þegar kosningun í borgin 30 árum fyrr, 1994. Núna eru valdaflokkar samfélagsins ekki við völd og það er gríðarleg breyting. Það er svolítið munur á því þegar meirihluti Sjálfstæðismanna féll 94 eða þegar féll 78 að þá komust vinstriflokkarnir að og það endaði ekki vel. Já, var ekki 78 kosningin í borginni svipað á 2009-2013 í landsmálunum. Það er búið að fara í gegnum þá sögu, þannig að nú erum við komin að söguleg samanburður á tvennum. 78 var náttúrulega merkilegt ár. Það var kosið líka til þings, það var mikið af verkvöllum, það var mikil svona pólitísk dygla, miklu meira heldur en 94. 78. Að sömuleyti var meirihluti sem að koma á þing þá og síðan í borginni. Niðurstöðurnar þar voru mjög óvæntar. Já. Og þeir réðu embættismann sem borgarstjóra og sko í borginni en svo var líka með vinstristjórn 1978 það sem að fór allt í hund og kött. Já. Þannig að það var ekki að ganga. Ég er að segja að því þú ert að segja að þetta væri líkt á 94. Ég var eiginlega bjóður upp á 78 það sem að þetta var breyting frá því sem áður var en skilaði kannski ekki miklu árangri. Ég kem með samlingum á móti í landsmálunum 2009 en ég tel að sko flokkur fólksins, þetta er 10 ára gammal flokkur og ég tel að árangur Ingu Sæland sem stjórnmálamanns sé alveg einstakur og sýnir það að við búum í lýðræðisríki að geta stofnað kona með hennar bakgrunn, stofnað stjórnmálflokk sem nær svona langt. Það er stórkostlegur árangur. Getur flokkurinn lifað hana af? Já, ég tel það. Við erum með... Og þá er ég ekki að meina að hún sé að falla frá, heldur bara að hún sé bara lítið svo á að hún sé búin að gera nóg og þessi komið tími fyrir aðra að taka við. Ég tel að málefnin, kjarni, fæðingavottur flokksins er mjög sterkt. Það er bara það gett fátækt í samfélaginu, bara það fyrir réttindi aldraða öryrkja og svo er líka bara það fyrir sjávarbyggðir og minni sjávarpláss í landinu. Þetta er mjög sterk rödd sem þarf að heyrast í íslensku samfélagi og ég tel að árangur staðfesti það. Við náum vel til ákveðna hópa sem ekki hafa haft rödd á Alþingi Íslendinga og það er einstakur árangur. Ég tel líka að flokkur eins og Inga Sæland með og flokkur fólksins við séum að ná til fólks með öðrum miðlum en í gegnum Morgunblaðið, við vorum áður með flokksblöðin og þessar stóru fjölmiðla RÚV og svoleiðis, að það er algjör bylting. Og hvernig náðu þið til fólks? Við hefum gegnum samfélagsmiðla. Ég var í gær í viðtali á RÚV í stúdíói, þetta er 3. sinn á ævinni sem ég fer í stúdíó RÚV, þess að í myndver RÚV. Og fyrst 13 mínútur? Fekk 13 mínútur, ég var hjá Agli Helgasyni í febrúar 23 og svo var í janúar í Silfri Egils, þetta Silfri þá, í janúar í fyrra, í annarsinn æfinni,
sem ráðherra og svo núna í 3. sinn. Ég var undirbúið fyrir sko að mæta í janúar og næsta ári, það var aðeins þá annað hvert ár sko. En það var þetta segja það að RÚV einhvern veginn telji Flokk fólksins ekki vera nógu fínan fyrir sig og þið séu síður köllu til skrafs og ráðagerða heldur en aðrir? Ég er ekki að segja, ég er bara að segja hvað mín persónulega reynsla er. Ég er ekki svo góður álíktaði við svona... Ég er bara að segja hvað mín reynsla er. Ég held að við höfum ekki verið eins áberandi í þessum spjallþáttum og ég held að orðræðan okkur síðan svo hann er. Og þið verðið að byggja upp eitthvað beinu samskipti við kjósendur í gegnum samfélagsmiðla vegna þess að ykkur býðst ekki, kannski sama mælu og öðru flokkum, að gera það í gegnum svona stóru fjölmiðlana. Við erum að gera það sem við erum að gera og það er sama flokkar út í heimi það er að gera líka. Við erum bara svo heppin að lifa á þessum tíma þar sem samfélagsmiðlar eru öflugir og svo líka bara boðskapur okkar nær klárlega í gegn í kringu kosningar. Þannig fyrir samfélagsmiðlana að þá hefði Inga Sæland aldrei náði í gegn? Já, við hefum ekki náði í gegn að vera flokksblöðin. Það er bara allt aðri tímar og þetta bara fjórflokkakerfið er búið. Það er blessunarlega að segja. Ég get bara að tala um fyrir mér, ég var að fara mjög stressaður í resunafinni. Svo kemur til þín. Er þið gaman að fá þig, Inga? Já, takk fyrir. Alltaf gaman að tala við þig. Og gangi bara vel með, og til hamingju með að hafa náð þessum stóru málum í gegnum þingið. Já, takk fyrir það og þetta er spennandi tíma framöndan í þessum málflokki. Já, takk fyrir. En við ætlum alltaf áfram hérna við Rauðaborð, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Björn Þorláks ætlar að fara að skoða samfélagsmiðla hér eftir augnablik. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Heimurinn klórar sér í kollinum sem aldrei fyrr vegna hraðra tæknibreytinga. Þær hafa í raun gjörbreytt menningu okkar og ekki síst hjá ungu fólki og áhyggjur okkar beinast svolítið að unga fólkinu umfram okkur sjálf. Við veitum svo sem ekkert við hvað er að eiga. Ég er að tala um samfélagsmiðla, símana, þetta síáriti og það allt saman. Það bárust fregnir af því í gær að forsætisráðherra Bretlands, Starmer, hann hefur nú tilkynnt að börnum yngri en 16 ára verði bannað að nota samfélagsmiðla. Hér á landi er umræða símabönn í skólum og hvort slík boð og bönn eigi að koma ofanfrá eða neðan, ef svo mætti spyrja. Það eru margt að hugsa og ræða og það er komin hingað félagsfræðingur Viðar Halldórsson til að ræða málin. Vertu velkomin, Viðar. Takk. Þetta er svona eitt af þínum sérsviðum, eða ekki? Jú, ég verið að fjalla þessa innrás tækninar og samskiptatækni inn í samfélagið sem eru náttúrulega bara gríðarlegar samfélagsbreytingar sem eru í gangi og við erum að upplifa. Þetta er umbylting á sem sé samfélaginu og samskiptaháttum og það er svona misskilningur nefnilega að við höldum ofta að tækni nýjungar það er svona viðbót við það sem var en allir helstu fjölmiðlarinnar og tæknirinnar í gegnum tíðina að segja sko að þetta er misskilningur vegna þess að tæknin umbreytir. Þannig að samfélagsmiðlar eins og við ætlum að ræða hérna eru ekki bara viðbót meiri samskipti, heldur umbreytaðir samskiptaháttum yfir höfuð. Og mér hefur fundist þetta að vera knýjandi viðfangsefni frá félagsfræðinni og hefur verið að skrifa bók sem að sjá samfélagið sem er komið inn á þetta og var að skrifa nýja bók sem kemur út í haust sem heitir How Digital Screen Use Alienates Human Societies. Þannig ég er svolítið að fjallum bara þessi áhrif almennt tækni miðlana samskiptatækni miðlana fyrir samfélagið í þessu starra samhengi. Fyrringin. Fyrringin sem að fylgir þessu og það er svona efni nýju bókarinnar minna.
Já, spennandi titill. Fjöllum hana síðar. Já, mikilvægt að gefa þessu gaum. Sko, ég á vin í Ástralíu, hann Íslendingur. Hann sagði mig fyrir 2-3 árum hluti sem að ég bara og þá var hann að lýsa því hvernig Ástralir væru hvaða tökum þeir var að tækla þessa tækni. Þeir voru allt öðrum staðum við. Og ef ég man rétt þá voru Ástralir fyrstir til þess að setja á samfélagsmiðla bara bann yngri en 16 ára. En þeir eru svolítið langt í burtu og maður svona, já, kannski er þeirra menning bara allt öðru sig. En nú þegar Bretar gætu stíði þetta skrefi við svo mikið hvort löggjöf verður samþykkt ekki, en forsætisráðherra þeirra er farin að tala með þessum hætti, þá þeir eru náttúrulega nágrannar okkur Íslendinga, þá einhvern veginn svona dettur manni í huga þessar áhyggjur sem maður hefur lengi haft að það sé að vera til meira lögmæti í kringum þær og það kannski auðveldar mörgum foreldrum að átta sig á því hvaða augum sé rétt að líta þessa tækni og hvaða siði við ættum að viðhafa. Já, það er alveg rétt. Sko, við lítum ofta á tækni nýjungar bara sem eðlilega framfarir og við viljum tilheyra framtíðinni frekar en fortíðinni. Já. Og við erum kannski ekkit endilega mjög gagnrýnin á alls konar svona nýjar tæknilausnir. Nei. Það er ýmis litteratúr í fræðunum sem talar það að svona hugmyndir okkar framfarir er ekkert endilega alltaf á rökum reistar. Og það er ný bók sem ég var nýlega að lesa eftir Samuel MacDonald sem heitir Progress, Humanity's Worst Idea, sem fjallar svolítið þetta, það sem að, þú veist, þeir sem að stýra umræðunni, hvað eru framfarir? Já. Þeir hafa gríðarlegt vald. Já. Og þetta vald er vand með farið. Já. En við höfum verið svolítið sofandi að feiga rósi, við höfum haldið að þetta væri allt gott og gilt og bara treyst því að þessar tækninýjungar séu framfæri og séu okkur til góða. Já, maður hefur verið feiminn að svona upphátt tala áhyggjur. Já, við sem ykkur gamlir afturhaldseggir, skilurðu. Já. En ég er búinn að vera út all land síðustu kannski 3 ár með fyrirlestra þessi mál. Já. Fyrir allt frá grunnskólabörnum upp í eldri borgara. Já. Og ég finn það sérstaklega núna síðustu mánuðum, að fólk er farið að átta sig. Já. Fólk er farið að átta sig að þessi þróun er ekkit endilega góð og æskileg. Nei. Og við þurfum kannski að fara að bregðast við með einhverjum hætti. Já. Vegna þess að þetta er kannski einhver tilraun sem að gekk ekki upp og við vorum kannski og væru kær með þetta og sérstaklega kemur að börnum okkar og börnum unglingum sem að við berum ábyrgð á allt það. Og við tala núna Ástralíu settu þetta bann bara formlegt bann í desember. Bretar að tala þetta er í umræðunni í allstaðar. Þetta er í umræðunni í öllum helstu Evrópulöndum og mjög víða er þessi umræði til staðar að þurfi að taka þetta fastari tökum, setja á fastari löggjöf eða reglur eða skilaboð eða hvað þetta er. Þannig að heimurinn hér er núna svona stígu upp og vakna og fara svona bregðast við þessari þróun. Já. Áður en ég ætla aðeins að ræða við þig bara persónulegt ferðalag mitt í þessum efnum. Því að ég held að það geti hjálpað okkur að skilja heiminn, að við segjum bara hvort öðru sögur af okkur sem einstaklingum. En ég ætla bara svona rétt að rifja það upp að Starmer segir að samfélagsmiðlar geri börn óhamingjusöm, auðveldi eineltisfólki að níðast á börnum, samfélagsmiðlar séu hannar til að vera ávana bindandi. Þetta er kunnulegt. Það eru margir kostir við samfélagsmiðla. Einn er sá að mamma mín sem er að verða níræð, hún er á elliheimili norður í landi, hún fær myndir og upplýsingar í gegnum Facebook sem bara daglega sem myndi aldrei fá. Og við getum alveg haldið, við getum haft annan þátt kosti samfélagsmiðla. En núna, hér og nú og í dag ætlum við að einbeita okkur að göllum samfélagsmiðla. Og bara svona ef þú af því þú ert sérfræðingur í þessu, ertu sammála Starmer að þetta sé það sem er verst við félagsmiðlana að það sé hætt á að börnin með þessum sjálfsmyndar ótta verði óhamingjusöm, þetta sé ávanabindandi og þetta auðveldi eineltisfólki að níðast á börnum?
Já, ég tek undir þetta og ég alveg sammálaður, sko, það rosalega margt, mikil tækifæri í samfélagsmiðlum. Það rosalega margt jákvætt sem þeir gætu hugsanlega gert. Og talandi félagslega einangrun eða fá hugmyndir og allt það. Ég er með 11 ára strák, svona minningsti. Og hann hefur verið svona bara á þessum netmiðlum eins og vinir hans, sko. Og hann tala bara reiprennandi ensku og hann er með fullt af hugmyndum og alls konar hlutum sem að ég veit ekki og alls konar færni og alls konar hlutum sem eru reynveru stórkostlegir, sko, skilur við. Stór hluti gagnlegra menntunar sem hefur orðið. Já, klárlega og þannig að þú veist, það er mjög margt mikil tækifæri sem felast í þessu. En ég er alveg sammála og ýmsar rannsóknir benda til þess og þegar maður talar við fólk að það er þetta, það er bara alls konar svona vandamál sem tengjast þessu og það sem að mér finnst kannski vera líka, það er þetta við erum mótið þrælar símtækjan okkar við getum ekki án þeirra verið þannig að það skerðir, þetta eykur ekki frels okkar, það skerðir frels okkar á móti og það sem mér finnst kannski vera helsti vandinn er kannski ekki miðlarnir sjálfir þó að þeir séu mjög takmarkaðir og ég er alveg gagnrýninn á þá sem slíka. Já, helsti vandi er það hvernig þessi fyrirtæki hafa misnotað á. Og þá erum við að tala um þessi samfélagsmiðla fyrirtæki sem hafa misnotað þessa miðla með því að gera þá markvisst ávanabindandi fyrir notendur, líkt og hönnuðir spilavíta ítundir spilafíkn. Þetta er bara sömu lögmálin, vegna þess að hinum megin við skjáin eru tugir eða hundruðir þúsundir sérfræðinga sem hafa það í hlutverk að brjóta niður varnir okkar að gera okkur háð þessum tækjum. Búa til spennu og svalenni. Já, og vegna þess að þannig græða þessi fyrirtæki peninga með því að við erum á þessum miðlum. En þau græða enga peninga ef við erum ekki á þessum miðlum. Og þarna liggur vandamáli og vandinn liggur sem sé í því og það við þurfum að vernda kannski börn að því við ætlum að tala sérstaklega um þau. Við þessum siðlausu gróðamaskinum. Þetta eru siðlausar gróðamaskínur. Þessi fyrirtæki hafa margoft fengið ávítur og gagnrýni fyrir þetta en hafa ekki brugðist við með samfærandi hætti vegna þess að gengur gegn viðskiptamódelunum þeirra. Sko. Og þarna, fyrir mér, þá er þetta stóra vandamálið, skilur, að þeir hafa verið misnotaðir og þess vegna þurfum við kannski að vernda börn og ungmenni sérstaklega fyrir áhrifum þeirra, ekki fullorðna fólkinu, vegna þess að það er verið að svona, sækja í þetta unga fólk og í gróðaskyni fyrir einkafyrirtæki út í heimi. Sko. Já, og sko sjálfsmynd ungmenna, ég ætla bara að halda því fram af því ég þekki svolítið til þessara mála að sum ungmenni á Íslandi þau hafi bara 90% af eigin sjálfsmynd af samfélagsmiðlum og af internetinu og hvað segir það okkur foreldrum sem höfum sko ekki haft þrótt til þess að sýna þessu andstöðu ég get bara tala fyrir sjálfa mig að ég síðustu börnin mín ég er komin vel til ára þegar ég eignast þau og ég vil passa mig á því að vera ekki hallærislegi pappinn að vera ekki gamli pappinn sem bannar alltaf meðan hinni papparnir leifa skilur þeir sem eru yngri og ég held að sko ég hafi aldrei vitað hvað ég var að gera þegar ég leyfði einhverju að eiga sér stað hjá yngstu börnunum mínum. Mér fannst ég ekki fá neina hjálp við að taka ákvörðun. Man grunaði að þetta væri ekki nógu gott en maður hefur beðið svolítið eftir þessum tíma sem að mér heyrist þú vera að lýsa bara núna á síðustu mánuðum. Þá sé svona þá höfum við vald elst ef ég get sagt sem svo nægilega til þess að við höfum komist að þeirri niðurstöðu við foreldrar nei, þetta er allt og mikið þetta gengur ekki þessari mynd skilur mig Já. Sjálfsmyndin, ég veit ekki með þess að 90% en sko klárlega hefur þetta mikil áhrif á sjálfsmynd og þarna koma aðrar fyrirmyndir og geta á örugglega vissan hátt verið jákvæðar en kannski ekki endilega og við sjáum það líka að
núna með bara í Photoshop og gervigreindinni og avatars og líta aðgerðum fyrir fjölgandi sko. Við erum komið með svona einhverjar rosalega skrýtnar hugmyndir sjálfsmynd og í gegnum miðlana sem svo takmarkað þá skiptir þetta útlit okkar, það skiptir öllu máli, skilur við meira en kannski þegar við hittum fólk, þá notum við sko önnur atriði og aðra færni til sem að endurspegla sjálfsmynd okkar. Á þessum miðlum þá útlitið númer 1, 2 og 3, þannig að þetta verður svona gríðarlega útlitsstyrkun, hún verður stereotypísk og allt þetta sem er bara mjög hættulegt, þannig að við erum alls konar og fegurðin við mannkynið við erum alls konar, en þannig verið að setja okkur, við höldum öll að við séum einstökun, verðum öll eins í gegnum þessa þróun, þannig að það er rosalega hættulegt, en eins og þú segir með sko eldra fólk, ég eldra fólk líka með 11 ára og þú veist, og maður finnur það alveg, maður er svona þú veist, og það er erfitt eins og þú segir þegar að foreldrar hafa engar bjargir, skilur við. Annað dæmi, kannski, ég syns ekki það, sem er svona bara hliðstætt og ég bara er að upplifa núna, það er svona með pressu og væntingar barna og stemninguna í kringum þau. Í kringum strákinn minn sem er 11 ára, þá eru allir vinirnar sko rafhlaupahjól. Já. Og það er ólöglegt, sko. Þeir með ekki fara því fyrir 12 ára eða eitthvað, sko. Og skólinn er búin að segja, krakkarnir með ekki koma á sig skólan og allt þetta. Þannig að þetta er ólöglegt. Það eru allir vinirnir komnir á þetta. Og þetta er bara eitthvað sem breiðist út. Og við höfum verið, foreldrarnir, bara nei, þú veist, þú ferð ekki á þetta og allt þetta vegna þess að þetta er ólöglegt og þetta er hættulegt og bla bla bla, sko. En það er rosalega erfitt fyrir okkur, skilur við, gömlu foreldrarna að vera að standa í þeim sporum að vera gömlu leiðilegu foreldrarnir. Og ég er komin á það skoðan bara, þú veist, við getum ekki látið það bitna á félagslegri heilsu barnsins okkar að vera þessi eini sem kemst ekki með þegar allir ætla þarna að fara í sundi að gera þetta og allt það, sko. Og það er þessi pressa sem við höfum verið undir við foreldrarnir, að börnin okkar verða að fá síma, þau verða að fá aðgang á þessu, við viljum ekki að þau verði út undan og þess vegna höfum við látið eftir og þess vegna verður þetta svona bylgja sem fer af stað og við getum ekki stoppað og höfum ekki bjarg til. Og þess vegna er mikilvægt að við séum að átta okkur, eins og þú segir, að við séum að fá meira rétt mæti fyrir því, heyrðu, nei, þetta gengur ekki upp og við gerum það í gegnum samtakamáttin, sko. Við gerum það með því að ræða hlutina, með því átt okkur á þeim og að fleiri en færri fari að taka það til sín að þetta er ekki endilega æskild þróun, sko. Skrifa nýjan konsensus gagnvart þessari tækni. Já, breyta kannski normunum, hafa áhrif á normin og gildin í kringum, hvað er eðlilegt hvað er ekki eðlilegt og ég er að tala að við séum þrælar snjalltækjan okkar, það ekki bara við börnin okkar og fullorðna fólki líka. Og mér finnst það bara rosalega óeðlilegt fyrir manneskjur af hold og blóði sem eru miklar félagsverur og þrífast í mannlegum samskiptum, þá helst face to face í gegnum félagslega töfra við aðra, að við séum þrælar tækja og tóla. Við keyptum okkur nýjan bíl fyrir skömmu og þegar ég fer út úr bílnum og ég sko fyrir nokkrum árum og tók ég ákvörðun að ég ætla að hætta að vera þræll símtækisins sem ég var orðinn. Þannig ég henti öllum samskiptamiðlum út af símanum mínum, henti öllu afþreyingar, Netflix og henti þessu öllu út, tók allar tilkynningar úr símanum mínum og nota hann bara sem síma og eitthvað til að, þú veist, borga leggja og eitthvað, skilur eitthvað svona, sko. Og þannig ég byrjar að skilja síma minn eftir. Bara þeir eru fyrir ræktina, þeir eru út að labba og alls konar hluti. Bara þeir kemur hingað inn og allt þetta. Og svo keypti ég mér nýjan bíl og þegar ég er að fara út úr bílnum mínum, þá segir bíllinn við mig, sko. Your mobile phone is still in the vehicle. Og ég bara hvað kemur það þér við? Skiptir ekki að því, skilur. En við erum í samfélagi sem er alltaf að ýta okkur í þessar áttir, sko. Ég er með plastkortið, vísakortið. Og bara núna helgina var ég að borga með í bakari og einn félagi minn, kunningi minn sem ég hitti bara, er þetta ennþá með plastið? Sagði hann, sko, þú veit. Já, ég er ekki með þetta í símanum, ég veit ekki vera þræll símanspís. Og það er svolítið þetta að við erum einhvern veginn komin í einhverja vegferð að vera þrælar þessara tækja. Við erum ofurseld þessum tækjum að því við gera lífið þægilega. En vandinn er þessi og það sem ég svona beini sjónum að
við höfum verið plötuð inn á þetta fyrirtæki sem græða á því að við erum alltaf með síman okkar þar og stærstu og verðmætustu fyrirtæki heims 2026, 8 verðmætustu fyrirtækjum heims eru í þessum geira. Skilur við? Það ekki smá peningar. Ekki smá peningar. Og þarna verið að íta okkur í þessar áttur og við höfum ferið hugsunlaust þangað. Þess vegna svona segi ég sko að við þurfum svolítið að líta upp úr tækjunum og tólum okkar, sjá hvað heimurinn stórkostlegur og yndislegur þegar maður sér hann og við höfum svolítið gleymt í og þetta var í svolítið að fjallum í bókinni Sjá samfélagið sem að fjallar einmitt þetta að við megum ekki vera þrælar þessara tækja að mínum mati vegna það ekki hendilega holdt og heilbrigt fyrir okkar sálarlíf né þá sem við erum kringum okkur og við tökum bara dæmi sko, við erum maður kannski að hitta fólk og við sitjum saman svo allt í einu færu tilkynningu í símaðinn og hefur bara dýt hvað gerur? Þú lítur á hann þú tekur hann upp og fer að svara þáttur ég sé að tala við þig skilur við þannig að sko það þetta sem ég hef líka svona að vera að benda á kringum þessi tæki hvað þau eru óheilbrigð fyrir mannleg samskipti. Endalaust rof á einbeitingu þetta ókurteisi sem fylgir notkun þeirra það bara við getum talið upp sko klukkutími saman alla gallana sem að hafa orðið til í þessari menningu þótt að séu líka ýmsir kostir. Já og líka það, ég bæta við einu kannski líka að sko samskipti í gegnum skjái eru miklu takmarkaðri og verri en samskipti augliti til auglitis. Vegna því gegnum skjáina þá tapast meiri hluti samskiptana út. Samskipti byggjast ekki bara því sem við segjum með orðum. Nei. Þau byggjast á svipbrigðum og nánd og hvernig við notum þagnir og augnsambandi og snertingu og lykt og alls konar hlutum. 90% af samskiptunum eða eitthvað tapast í gegnum skjái. Það sem við notum svo fá skilningarvit, öll skilningarvitin okkar sem við notum til að eiga í samskiptum, eru svo mikilvægt til að samskipti séu svona rits, séu rík og efnismikil, en þau fara niður í bara einhverja smámuni þegar við gegnum tólutæki og þess vegna eru samskipti gegnum tólutæki oft svona verri, harðskeyttari, ómanneskjulegri heldur en þegar við hittum fólk sko. Þannig að það líka það að samskiptin verða takmarkar og verri og ef við taka yfir hinn samskiptin þá verður lífi verra vegna sem við höldum að fólk sé vont og það allir einhvern veginn bara leiðilegir og allt þetta sko. Nú ætla ég að gera smá játningu. Ég fekk tilkynningu frá símanum mínum síðast í gær þessum og hann sagði mér að ég væri að jafnaði að nota hann 6 klukkustundir og 42 mínútur á hverjum sólarhring. Síðustu 7 daga hef ég, það ekkert mikill munur á laugardögum og sunnudögum og virkundögum. Þetta eru hátt í 7 klukkustundir. Og ég veit ekki alveg hvað stór hluti af þessu vinnan, en hann nokkuð stór, vinnuhlutin. Og sko, í gamla daga þá sló ég inn fréttateksta á ritvél. Já. Ég man eftir því og þetta tæki í þessu litla tæki ritvél og það ósköp þægilegt að þurfi ekki alltaf að vera bara með ritvél í bakboka og labba á milli og svona þannig að sko þetta ekki allt rugl og drasl sko þessi tími, maður bara ég vinn við það að skrifa, ég nota fingurna og ég vinn við það að leita upplýsingar hjá öðru fólki, ég alltaf að reyna að fá fólki í viðtal eins og ég hafði samband við þig í gær og bað þig að koma í dag og ég þarf að vera allan sólarhringinn að fylla rauðaborðið eins og kollega mínir af fólki. Skanna hvað að gerast. Já, en þetta komið út úr öllu hófi. Það bæði dagur og nótt og það semst engin munur á rauðum degi eða svörtum helgum degi eða ekki. Og það sem verra að atvinnurekendur eru svolítið farnir að sko ganga út frá því á einkamarkaði þar sem ég hef starfað að fara stökkura í þessa hringekju sko. En það einmitt ekki fyrir en að manni ofbýður sjálfum og maður finnur að maður sjálfur orðin af því að orðið alienation kemur fyrir í bókinni þinni sem kemur út í haust. Ég hef séð heimkomu fjölskyldu meðlims með augum þess sem kemur inn dyrnar hjá okkur og við erum kannski 3 í stofunni og við erum öll hvert með sinn síma og það kemur einhver inn, býður góðan dag, það tekur enginn eftir því að það komin fjölskyldumeðlimur inn í stofuna og býður góðan dag
og við höldum bara hérna áfram og ef þetta ekki alienation, ef þetta ekki sko bara einhver meiri háttar aftenging og svo mikið rof á venjulegum samskiptum, þá bara veit ég ekki hvað. Þannig að sko, það var kannski bara það sem þurfti að við fullorðin, við finnum hjá sjálfum okkur hvað þetta að gera okkur mikinn skaða og hvað þetta spyr stóra spurninga og þá fáum við kraft til þess að segja eins og Starmer, heyrðu við erum að fara að banna þetta og börnin okkar eru í mikil hættu og svona. Gengur þetta þannig fyrir sig? Já, ég held það sko, ég held að við þurftum átt okkur einhvern veginn, bæði þetta og svo svona rannsóknir sem hafa sýnt þetta og allt þetta, svona neikvæðar afleiðingar og allt þetta. Við finnum þetta í skinni, við finnum að það vantar eitthvað, skilur við það, vantar eitthvað og við erum svolítið bara, svolítið, þú veist, bara einn sko, þannig við erum alltaf að reyna að sækja eitthvað athygli í gegnum samfélagsmiðla til að vinna upp. Já. Þú veist það sem vantar og ég kalla sko í bókinni helling eftir 2 klukkstunda pásu ég kalla hérna þessa miðla, ég kalla það screen machines, skilur við og þetta verður líka scream machines sko. Við erum öll að öskra á athygli, bara sjáuði mig, ég hérna sko, vegna þess að það sér okkur enginn, skilur við, dagstæli þess vegna erum við að posta einhverju myndum á okkur og kalla á athygli gegnum þessa miðla vegna þess að við fáum ekki athyglina í bara þessu líkamlega nærumhverfi okkar sko. En eru skoðanir þínar í þessari veru, eru þar byggðar á rannsóknum? Já, það er byggðar á rannsóknum og bara kenningum hvernig samfélagi virkar, skilurðu, byggðar á rannsóknum hvernig þrífumst við, skilurðu, hvað þurfum við til að finna til okkar, fyrir að tilheyra, áhrif miðla á samskipt okkar og allt það. Rannsóknir sýna það að við verjum minni tíma með öðrum, bara núna síðustu 30 árin, við verjum alltaf minni tíma með öðru fólki, face to face. Sjáum það, nýja rannsóknir sýna það að við notum færri orð, skilur við, í talmáli. Og það eru 330 orð sem við notum færri á dag, skilurðu, og þetta er svona þróun á síðustu ára, alltaf færri og færri orð og þú þurfum við að hafa áhyggjur af lestri barna og lesskilningi, en við notum miklu færri orð, sko það eru margar birtingamyndir á þessu, skilurðu, þannig að og einhverjum stelpum, þeim líður verð, það var bara rap í líðan þeirra þegar samfélagsmiðlar urðu almennir. Já. Þannig sko það eru endalausar rannsóknir sem bendir þið. Það sem ég er að gera í mínum fræðum, sko. Ég er svolítið að reyna svo skóginn fyrir trjánum. Ég nota rannsóknir, ég nota kenningar, ekki bara úr félagsfræði, heldur úr bara sálfræði og ég nota heimsbyggilegar kenningar, ég nota niðurstöður rannsókna í taugavísindum áhrif og allt þetta. Þannig ég tek svona alls konar þverfaglegar svona nálgun út frá félagsfræðilegu sjónarmiði, svona fræðilegu sjónarmiði og nota rannsóknir og víðan völl til að svona draga saman stórmyndina, að sjá skóginn fyrir trjánum, hvaða áhrif hefur þetta í heild sinni á samfélagi sem fyrirbæri, þróun þess og allt það, vegna þess að sko þetta verða svona, það er oft erfitt átt að sjá þessu, vegna þess að áhrifin af svona notkun eru uppsöfnuð. Þetta er það sem að hagfræðingar tala svona tyranny of small decisions, skilur við. Við erum að taka alls konar svona litlar ákvarðanir sem virka bara þægilegar og virka rökréttar og bara góðar fyrir okkur, en þegar það safnast saman, þá verða ykkur meiru sem fyrir að hafa neikvæð áhrif á okkur og áhrif á fólki í kringum okkur, sko. Harðstjórn, ótal lítill ákvarðana. Já, nákvæmlega, þú veist, það meikar alveg sens, jú, miklu betra að senda bara skilaboð, að minna vesen en að hringi ykkur, skilur við, og þá, þú veist, vera heima og vera í tímanum heima í staðan fyrir að mæta í skólan, það er miklu auðveldara, skilur við. En leiðum að gera þessu hluti, margir fara að gera á hluti, þá kvarnast upp úr samfélaginu sem fyrirbæri og það veitir í minni næringu, minni stuðning og allt þetta, sko. Þannig að, sko, ég er að draga þetta fram í sjónarhorni, við erum erfitt með að átta okkur á þessu sjálf, vegna þess að það er bara þægilegt að gera þetta, skilur, og þarna fæ ég fréttir og við réttlætum það. En þegar við tekum þetta í þetta stóra samhengi, þá bara, já, ok, þetta eru afleiðingar af öllum þessum litlu athöfnum sem við sinnum á hverjum degi, öðruvís en við gerðum,
Þá kemur firringin í ljós og þá kom alls konar svona félagslega vandamál sem að rísa upp og verða svona, þú veist, stærri og hafa meiri áhrif, sko. Hér var sérfræðingurinn daginn sem sagði mér að taugafrumur okkar hafa breyst með þessari tækni. Þær hafa tekið breytingum. Við erum með öðruvísi taugakerfi, öðruvísi taugafrumur. Af því að við erum alltaf að bregðast við þessu síðáriti. Við erum bara orðin taugaveiklaðri, við erum kvumpnari, við sitjum ekki eins vel í sjálfum okkur. Og við erum alltaf á þeytingi og mér langar að segja þér eitt sko að hérna, það kemur fyrir að ég losa mig við síman ég treysti mig kannski til þess í svona 3-4 klukkutíma. Og þegar ég kem tilbaka og tek síman upp, þá býður mín hali, segjum að ég ætla að taka símapásu frá 9-12 að kveldi og svo ætla ég að fara að sofa klukkan 12 og ég kem úr einhverju náttúrugöngu eða eitthvað sluðis, ég bara labbaði á Esjuna eða eitthvað. Símalaus, þegar ég kem tilbaka þá hali upp á 1,5 jafnvel til 2 klukkustundir sem ég þarf að vinna bara skilabóðin sem ég þarf að svara og ef ég geri það ekki þá hann bara enn lengri á morgun og það bara kvíði og stress þannig að maður bara ræðist á hann að hala tekur á sér kannski 1,5 klukkutíma í svefni af því að maður ráðast á hann við erum að venjast því að hvert og eitt okkar hefur rétt til þess að hafa aðgengi að öðrum bara nánast allan sólarhringinn og þetta alveg stór dularfullur heimur. Já, þetta lýsa sem þrældómi. Við erum einhvern veginn föst í einhverju kerfi skilurðu, sem að bara heldur okkur föstum og heldur okkur við efnið skilurðu, og það erfitt að brjóta sér hlekkina og sumir hafa líkt þessu við hérna ég held ekki að þetta kosta suma vinnuna að reyna það þetta líka svona hellirnas platós sko okkur við erum hlekkjuð og erum sendt einhverja myndir á hérna þessu höldum að sé raunveruleikinn og náum að brjóta okkur hlekkina til að líti hinn eftir að sjá bara hvað á bakvið þetta og sjá lífið og tilveruna og allt þetta en þetta svona dæmum þá og þetta kannski sko svona stóra myndin sko við erum þetta samfélagsleg þróun sem látin líti út fyrir að sé eitthvað rosalega framfarir en þeir ekki framfarir fyrir líðan og einstaklinga og upplifun og fullnægju einstaklinga á lífun og tilverunni og núna eru hérna taugavísindamenn, ég er búin að lesa margar greinar núna undanfarið það sem að senda svona ákall sko bara sérstaklega með tilkonu gervigreindarinnar sko bara heyrðu, við erum að passa okkur bara áhrifin sem þetta hefur á heilastarfsemi okkar skilur eins og þú sagði, breytir heilastarfsemi okkar og skerðir getu okkar og færni í hin og þessu og allt saman sko og gervigreindin er náttúrulega bara algjörlega nýr kapitel út af fyrir sig sem að þeir eru að benda á. Notar það hana mikið sjálfur? Nei, ég notar hana mjög lítið. Já, ég líka. Og vegna þess að ég einhvern veginn sko mér finnst sko og það er komin að þessu sko við erum í samfélagi svo fyrir aðeins út í það það svona snýst alltaf þetta er svona instrumental allt sko við erum alltaf að sækja eitthvað til að fá það en við erum ekkert endilega átt okkur á ferðalaginu að því nemendur sem kom í háskóla og ég finn það mjög sterkt það ég kennar í háskóla eru mjög margir að koma til að fá gráðu þeir ekki koma til að stækka og dafna og læra eitthvað og gera mistök og allt þetta skilur við erum að leita gráðinu en ekki endilega menntuninu já, við erum sem sé að fara alltaf eitthvað shortcuts í að ná einhverjum ávinningi sem ætlast til að ná í samfélaginu menntun er bara tafsamt vesen á leiðinu eða gráðinu já, bara þú veist, get ekki bara fengið gráðuna skilur og það er akkurat þetta og gervigreindin hún styttir allar leiðirnar að markmiðunum og ég hef bara því miður áhyggjur af því að við föllum í þá gryfju að fara styttri leiðinar freistni vandi við hættum að lesa bækur að við látum bara gervindina segja okkur bara þú veist hvað hún snýst og allt þetta og ég hef gríðarlega áhyggjur af þessu vegna þess að þá töpum við þessum mannlegu eiginleikum og styrkleikum sem við höfum við þurfum að æfa þá eins og taugavísindamennir segja use it or lose it sko. Við þurfum að æfa þetta og styrkja þetta af hverju erum við búin að kenna börnum algebru í skóla við nota hann aldrei, við erum að þjálfa þessa færnihugsun og rökhugsun skilurðu gervigreindin, hún tekur þetta allt frá okkur auðvitað er hægt að nýta hana á jákvæðan hátt en ég hef áhyggjur af því að
við höfum ekki þann aga eða gefum okkur ekki þann tíma til að fara þau hlutina og ég að passa upp á sjálfum, ég vill ekki missa þessa færni. Ég að skrifa texta og ég að skrifa ræður og ég að skrifa fyrirlestra og ég ger þetta allt og ég bara set vinnu í það. Það tekur meiri tíma og það verða kannski villur í því, skilurðu, en það er mannlegt komið frá mér og ég fæ bara ótrúlega mikið út úr þessu að vera að klöngra saman texta og svo bara yes, skilur, það er ákveðin fullnægi sem felst í því og að skrifa bækur, þetta er að erfiðasta sem ég gert og ég núna er búin að gera 2 bækur núna 3-4 árum og þetta er ótrúlega erfitt og flókið og maður fer í gegnum svona einhverja tilfinningar rússíbana, stundum finnst mann alveg agalega lélegt og þetta bara fer allt í tunnuna og bara ég var bara hætt að leggja árið bát. Svo heldur maður áfram, svo vinnur maður svona litla sigra og svo finnst manni stundum að bara vera leysa heimsins vandamál, skilur allt þetta. En það er ferðalagið sem er fullnægjan og upplifunin. Ekki að fá gráðuna eða bókin komið út. Það eru allir að vinna í litlu sigrunum, takast á við áskorunar, finna út úr þessu, hugsa þetta, átta sig á því og allt þetta sem að gefur þessu öllu gildi. Í gegnum gervigrindan sem getur bara gert þetta einfallega þá hefur þetta ekkert gildi. Skilur við. En nú ég að segja auðvitað hægt að nýta hana ýmislegt. Þú ert bara að lýsa þínu eigin sjónarhorni gagnvart gervigrindinni. Já, sem ég finnst gott og heiðalegt að það er. En sko, og kannski er ég bara og við einhverja risaðlur, skiluru og allt það. En ég ætla bara... Við getum allavega rökstutt af hverju við erum þessari. Já, og ég ætla kannski bara í stóra samhengi hlutana, þegar ég eldist, þá ætla ég bara að vera með cognitive skills, sko. Ég ætla bara að vera með eins sterka vitsmunafærni og félagsfærni og ég get, vegna þess að ég ætla að halda þessu við og reyna að vera í sem bestu standi sjálfur, hvort sem að samfélagi gerir kröfu það eða ekki, það er aukaatriði. Ég ætla að reyna að vera þessi maður sem ég vil vera og hafa þessa færni sem ég er búinn að reyna að þjálfa upp og vinna að í 55 ár, skilur sko. Alveg eins og að reyna að halda líkamlegu formi. Ég ætla að gera það sama með heilan minn, skilur, og félagsfærnina mína og þess vegna ætla ég að passa mig að reyna að þjálfa þetta og halda þessu við með þessum hætti. Þú ert að hugsa þetta mjög líkt mér sjálfum. Að ég þori ekki að fara á krafti yfir í gervigrindina vegna þess að ég er svo hræddur að missa sjálfan mig og missa það sem að mér þykir vænst í mínu eigin fari sem er einmitt glíman við að skapa og kryfja tíminn sem fer í það og svo þetta ferðalag sem úr að tala að fylgi því að skrifa bækurnar og svona. Þetta er það sem að mér finnst ég fá mest út úr lífinu. Það er þessi prósess. Ég skil ekki að fólk ótilneitt taki þetta úr eigin lífi og hendi þessu yfir í tæknina. Svo bara mennskan og ófullkomleikin sem mér þykir bara væntum, skilur þú veist. Það er akkurat þetta, sko. Já, og svo hef ég eins og þú hefur verið að lýsa miklar áhyggjur af því að ef ég leti gervigrindinni eftir þessi verkefni sem að hugur minn þarf að takast á við og þau atvinnutæki sem ég er með, hvort sem það er bara, þú veist, tölva eða hvað sem er fyrir fram mig, að ég miklar áhyggjur af því að það færi eins fyrir mér eins og hefur alltaf farið fyrir mér á líkamlega sviðinu. Ég hef keypt mörg árskort í ræktina. Ég notaði yfirleitt ekki nema 5 eða 6 sinnum. Ég fer stundum út að hlaupa og ég tek svona góða spretti en svo nenni ég ekki að hlaupa. Ég er of feitur, ég borða rosalega mikið af sykri og alls konar óhullust og allt það. Líkaminn er ekki glæsilegur vegna þess að ég sinni honum ekkert rosalega vel. Og ég held að færi eins fyrir heilanum að hann verði ekkert glæsilegur ef ég hætti að sinna honum. Ef ég ætla alltaf að fara bara ódýru leiðina þá hlýtur þessi vöðvi að rýrna meir og meir. Ég verð heimskari og heimskari og hvað er þá eftir af mér? Af hverju ætti ég að taka sensinn? Þetta eru mínar spurningar. En þá eru komin í samfélag núna sem að leggur upp og fullkomnum líkama, sko. Já. Og allt þetta eins og voru að tala um áðan. En ég veit ekki það, sko. Gervigrindin, sko, hún var notuð til að í yfirlestur á bókinni minni, skilurðu. Já. Það er flott verkefni fyrir hana, sko. En þú veist, þannig að hún er alveg klárlega og nýtileg í margt, skilurðu. Ég nota hana mjög lítið, en það var helst eitthvað svoleiðis.
og það bara mitt take á þetta, sko. Já, sko, ég var að velta það fyrir mér, ég að fara að taka á morgun stórt viðtal við utanríkisráðherra, Þorgeiri Katrínu, og mér finnst það, sko, það skiptir miklu máli að ég finni réttu spurningarnar. Og ég búin að liggja yfir í nokkra daga og ég búin að vera að auglýsa bara, þú veist, viljið þið koma, leggja púkið, spurningar og svona. Það sem ógnvænlegt að ég gæti spurt einnar spurningar og gervigreindin myndi henda til mín mögulega öllum erfiðust og bestu spurningunum. En þá það ekki ég sem að spyrja. Þetta ekki mín sýn á veröldina. Og ég fulltrúi almenning sem blaðamaður. Og ég þarf að vita einhverju leyti hvert ég að fara og hvers vegna. Og þetta skiptir líka bara mjög miklu máli. Það ekki? Jú, sjálfsögðu. Ég meina, það held ég. Sko, en þú veist, en svo það þetta. Rannsóknir skrifuðu bók Daniel Kahneman, Nóbelsson, hafi sálfræði fleiri sem heitir Noise. Og bara þetta, sko, við sem einstaklingar, við gerum færum alls konar rökvillur, sko, því við erum svo ófullkomin. Að við tökum miklu betri hugmyndir, fáum miklu betri hugmyndir og lausnir í hóp. Skilur við. Þannig að við hittum hópur, þá erum við betri eins og þú ert að kalla til ykkur að koma með spurningar. Það má alveg gefa gervigreindin það að hún þessi hópur, skilur við, sem að kemur þá með betri spurningar vegna þess að fleiri hafa lagt hönd á plógin, sko. Þannig að ég held að það sé raun og veru kannski styrkleikjennar, skilur við, og þess vegna nýtum við hana og þess vegna eru margir á að þetta séu gott að fá inputi frá henni og fólk að nota gervigreindina, ok, hvað á ég að gefa konu minni í afmæliskjöf, skilur hún, svona frættur. Mér finnst það ópersónult, ég vill ekki gera það, ég vill ekki aðrir sé ákveða það, en þú veist, ég held að þetta er alveg rétt á sér samt með sumt, skilur við, að þú getur alveg nýtt þetta vegna þess að við erum í mjög þröngt sjónarhorn og ákveðna þrönga lífsreynslu, skilur við, að fá sjónarhorn annara inn í þetta. Gervigreindin gefur það alveg svo hópurinn, en það má alveg gera það líka, gervigreindin, hvaðan koma upplýsingarinn í hana, sko, koma fyrst úr vestrænum samfélögum, skilurðu, þannig að það verður frekar þannig, alveg eins og bara þessi vestræna menning, skilurðu, þannig að sko, hún ekkit upphaf og endir alls. Samt ekki hlaðið í Asíu til dæmis, alveg rosalegu Já, en þú veist, efnið sem fer inn í hana, ég þekki það ekki alveg, en það öll efnið sem fer inn í hana og síður kannski á ákveðnum stöðum í heiminum, sko, skilurðu, þannig að ákveðnum menningarheimum, sko. Það sem ég var kannski aðeins meira að vísa til var að sko hinn persónulegi blær á viðtalinu, hann hverfur það. Og sko ef þið persónulega hverfur, ef við erum alltaf að leita því sem að við fáum þarna bara á nokkrum sekundum að handan, sko hvað verður okkar persónuleika líka? Ef að spurningin kemur, ef að viðfangsefnið kemur ekki frá þér og spurningin, og þú brennur ekki fyrir að vita þetta, hvernig þarf þá að fylgja spurningunni eftir eða setja þetta í víðara samhengi eða taka hana dýpra, skilur við, sko. Þú veist, að ef að gervigreindin kemur ykkur á spurningar, þú ert að spyrja ykkur sem annar vill á að spyrjir, þá ert ekki með það sem kallað skin in the game, skilur við, þú ert ekki með forsendur til að taka þetta lengra eða átta þig á agnúum öllu sem þú ert búin að pæli ef að spurningin ef þú ert búin að þróa hana kannski sjálfur eða með aðstoð ykkur annarra, skilur. Þetta alveg rosalega spennandi viðfangsefni. En aftur að krökkunum. Nú hef ég fylgst með mínum börnum og öðrum börnum bara verða til á öld samfélagsmiðlana. Og það eru einhverjir gallar sem að þau hafa tileinkað sér vegna þessara tækni. Þau hafa fengið einhverja kosti en ástæða þess að þjóðir eru að ræða bönn er náttúrulega það að við höfum komst að þeirri niðurstöðu að það séu fleiri gallar en kostir við óheft aðgengi að þessum samfélagsmiðlum. Og ég er að velta fyrir mér að því að við höfum bara séð kynslóð verða til bara að spretta beint upp úr þessari tækni, sko. Hvað verður þessa kynslóð? Er ein spurningin. Varð hún fyrir skaða? Er hann óafturkræfur? Að hverju þarf maður að huga? Og bara svona til vara, ert þú sammála Starmer og Áströlum að Íslendingar bara ættu að bætast í hóp þjóða og taka upp bann fyrir 16 ára og yngri?
Já, gott á lokur þessari spurningu. Fyrsta lagi með skaða, ég lesið svona í heilavísindum, heilin er rosalega adaptable, þú veist, hann aðlagar sig fljótt, Þannig að ég held að þessi krakkar minn alveg spjara sig vel, skilur, hafa færni á ákveðnum sviðum og minni færni kannski á öðrum sviðum, Félagslega erum við kannski búin að... Félagslega, já, geti bætt á því, en hafa færni á öðrum sviðum sem að kannski samfélagi kallar á færni á þeim sviðum, Ég ætla ekki að vera mjög pessimistiskur, samfélagi breytist, en hafa kannski aðeins minni félagsfærni og eitthvað slíkt í staðinn, Þannig ég held að bara vona að þau bara, þú veist, ég ætla ekki að vera svartsýtt fyrir þeirra hönd, ég held að þau bara leysi þetta og þau komi út úr þessu og standi á fótunum, varði bannið. Það er stóra spurningin og hún er ótrúlega áhugaverð og ég hugsa þetta svona í komingað, þessar miklu samfélagsbreytingar sem við talum, við erum einhvern veginn lent í miðri á, straumharðri á og við sjáum ekki til bakka, við vitum ekkert hvert við erum að fara og við erum að reyna að taka einhverja ákvarðanir í þessari straumhörðu á og það er rosalega erfitt vegna þess að við vitum ekki hvert við erum að fara og hvert leiðin liggur og hvernig framtíðin verður en við erum að reyna að halda okkur á floti og komast einhverja vegferð og halda okkur á floti án þess að hljóta mikinn skaða af. Við erum að reyna að takmarka einhvern skaða án þess að reyna að stoppa þau tækifæri sem að þangað sem við erum að stefna. Og það er bara mjög vandasamt vegna þess að við erum ekki með allar breyturnar, við vitum ekki allar breyturnar í jöfnunni sem við erum að reyna að reikna út og erum þess vegna að reyna að taka ákvörðun út frá okkar tilfinningu og bestu þekkingu hvers tíma. Þetta var inngangurinn minn. Þannig að já, ég í grunninn sammála þessu að stjórnvöld þurfa að stíga inn með einhvers konar bönn eða takmarkanir með einhverjum hætti. Aftur á móti eru slík bönn og takmarkanir kannski ekkit endilega besta leiðin, skilurðu, og þau virka ekkit alltaf. Þetta sem var gert í Ástralíu, það byrjaði fyrir hálfa ári, byrjaði í desember og held ég einhverja fyrstu niðurstöðu sýndu að krakkarnir voru samt bara meir og minna á samfélagsmiðlum. Þau finna leiðir fram hjá reglunum og öllu þessu. Þannig að boð og bönn er ekkert alltaf svörin og kannski, þú veist, ekkert endilega alltaf upp á endir alls. Nei. En ég held samt að það sé mikilvægt í þessu tilviki vegna þess að vandi barna að vera hlekkjuð símónum sínum og með þá eitthvað svona óæskilegan afleiðingum á sálar og félagslíf, skilurðu, er ekki þeim að kenna. Það er okkur fullorðna fólkinu að kenna. Heldur betur. Sem höfum ekki verið á varbergi og allt þetta. Það sem að takmarkanir bönn gefa okkur, það er svona tákgræn skilaboð, mjög sterk tákgræn skilaboð að þetta sé óæskilegt. Þetta gefur foreldrum og kennurum í skólum mikilvæga vörn og mikilvæga bjargir til að koma þeim skilaboðum áfram og til að bregðast við og taka á því og geta þá unnið í kringum það. Þannig ég held að svona takmarkanir með einhverjum hætti séu mjög mikilvæg hvað það varðar. Lögmætið sem ég nefndi. Já, lögmætið sem ég nefndi á hann. Í Ástralíu talið þessir hópur sem er farin aftur á samfélagsmiðla, en næstu árgangar, þetta getur oft áhrif á þá, að þeir fara síður og allt það. Og þá einhvern veginn, og það er verið að ég las þetta í New York Times daginn, það er bær heitir Greystone í Írlandi, það sem var tekið upp svona ekki bann en svona tilmæli til foreldra og skólinn, samfélagi, yfirvöld og samfélagið tóku höndum saman að sporna gegn þessu. Á sveitarstjórnin level, bara byrjaði þar? Já, bara sveitarstjórnin, skólinn og foreldrar samtök tóku höndum saman. Áhugavert. Og þar dró mikið úr símanótkun, skilurðu, og allt það. Og þá var akkur viðkvæði þetta. Við ætlum ekki að drekja ungmenni í þessum miðlum. Er ease into it. Við ætlum að svona hjálpa þeim að feta sig inn í hennan heim í staðinn fyrir að drekja þeim í honum. Sem er mjög ótrúlega flott nálgun. Þannig að bannið og boðabönn er eitt.
En það sem að þarf að fylgja með, það við fullorðna fólkið. Við þurfum að búa til eða endurheimta þetta félagslega samhengi, það sem að símtækin okkar ekki upp af endir alls. Eins og þú sagðir áðan, það kemur inn að það eru allir í símanum sínum. Það ákveðin svona tvískýringur í því fyrir okkur fullorðna fólkið. Heyrðu, við ætlum að banna ykkur krökkunum að vera í þessu, en við ætlum að vera full í þessu, skilur. Það gengur ekki. Og þetta það sem þarf að fara saman. Þannig ég segi, ég myndi styðja það að við setjum takmarkarna á þessu notkun, en það verður að fylgja athafnir okkar fullorðna fólksins sem verðum að líta í eigin barm, við verðum að taka þátt í þessu, við verðum að horfa upp úr skjátækjunum okkar, reyna að slíta þessa hlekki, vera með börnunum okkar, sinna börnunum okkar, hafa kvöldmat, það sem að fjölskyldan kemur saman, það engir sím, sko, lead by example og í því liggur vandinn. Boð og bönn leysa þetta ekki, en ef við komum öll saman og gerum þetta, þá getum við náð árangri. Þannig að Þorgerður Katrín reyndar utanríkisráðherra og kom þetta morgun, en samt ég ætla að finna tilmæli til ríkisstjórnarinnar, skilurðu. Já, þessi bara fara í þetta átak, þjóðfélagslega átak, sem bara minni skjátími, punktur. Þú bara þú vilt koma með þessa spurningu í púki til Þorgerðar Katrínar. Bara minni skjátími, punktur, og þá ég ekki að tala bara fyrir börnunum, heldur fyrir okkur öll. Vegna þess að ef við ætlum að ná árangur í þessu, ef við ætlum að snúa þróuninni við, þá þurfum við að búa til þessa stemningu, við þurfum að taka þátt og við þurfum að bera ábyrgð á okkur, á börnunum okkar og á samfélaginu okkar. Þetta hlutverk stjórnmálamanna, góðra stjórnmálamanna að sjálfsögðu að bregðast við náttúruhamförum eins og þessar tæknibyltingar hafa verið. Og það á mannlegum skala. Mannlegum skala og mannlegum, sko, þú veist, þetta ekki náttúruhamfarir sem slíkar, þetta mannlegar hamfarir, eins og Ulrik Beck félagsfræðingur talar með Risk Society, þetta bara partur af þessu. Og vegna þess að ef við tökum höndum saman, þá getum við nú alls konar árangur. Íslenska forvarnamódelið frábært dæmi með þetta. Við erum nú að eyðileggja það. Við erum að eyðileggja það. Á 10. áratugnum, þá tókum við höndum saman og búa til umgjörð í kringum ungt fólk sem var jákvæð uppbyggileg. Rannsóknir í félagsfræði sýna það frá merkum svona efnahagslegum lýðheilsu félagsfræðingum, sýna það að tölfræðilegum félagsfræðingum að það verður svona momentum að ef að svona fjórðungur af fólki tekur upp eitthvað, þá verður svona critical mass og það verður svona tipping point, sko, sem að gera það verkum að normin fara að breytast. Og þetta gerist í Greystone og Írlandi, þar sem að foreldrarnir bara tóku höndum saman og voru meira með börnunum, haldar alls konar smiðjur og allt þetta, sem gerði það verkum að náðist eitthvað svona critical mass, þannig að fleiri en færri fóru að vera án miðlana, skilurðu, þannig myndum við stemningu, þannig verður svona félagsleg smitun og það það sem við þurfum að gera. Þannig við ætlum að setja boð og bönn á krakkana, þá kallar að ábyrgð hjá okkur fullorðna fólkinu að við verðum að taka fullan þátt í því með þeim. Já. Heyrðu, þetta nú bara held ég helviti góð loka orð hjá okkur, Viðar. Ég ætla bara svona kannski fyrir þá hlustendur og áhorfendur sem ekki vita hvað við erum að tala sko. Þá myndi þetta bann Bretanna ná yfir Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X, skilaboðaþjónustur eins og WhatsApp og Signal. Þetta almyrkvi. Já, ég held að sé ekki, ég held að samt svona Messenger og eitthvað sé ekki inn í þessu. Já, nei, það eitthvað þannig opið, en sko ég sé ekki fyrir mér þennan heim sem að sko allt líf sumra barnan okkar, ungmennan okkar sjálfra bara komið inn í þessa tækni. Og sko bann, ég sammála þér með að við þurfum sko róttækt viðbragð og kannski það einmitt sko næsta kynslóð, næsti hópur sem að nýtur góðs af. Sammála hverju einasta orði sem þú segir.
En ég samt á erfitt með að sjá fyrir mér að við komumst út úr þessum undirheimum, ef svo má segja. Ég held að sé von, en sko, við skulum ekkert vera, sko, þessi miðlar verða þarna og við erum í tækniheimi. Og við þurfum náttúrulega líka að undirbúa þessi börn undir hennar tækniheim. Þannig að kannski á þessi fræðsla að vera bara í skólum eins og íþróttir, sko. 2-3 í viku, þá ertu í einhverju svona fræð, sko, við útilokum þetta ekki úr heimi barnanna. Tæknina og þetta og allt þessi myndbönd og allt það. En við þurfum að vinna með þetta miklu meira markvissar á skipulagan hátt í staðan fyrir að hafa þetta bara eins og villta vestrið, sko. Það er bara allt opið og allt flæðir inn. Eins og ég sögði í Greystone, ease them into it, ekki drown them in it, sko. Og ég held að það sé leiðin sem við þurfum að fara með einhverjum hætti, gegnum skólana, gegnum heimilinu og allt það. Í samræmdu þjóðarátaki, eins og þú sagðir, samræmdu þjóðarátaki, og þú vitnar til íslenska forvarnamódelsins að það sé bara ögurstund eins og þegar við snerum unglingadrykkjuna niður. Já, og þetta er ekki bara fyrir börnin okkar, þetta er líka fyrir okkur sjálf og samfélagi okkar. Heldur mér. Kæra þakkir, Viðar, fyrir komuna. Við getum rappað hérna í allan dag þetta er svo spennandi viðfangsefni. Og til hamingju með bókina þína sem kemur út í haust og eins og þú segir sjálfur, ég fæði í annað viðtal út af henni. Gerðu það, takk. Og við höldum áfram, kæru hlustendur, ekki fara langt, nýr kafli eftir andartak. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Það hefur verið umhugsunarefni síðustu daga síðan DVF birti könnun Maskínu á laugardagsmorgun að það fer ekki alveg saman vilji forystu vinstriflokkana hér á landi, VG og sósíalista, og svo almennra félagsmanna þegar kemur að viðhorfum til kosningarinnar í ágúst hvort Íslendingar segi já eða nei við þreifingum aðildarsamning við ESB. Og fyrir í dag þá ræddi Ríkisútvarpið við Eirík Bergmann, stjórnmálafræðiprófessor, sem sagði að þetta væri mjög áhugavert. Og ég er með á línunni mann sem býr sem stendur í London en er Íslendingur og stofnaði, kom að stofnun bæði VG og Sósíalistaflokksins, og ég ætla að heyra aðeins í honum hvað honum finnst þessa deilu. Guðmundur Auðunsson, heyrðu í mér? Já. Sæll og blessaður, gaman að hafa þig á línunni. Við verðum að byrja á að ræða veðrið þótt ég sé búin að kynna annað til sögunar. Er hitabylgja í London? Já, hún er að fara að hitna aftur. Í seinustu viku að þá var kaldara í London heldur en í Reykjavík. Þegar það er oft, veðrið er oft svona öfugt, annarkvort fara lagðirnar yfir Bretlandseyjar eða þær fara yfir Ísland. Þannig að það er oft mjög mismunandi veður. Einmitt, það er sjaldna sem að þú og ég, við fögnum báðir sama góða deginum. Einmitt. Já. En svo er það þið pólitíska veður. Áður en við förum í svona það sem ég ætla mest að spyrja þig út í, kom það þér á óvart að það skildi mælast dálítill stuðningur við jáið í þessari Maskínukönnun DVF sem birtar á laugardag? Já og nei. Það kom mér ekki á óvart að meirihluti kjósenda
þessara flokka myndi gefa sér fram að skoða aðildarviðræður að Evrópusambandinu. Nei. En það kom mér mest á óvart hvað þetta var stór hluti. Bæði hjá stöðningsmönnum Sósíalistaflokksins og stöðningsmönnum VG sem hefur verið að spyrja í þessum könnunum. En það verður líka að taka þetta með smá fyrirvara að við erum að tala tiltölulega fáa einstaklinga samt. Vegna þess að þessi flokkar voru ekki að mælast mjög hátt. En samt þetta alveg skýr niðurstaða myndi ég halda og kemur mörguleyti óvart vegna þess að bæði sósíalistar forysta Sósíalistaflokksins og allavega áberandi fólk innan VG hafa lagst gegn inngöngu í Evrópusambandinu. Já, við þetta má bæta. Ég var hérna með Sönnu, borgarfulltrúa hjá Vinstrinu á föstudaginn í beinni útsendingu í Vikuskanti og það var svona eins og hún hálf skammaði sín fyrir að segja að hún væri enn þeirra skoðunar að við ættum að segja nei. Það eru margir. Ég þekkir og þetta mikið fólk á vinstri vagnum og ég hef unnið til dæmis með Sönnu mjög lengi. Já. Og við höfum, ég held að það er ákveðin, það er ákveðin bylgja meðal vinstri manna og ég held að megi mörguleyti skýra það að svona tvennu leyti held ég hvers vegna þessi bylgja kemur svona sterkt fram. Fyrsta lagi er það að Donald Trump og hegðun hans í alþjóðamálum hefur gert það að verkum að menn sjá fyrir sér að þú þurfir annarkvort að stilla þér upp með Evrópusambandinu eða með Trump. Og eðlilega vilja vinstri menn ekkert með Trump hafa að gera þannig að þetta gæti leitt til þess að margir sjáu fyrir sér að eina leiðin til að standa upp gegn Trump er að vera með í Evrópusambandinu og vonandi tekst þá að slá hann niður. Ég held að þetta sé ein af ástæðunum. Hin ástæðan er það að svo ég orðið það nú bara svolítið skýrt út að svona þeir sem eru háværastir á því sem að vilja ekki gangi í Evrópusambandi hafa verið hingað til svona, ég vil kannski ekki alhæfa en marguleyti bestu dreggjar íslensks samfélags. Það er að við erum að tala helstu rasistana, útlendingahatara og jafnvel trumpista sem að vilja nákvæmlega öfugt við það sem að margir vinstrimenn eru að hugsa að stilla sér upp með Evrópu gegn Trump, að þeir vilja stilla sér upp með Trump gegn Evrópu. Og ég held að þetta gerir það líka að verkum að margir vinstrimenn og kjósendur og stuðningsmenn vinstriflokkana, og þá er ég að tala vinstramegin við Samfylkinguna, að þeir sjáu sér ekki fært annað en að stilla sér upp gegn þessum svona tvíhöfða þursa sem að þeir sjá fyrir sér sem að samin alltaf versta í samfélaginu okkar og þess vegna sé verið að líta mikið til Evrópusambandsins sem einhvers konar lausn fyrir þennan hóp. Já. Þú segir þetta á mannamáli, verstu dreggjarnar. Ég hugsa að þetta sé eitthvað til í þessu hjá þér, Að hugsaður örlög Trumps líka, sem hattar Evrópusambandi meir en allt annað. Ef hans framkoma er að leiða til þess að vinstri menn á Íslandi er að fara að hópast inn í Evrópusambandi. Það er svolítið fyndið. Það er það. En ég held að það sem að margir, allavega sem ég þekki á vinstri vagnum, nú hef ég verið involveraður, ég var eins og þú sagðir komað stofnun VG, var á stofnfundinum þar á sínum tíma, þá varum við mjög yngri, en núna, svo kom ég að stofnun Sósíalistaflokksins og eins og margir aðri vinstri menn þá yfirgaf ég VG þegar samstarfi Sjálfstæðisflokksins hófst og meðal þessa hóps og félaga minna hjá sósíalistum sem að ég hef unnið mikið með eins og fólk eins og Sönnu, að því þú myndist á það, að þar hefur verið allavega hávær rödd fyrir því að gangi í Evrópusambandi og viljandi var það þegar við vorum í Sósíalistaflokknum og svona áður en að þessar klofningar komu fram, að þá var viljandi
tekin svo afstæða til þess að vera ekki að stinga á þetta svona vespubú að þjóðin að taka ákvörðunum með þetta. Já. Það var sem sé flokkurinn vegna þess að það var áberandi hópur meðal sósíalista sem að vildu skoða þetta. Nú eins og áhorfendur taka eftir þá er tæknin, hún stríti okkur pínlítið áðan og við þurfum að skipta ramma eins og þið muni sjá eftir andartak. En Guðmundur, mætti segja það að vegna þess að skoðanir hafi verið skiptar meðal vinstriflokkana á Íslandi, þá hafi menn bara svona forðast að taka umræðu þessi mál? Já. Ég held að það hafi verið. Ég var allavega var við það þegar að ég var meðal sósíalista, þá var tekin viljandi svo ákvörðun að ákvörðun inngöngu í Evrópusambandið yrði tekin í gegnum þjóðin myndi ákveða það. Við töldum reyndar ekki að þetta væri mál sem myndi koma upp svona fljótt, en ég held að Trump og hamagangur Trump hafi gert það verkum að þessi mál fóru að snúast aðeins hraðar og ég held að það hafi komið fólki á óvart hvað þetta gerðist hratt og hvernig ákvarðanir þetta hafi verið teknar. Ég veit það að þetta var allavega meðal sósíalista sem ég þekki mjög vel til og ég veit að það allavega margir af mínum félögum þar sem að ég sammála með flestum málum ef þeirra helst kemur á Evrópusambandinu að þeir styðja við skoðum allavega það að ganga í Evrópusambandi. Þannig ég held að það var allavega svo ákvörðun sem var tekin en þó hefur verið núverandi stjórnvöld í sósíalistaflokknum hafa lagst algjörlega gegn þessu og það hafa verið stofnaðir það allavega komin einhver hreyfing á andstöðuhópa á vinstrivagnu vegna þess að forsendur vinstrimanna gegn Evrópusambandinu eru allt aðrar heldur en hægrimanna sem að byggjast mest á þjóðernisrembu og einhvers konar hypernationalisma. Einmitt. Áður en við förum lengra, ert þú með kosningarétt hér á landi, Guðmundur? Já. Viltu segja okkur hvað þú ætlar að kjósa í ágúst? Já, ég ætla að kjósa nei vegna þess að ég tel ekki rétt að við séum að gangi í Evrópusambandi eins og staðan er. Ég sé fyrir mér einhvers konar framtíð þar sem er ekki bara á Evrópu, jafnvel í heimsmálum að ég er mikill alþjóðasinni en ég sé Evrópusambandi ekki fyrir mér sem einhvers konar alþjóðasinnað fyrirbæri heldur fyrst og fremst þjónkunarvald við evrópska auðvaldið. Og ég held að það sé ekki rétt hjá okkur að ganga í það eins og stendur. Hins vegar og ég með þá skoðun ekki bara út frá lýðræðislegum sjónarmiðum, þá það fyrst og fremst efnahagslegum sjónarmiðum að ég sé enga ástæðu fyrir því út frá efnahagslegum sjónarmiðum að gangi í Evrópusambandið. Það virðast vera helstu rökin núna þau að það sé nauðsynlegt fyrir okkur, við þurfum auðvitað að vera í Evrópusambandinu og við ætlum að taka upp evru. Vandamálið með það að gefa upp sjálfstæðan gjaldmiðil út frá hagfræðilegum sjónarmiðum svo að við töpum öllu valdi af peningamálastefnu landsins. Og það mjög gott dæmi til dæmis hvað gerðist í Grikklandi fyrir 10 árum að þar voru þeir settir fót fyrir dyrnar. Raun og veru var bara Grikkjum sagt að þeir eru bara að haga sér eins og þeir vildu og þeir höfðu ekki að flótta. Eina leiðin sem þeir höfðu hugsanlega ekki vera það að taka aftur upp drakma og leggja niður evruna en það hefði verið svo rosalegur sjokk fyrir hagkerfið að meðan ef við förum enn lengra tilbaka til hrunsins að þá voru Íslendingar fljótari að jafna sig á hruninu heldur en til dæmis Írar. Írar voru líka mjög háðir bankakerfinu og þeir höfðu engin tök á því og var eiginlega raun og veru hálfpartinn bannað að setja alla bankana á hausinn eins og við gerðum hérna á Íslandi og þeir gátu líka ekki fleytt gjaldmiðlinum til þess að hjálpa til með að byggja upp nýtt hagkerfi og meðal annars
hrun krónuna hjálpa okkur að byggja ferðamannaðina sem að var miklu erfiðara þá. Þannig að út frá hagfræðilegum og lýðræðislegum sjónarmiðum að þá tel ég að við séum best utan Evrópusambandsins og þá getum við líka spilað. Ég alveg sammála því að við þurfum að hafa mjög gott samstarf við Evrópusambandi og við gerum það líka í gegnum Evrópska efnahagssvæði sem ekki gallalaust en allavega staður sem kerfi sem hefur hentað okkur sæmilega vel þó að við hefum gert mistök við upptökum ýmsum reglugerðum sem hefum ekki þurft að taka upp. Við getum verið með sjálfstæða stefnu gagnvart Kína en það erum við með fríverslunarsamning við Kína og með mikilvægi Kína og bara eftir að aukast. Þannig að út frá þessum svona efnahagslegu og lýðræðislegu ákvörðunum vegna þess að við töpum auðvitað miklu stjórn á hagkerfinu sem við höfum þó núna á Íslandi, að þá tel ég ekki tímabært að skoða það. Hvað verður í framtíðinni, sérstaklega ef Evrópusambandið breytist því að verða fyrst og fremst tæki fjármálaaflana yfir það að verða meira. Það eru auðvitað félagslegir vinklar á Evrópusambandinu en verða miklu meira félagslega European Social eins og það er sagt á ensku. Þá sé ég alveg vel fyrir mér að við getum einhvern tímann í framtíðinni gengið til liðs við Evrópusambandið. Sko, ég ætla aðeins að rifja upp það sem kemur fram í könnunmaskinu sem birt var í DFF. Það margt áhugavert í þessu. Mér kom á óvart að meira en helmingur stuðningsfólks, flokksfólksins ætla að segja já í ágúst. Það 55,7%. Mér minnir að ég hef séð einhverja könnun þar sem að flokkur fólksins var akkurat 50-50 fyrir einhverjum mánuðum, þannig að þarna stuðningur að aukast mögulega vegna þess sem þú nefndir áðan, Guðmundur. Það náttúrulega kemur ekki óvart að 95,3% stuðningsfólks Viðreisnar segja á 91% Samfylkingarinnar. Píratar eru sko komnir í vegferð til þess að gangi í ESB. Þórildur Sunna, fyrrum þingmaður, komin í stjórn Evrópuhreyfingarinnar og hérna í viðtalið sem að Gunnar Smári átti við Octavíu formann Pírata á dögunum, þá kom fram að þau sjá fyrir sér að verkefni Pírata núna sé að miklu leyti að uppfræða og starfa samkvæmt þeirri sviðsmynd að greiða götu Íslendinga inn í ESB. 3,3% vinstri grænna og 71,6% sósíalistaflokks Íslands. Þetta eru tölur sem við erum sammála Guðmundur að eru nánast lygilegar, ekki satt? Jú, eins og ég sagði í upphafi að þá kom mér á óvart kannski ekki að það svona 50-50 eða kannski með jafnvel 55-60% stuðningsmenn þessara flokka væru tilbúnir í það að skoða samningin. Við verðum líka að hafa það í huga að það eru margir þeir sem það eru margir sem vilja skoða pakkan. Vandamál með, þó þeir sé ekki búin að taka ákvörðun það að það getur verið hluti af þessu fólki og svo þetta fyrirvarinn að þetta ekki rosalega stór hópur þannig að það getur verið einhverja sveiflur því. En ég held þetta sé fyrst og fremst að samfélagið fara að stilla sig svolítið upp gegn þessari svona hægri afstæki sem orðið grasserandi í vestrænu samfélögum og hefur verið að aukast á Íslandi og fyrir þeim Evrópusambandið svona einhvers konar brjóstvörn gegn því. Ég held að það sé stór hluti af því og svo eru margir sem trúa því að við getum fengið einhvern rosa góðan pakka sem ég mjög efins vegna þess að Evrópusambandið mjög ólíklegt að þeir gera einhverja meira háttar undanþágur fyrir Íslendinga vegna þess að það geti opnað fyrir þeim, þá fara allir að spyrja hvers sem ekki ég. Já. Og ef maður bætir við þessar pælingar þínar þá getur maður velti fyrir sér hvort eða hvaða áhrif ummæli Trump sem að taka Grænland fyrir nokkrum mánuðum hafi þessu samhengi Það hafa örugglega mikið að segja vegna þess að fyrir að
fyrir að sko Íslendingar horfðu eiginlega hálfpartinn upp á það að Evrópusambandið, eða allavega lönd innan Evrópusambandsins, og má segja með Evrópusambandið líka, þó að þeir hafi nú verið svona stundum að beygja sig svolítið í duftið fyrir Bandaríkjamönnum, að þá hafi það sko stoppað þessa vegferð Trump sem að Evrópusambandið, menn sáu það fyrir sér að já, Evrópusambandið gat stáðið upp í hárinu á honum, Danmörk hefði ekki getað það. Þannig að það spila alveg örugglega inn í. Nú, hve mörg atkvæði á bak við þessi 71,6% sósíalistaflokks Íslands sem vilja segja já í ágúst, eins og fyrir komið fram þá vitum við ekki alveg svona hve marktækt þetta en það áhugavert að fyrir 3 dögum þá ályktar sósíalistaflokkur Íslands. ESB efnahagsbandalag og ríkjasamband sem byggir í meginatriðum og grunnskipulagi á kapitalískri efnahagsstefnu, utanríkisstefnu sem þjónar heimsvaldastefnu, hernaðarhyggju og síónisma, lýðræðislegri fjarlægð borgara frá ákvarðanatöku og veikingu á sjálfstæðri verkalýðsbaráttu. Undir hve mikið af þessu tekur þú? Ég tek nú alveg undir hluta, þetta fyrst og fremst, ég held að þeir hafa nú teikt sig aðeins svo langt með því að ég sé, ég held að þegar að kemur að standa í lappirnar gegn þjóðarmorðinu í Palestínu og gegn einhvern svona afheng síonisma að það sé nú ekki Evrópusambandi per se einhver verkfæri í því. Þetta sé fyrst og fremst að Þjóðverjar hafi ekki staðið í lappirnar og mörg önnur ríki. En almenningur á Vesturlöndum stendur alveg í því. Ég held að þetta hafi nú verið óþarfi. Ég stúderaði sko sjálfur alþjóðastjórnmál og alþjóðahagfræði og ég lít, fyrir mér þetta, og ég mikill alþjóðasinni, og fyrir mér þetta spurningin það að ég tel Evrópusambandið ekki vera efnahagsbandalag sem ég vil taka þátt í, þó það sé ýmislegt jákvætt hjá þau. Ég tel það út frá hagfræðileg sjónarmiðum að það sé rétt fyrir okkur að vera með sjálfstæðan gjaldmiðil til að halda efnahagslegu sjálfstæði. Ég sé líka fyrir mér að hvernig Evrópusambandið má segja hafi komið fram við þriðja heimsland og í raun og veru sett upp varnarmúra og hálfpartinn þvinga þau. Ég man það alltaf. Ég sá einhvern tímann grein fyrir svona 30 árum að það sem var meðal annars að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafði þvingað Gana til þess að opna algjörlega fyrir innflutning til landsins. Gana mjög á náttúrulega gert til dæmis mjög veð til fallið að rækta til dæmis tómata. Tómataræktun var algjörlega rústað af ódýrum innflutningi frá Ítalíu fyrst og fremst, frá Evrópusambandinu. Og margir hugsa, hvernig stóð á því að þeir geta verið samkeppnisfæri? Jú, Evrópusambandið með massífa ríkisstyrki fyrir landbúnað í Evrópusambandinu og í þessu tilfelli að þá var svokallað frjáls viðskipti var í raun og veru að þvinga Afríkulönd sem hafði ekki úr miklu að býta að taka við ódýrum innflutningi af offramleiðslu í Evrópu sem var niðurgreiddur af sambandinu. Þannig að það af mörg að taka og það margar svona skammir sem má gefa Evrópusambandinu en það líka það að íslensk hagkerfi öðruvísi. Við erum viðkvæm fyrir það sem myndum kalla á ensku asymmetric shock. Það að segja, við getum átt við hagfræðilega, við getum átt í efnahagsvandræðum sem á skjön við það sem að gerast í heiminum. Taka sem dæmi ef að þorskstofninn hryndi, bara taka eitt dæmi. Til dæmis þegar síldastofninn hryndi á 9. áratugnum, það var mikil uppsveifla í hagkerfum heimsins, en Ísland fór í gegnum mikla kreppu vegna þess að við töpuðum síldinni. Það getur verið eldgos, til dæmis eldgosloki fyrir ferðamanniðina. Taka sér dæmi eða annað og þannig að það eru ýmisleg sjokk sem að gætu komið upp á Íslandi meðan að ef við erum inni í evróska með evru að það engin ástæða fyrir það mun aldrei leiða til þess að
að Evrópski seðlabankinn mun aldrei taka ákvarðanir byggðar á eitthvað sem að gerast á Íslandi meðan að það getur verið kannski uppsveifla í restina af Evrópu meðan að það niðursveifla á Íslandi. Og með því að vera með sjálfstæðan gjaldmiðla þá erum við allavega betur stödd til þess að takast á við slíka valkosti. Og fyrir mér þetta fyrst og fremst hagfræðilegt. Ég get sagt það bara hreinskilnilega að því ég líka með kosningarétt í Bretlandi, að þá kaus ég gegn því að Bretland yfirgefi Evrópusamband vegna þess að mér fannst Bretar eiga miklu meira heima í því heldur en Íslendinga. Þannig að ég ekki þetta ekki fyrir andstæða mín við inngöngu Íslands í Evrópusambandið ekki byggð á einhverjum svona tilfinningarökum eða einhvers konar, fyrir mér þetta hluti af svona lífskoðun minni það og andstöðu við nýfrjálshyggjuna og kapitalismann í raun og veru sem að ég sé fyrir mér sem ákveðin birtingamynd innan Evrópusambandsins. En ein pæling þegar vilji flokksmanna annar heldur en forystu. Hvað á forystan að gera? Á hún að segja af sér? Á hún að líta svo á sem að skoðanir hennar séu bara á skjön við vilja meiri hluta félagsmanna og á hún að gefast upp eða hvernig best að bregðast við? Eðlilega myndi maður halda að ég held að svona kannski út af einstökum málum, þó þetta séu mjög mikilvæg mál eins og Evrópusambandið að þá sé nú kannski erfitt að gera kröfu það að menn sé að segja af sér út af því. En það sem mjög mikilvægt það eðlilega hljóta stjórnmálaflokkar að hlusta á kjósendur sína en í þessum málum það ákveðin klofningur meðal vinstri manna almennt og meðal hægri manna í afstöðu gagnvart Evrópusambandinu. Við sjáum til dæmis Viðreisn mjög líklega sá flokkur sem hliðhollastur Evrópusambandinu á öllu, en Viðreisn þetta púra hægri flokkur og Samfylkingin hefur lengi verið Evrópusinnu, ef maður lítur á vinstri vænginn. Þannig að það hefur lengi verið klofningar á þessum. Sögulega hafa flokkar í Evrópu, Skandinavíu, ef við lítum á það, að þar hefur orðið ákveðnuleiti þróun, en sögulega voru flokkar vinstra megin við kratana voru gegn Evrópusambandinu út frá mörguleitu að svipuðum skoðunum og ég hef verið að segja. Í Danmörku hefur þetta aðeins breyst. Sosialist Folkeparti í lórið hliðhollt Evrópusambandinu, þó getur verið gagnrýni á sumar hluti. NS-listin gegn því. Rautt í Noregi gegn Evrópu. Skoðanir á vinstri vagnum. Ég sé fyrir mér að það muni halda áfram að auðvitað eiga forystumenn, svo ég endurtaki það sem ég byrjaði með að taka tillit til kjósenda, en ég sé fyrir mér að mörguleiti hljóti þetta vera persónulega ákvarðanir og skoðanir fólks óháð því að vera til dæmis, ég segi fyrir sjálf mig, ég á mjög góða samherja, pólitíska samherja sem ég næ sammála allt nema þegar að kemur að Evrópusambandinu og það mun örugglega halda áfram á vinstri vangnum. Einmitt. Heyrðu, þetta forvitnilegt að ræða og gaman að spjalla við þig, Guðmundur. Við lentum í smá tæknilegum örðuleikum og kannski þurfum við að splæsa einhverju saman hér í loka klippi, en ég vonast til þess að þetta spjall við þig hafi reynst hlustendum og áhorfendum upplýsandi. Áhugaverðir tímar, svona rétt í lokin samt, sérðu stóran galla við það að segja já í ágúst til þess að vita síðar hvort maður segir já eða nei? Og vandamáli sem ég sé fyrir mér það að þetta, ég hræddur við að þetta verði svo hratt fyrir gengi. Við þurfum auðvitað, ef við göngum til samningaviðræðum Evrópusambandi, þá þurfum við byrjum við aðlögunarferli að hluta. En vandamáli sem ég sé fyrir mér það að vegna þess að við erum í sérstakri aðstöðu núna, þar sem að menn eru búin að fá upp í kok af hægri flokkum og Trump eru auðvitað búin að hegða sér eins og hann hefur hegðað sér, að þá getum við aðað inn í Evrópusambandið og bara ákveðnu leyti
svona á tilfinningunum. Ég hefði viljað sjá þetta fyrir mér og ég hefði verið ánægðari með þessa, ef að þessi tillaga hefði komið upp eftir kannski nokkur ár þegar aðeins búin að sljákka og vonandi eitthvað skána í heiminum. Þannig að það ástæðan fyrir því ég auðvitað sammála því að ákvörðunin hlýtur að vera með þjóðarinnar en ég bara hræddur það að við séum að ana inn í Evrópusambandi á allt og miklu hraða. Einmitt. Herðu, kæra þakkir og bestu kveður til London og ég vona að hitabylgjan verði þér ekki skæð, Guðmundur. Já, ég þakka fyrir og það er alltaf gott að koma á samstöðuna og takk fyrir spjallið. Sömuleiðis takk. Og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli hér handan við hornið. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Sælir hlustendur góðir og áhorfendur. Ásdís Olsen heiti ég og í dag erum við að fara að ræða skíði. Við erum búin að fá til okkar helsta máttarstólpa íslenskra skíðasögu, allavega síðari ára. Hann Guðmundur Gunnlaugsson hefur komið að skíðaíþróttinu úr nánast öllum mögulegum hornum sem keppnismaður, landsliðsþjálfari, skíðakennari, brautryðjandi í sölu og skíðabúnaði og skipuleggjandi skíðaferða. Og við ætlum bara að fá að forvitnast allt varðandi hans skíðaævi og fá ráð varðandi hvaða skíðaferð við eigum að velja núna á þessu ári eða næsta ári. Velkomin Gummi. Vá, takk fyrir þetta, fallegt innlegg. Já, ég spurði tjatti svolítið út í því og það kom ýmislegt nýtt upp úr dúrnum sem var áhugavert eins og það sem ég ætlaði þá að byrja á að spyrja Þú þekkir líklega alla helstu skíðakappa Íslands svona síðustu 50 árin. Myndirðu ekki segja það? Jú, eldri kynslóðinni, alla já, það svoleiðis, já. Myndirðu segja að ég var eldri kynslóðin? Já, þú ert komið þangað. Þú ert komið þangað, sko. Ok, já. Segðu mér, hvern lítur þú á sem besta skíðamann Íslands síðustu 50 árin? Já, þetta stórt spurt. Sko, ég held að við getum ekki hort fram hjá því að það Sigurður H. Jónsson. Já. Hann var svona komið lengst að öllum í þessar íþrótt, sko. Ef við byrja aðeins að tala Sigga Bóa. Já, Siggi Bóa einmitt. Já, það náttúrulega þekkja hann flest allir sem hafa eitthvað komið að skíða í íþróttinni og já, ég var með honum í landsliðinu í nokkur ár. Akkurat, já. Já, og segðu mér aðeins, ykkar kynni þið eru bara saman guttar á Ísafirði að leika ykkur á skíðum. Já. Fyrir einhverjum, 60 árum? Já, meira kannski, svona kringu 60-65 ár, sko. Já. Og þá var rauninni bara að leiki sér á túnunum fyrir ofan bæinn. Já. Þar hópuðstu krakkarnir og vorum á skíðum og það voru allir á skíðum. Við byrjum að læra á skíði áður við byrjum að labba. Já, hugsa. Þannig var það á Ísafirði. Áttu þið skíði eða hvernig var? Það áttu allir, mér fannst bara í minningunni að það voru allir sem áttu skíði í Kanada. Já. Það var allt dregið fram eitthvað gamalt og... Ég man að fyrstu skíði mín voru einhvers konar svona tréskíði. Já. Var það ekki þannig? Jú. Og það var svona, maður fór bara á stígvélunum í þau? Já. Og það var bara klemt svona aftur fyrir hæginn? Já, það var líka til þannig, já, það passar. Já. Þetta var allt í notkun og gamalt eldra sem var tekið bara fram með einhver vanda einhvað. Já. Og það var ekkert pælt í hvort að skíðin voru á stóri eða lítil eða. Nei, þetta var bara notað ef þetta rann, sko.
Ok, en lýstu því aðeins svona fyrstu kynnuðinum af skíðaíþróttinni þarna næstu áður nú ferð að ganga, segir það var bara leið og snjúrin kom og var þetta að fara á skíði, þá var bara alltaf fyrir utan heimilum hans. Það var leiksvæði, var alltaf skíðin þar sko. Svo Ísafirði að Seljalandsdalur kom ekkert fyrir aðeins seinna sko. Svo var hann svona spari bara fyrst helgar en stóra urðin fyrir ofan Ísafjarðarbæ. Það var komin fljóðlýsing og það var komin lifta sem Lions gaf Ísafirði á sín tíma sem var svona griðastæður unglinga og æfa og leika sér á skíðum. Var komin lifta? Það var komin tálifta, já. Já, þið voru með tálifta þar. Þannig að lýstu þessu fyrir mér. Þú fer bara út úr húsinu með, tunnustafina og röltir upp brekkuna. Rölti upp brekkuna á skíði, svo var það þannig að við rendum okkur heima að eldhúsglugga og bönguðum og spurðum hvort það var þetta var heitt kakó. Þetta var rómantískt, Þetta var svolítið, alveg svakalt. Það var allt á kafi snjó í minningunni í gamla daga, sko. Já. Og segðu mér þá frá, hverjir eru þarna á skíðum með þér til þess að byrja með? Þú mátt alveg nefna nöfn út af því ég gerir ráð fyrir að það verða bara skíðamenn sem horfa á hana þátt. Já, þú meinar sko, já, auðvitað er Hafsteinn Sigurðsson, Samúel Gústafsson, Silli, hann er 84 ára held ég og hann er ennþá skíða alla dagar opið í Bláfjöllum. Sko ég nefnilega hitti alla þessa gömlu kalla á skíðum í vetur upp í Bláfjöllum. Þeir eru bara mættir hana. Siggi Einars, Siggi Einars er ekki verið vestan sko, en hann mæti mikið í Bláfjöllum. Hann er líka á þessum aldri 84-5 ára. Já. Og Árni Búba og Silli, svo þetta Gunnar Bóa, bróður Sigga og þarna voru þetta Addó og Valli Jóntans og Haffi. Já. Þetta var rosa breiður hópur. Einar Valur, já. Svo stelpunar voru þetta Serra Gríms. Já, það voru miklu færri stelpur. Það voru miklu færri stelpur. Elsa Þorgils. Já. Þær voru svona helstu á þessum tíma, sko. Já, og hún Kristín Valls. Kristín Úls. Kristín Úls, já. Alveg rétt, já. Hún býr á Siglufirði, já. Hún býr á Siglufirði? Já. Ok, já, en hún er frá Ísafirði. Hún er frá Ísafirði, já. En segðu mér, lýstu það eins og þeir eru komnir upp í fjallana bara kannski eftir skóla eða nei, þeir eru ekki byrjaðir skóla? Sko fyrst að túnunum voru bara fyrst yngstu árin bara leið og komið snjór hana í garðinum sko, liggu við. Það voru fyrir ofan húsin að þau byggum hana í Efribænum, það voru bara tún fyrir ofan okkur og þar voru bara að leika okkur á skíðum fyrst. Svo færist þetta upp í Stórurðina. Já. Sem var svona í miðri viku og þar var lifta og ljós og þar voru við að hittast og það var stór hópur sem mætti þarna upp þetta var bara svona leiksvæði sko. En svo þá var þröngur hópur að æfa skíði. Ég var ekki komið þangað þá. Nei. En svo kom meira að leika mér þá sko. Svo kom þetta í viðbót kom Seljalandsdalurinn. Já. Og það skeiðast að fyrst bara opið helgar og svo fór það öll þróunin fram að það var bara skíðað alla daga. Það er upp í Seljalandsdal. En þá þurfti einhver að keyra ykkur eða það var úta eða hvernig var það? Já, það var skuttlað. Bara skuttlað, já. Það fór allir heim í hádeginu í mat, fóraldarnir og leiðin í vinnun og skuttluðu með uppi til þetta er svona 5 minútur hvora leið. Já. Þannig að þetta var mjög skemmtileg tími, sko. Skemmtileg tími. Og manst þú eftir því einhvern veginn að vera farin að velta því fyrir þér til dæmis keppni eða vildur þú verða bestur á skíðum eða hvernig hugsaður þetta? Nei, þetta er sko unglingameistaramóti Íslands á Ísafirði þegar ég er í 15-16 ára. Já. Þá er ég farin að vera mikið með strákonum sem voru að æfa skíði. Já. Í sigskíði sko. En ég var líka í gönguskjónu þá aðeins að fikta. Og ég keypti á bæði unglingameistaramóti Íslands þá. Ég held þegar að segja að þetta hafi verið 72 í kringu það. Já. Og þá held ég að hafi verið, ég keypti á gönguskíðum, svo fór ég yfir og keypti á sigskíðum. Já, vá. Já. Bara þá var ég svona... Þú verður ekki farið í stökkið? Nei, fór ekki þangað sko. En svo fóru við bara yfir í sigskíðin alveg sko. Já. Fór ég að æfa með þessu strákum og stelpum. Þannig að þarna hefur ekki verið að leggja mikla áherslu á sig og stórsvig eins og félaga þínir?
Nei, ekki fyrst sko. Fyrstu árin var ég svona meira í báðu, bara fikta sko. Að þetta var aldrei eins og þetta var svo mikið leikur hérna í gamla daga skilur. Það var ákveðin kjarni sem var þröngur sem var á fullu að æfita. Svo var aðrir sem höfðu bara gaman að þessu. En ef við tölum aftur Sigga Bóa sem er þá hérna, þinn nánasti vinur þarna á þessum tíma, er það ekki? Jú. Hann ákveður, það sé strax að hann er bara sviskiða og stórsismæður eða hvað? Hann er sviskiðamaður nummer 1, 2 og 3. Já. Sko, já. Og hann var búin að tilengja sér ákveðna tækni sem margir eins og Hermann Nogler sem þjálfaði Ingimar Stenmark talaði svo hann hafði ákveðna eiginleika sem raunin margir voru ekki komnir þann level en þá voru ekki liðamótastangir eins og í dag sko. Já. En hann var mjög tæknilegur. Hann sveigði einhvern veginn í kringum stangirna svo lipulega að það var einhver lægilegt. Já. En hérna, og á þeim tíma þá náttúrulega bara keyrði fólk á stangirnar og kýldi í burtu með púðapeysunum. Púða allir marblettir frá hnúanum og alveg upp á öxl, sko. Þetta var rosaleg. Þetta voru bambustangir sem byrja með. Þetta voru bambustangir, akkurat. Þetta voru svo lis og svo voru misverar og menn voru mismarðir eftir þetta, sko. Illa farnir. Ég áttum á því út, við erum búin að þekkjast í áratugi Gummi, að við erum hérna að rifja upp, við erum árið svona svo, hérna fólki sem segir í gamla daga, þá voru bambustangir, það voru ekki svona, þú veist, plastangir með liðamót eins og núna. Ég var einmitt að rifja upp, það allir ekki 55 ár síðan að við fórum kynnturst. Já. Ætli það hafi ekki verið á Ísafirði 1978 eða eitthvað svo les. Sko. Já. Og hérna, þá voru, þú veist, verið að halda mót sem er nú líka, við maður kannski að segja frá því sem okkur finnst augljóst, að þá hérna, við sem að bjugum í Reykjavík, við og náttúrulega þeir sem voru Húsavík, Siglufirði og út alland, við saminuðust á þessum físmótum, punktamótum, á Ísafirði, Akureyri, Húsavík, Reykjavík og stundum fyrir austan. Sem var einstök lífsgæði sem við fengum að upplifa á þessum tíma. Þetta var rosa skemmtilegur og góðu kjarni. Já, og þarna eru við 14, ég er að byrja að keppa í fullorðinsflokki þegar ég er 14 ára, sko. Já. Þannig að 13, 14 og 15 ára er bara lífið undirlagt af skíðum. Akkurat, og þú sér líka ræturnar frá þessum tíma að vináttan á þessum hópi sem var í kringum þetta þá, hún helst enda í dag. Það er allir vinir og þegar hittast þá er svo fagnaði fundir að geta glaðst með þessu liði aftur. Nákvæmlega. Ég veit ekki hvernig það er í dag að því ég kom ekki komin nála þessu síðustu árin sko, sem slíku sem keppandi eða sem þjálfari fyrir ekki. En þetta var svo sterk bönd á þessu tímum. Nákvæmlega. Það myndaðist og þið náttúrulega einmitt frá svæðunum eins og frá Ísafirði þá er þarna þéttur hópur, vinahópur. Já. Og og ef við höldum aðeins áfram með það, þína sögu þarna, að þú verður aldrei upptekin af því að vera kannski að komast í landslið og svona eins og Siggi? Nei, aldrei. Það var aldrei hvarfla aldrei að mér. Ég hafði miklu meira gaman að því bara æfita og leika mér á þessu. Já. Heldur en það að vera, og jú, keppa, en ég flytt suður 18 ára, 75, að vera 19 árinu. Og þá fer ég í skíðadeild IR. Já. Þannig að þá var mikil uppgangur í skíðadeild IR og það var mjög skemmtileg tími en þarna fyrir vestan var, voru allir að æfa og þarna voru líka, ég glemdi Gunnar Bjarna, besta vin Sigga líka. Já. Hann var líka mikið efni sko. En að við svona aðeins náum utan í söguna Sigga og svo fyrir þá sem eru að hlusta að hann, það er sorgarsaga náttúrulega en hann er alveg einstakur skíðamaður og er að æfa einmitt með sænska landsliðinu og er að keppa á ólympíuleikum og heimsmeistaramótum og er mikið að þvælast bara heiminn í svona eitt svolítið. Já, það er auðvitað, ef maður hugsa tilbaka að þú myndir aldrei senda ungt barn, ungling. Já. Sem býr í ferðartösku
og að æfa í Evrópu einhvers staðar með fullorðnum mönnum skilur. Já. Og það myndi engi gera í dag, en þetta var bara tíðkast þessi andi þá að krakka fóru bara eins og hann. Já, hann fór bara sem stráklingur einn á flakk. Á flakk sko, með landsliðinu, sænska, og fekk að vera með þeim og hann var með þeim í mörg ár og var undir leiðsögn Hermann Nogler, að ég fer mér rétt fram að nafni hans. Já, sem þjálfaði Ingimar Stenmark. Já. Þannig að það hefði nú verið einstök upplifun að fá að vera að æfa með Ingimar Stenmark á þessum tíma. Já, hann sagði líka akkurat manni eftir í að þegar æfingarnar voru búnar, þá var alltaf Ingimar Stenmark eftir í fjallinu. Já. Og hann þurfti að skíða frjáls til að vera að taka inn svona tæknin og pæla í hvernig snjórinn hvernig beygjurnar hans eru og fara aftur í brautina og pæla og vildi vera einn í friði eins lengur. Já. Þegar allir voru farnir niður. Það gerir Siggi. Nei, það gerir Ingimar Stenmark. Það gerir Ingimar Stenmark, hann hefur verið svona íhugull. Já. Mikill pælari, já. En hvernig verður maður besti skíðamaður heims? Já, en svo það breytingar þess að maður orðið líka, þú veist, á uppbyggingu skíðana fram á daginn í dag eru rosalegar. Já, frá því að skíðin eru, mér langar nefnilega út í þú ert mikill sérfræðingur í því og ert búin að vera að halda utanum skíðakaup okkar, skíðafólks, alla tíð, en út af því að það einhver punktur hann sem ég svo upptekin af, út af því að svo verður fyrir Siggi þegar hann hættir að keppa, já. Þá fer hann að finna fyrir þunglindi og svona, viltu aðeins lýsa því út af því að svo, vil hann enda lífsitt sem að náttúrulega ótrúlega sorglegt. Já, það kannski erfitt fyrir mig að taka þetta upp, þessu umræðu, sko. Já. Og maður búin að hvað maður segja, þetta var bara sorglegu tími sko, hann var landsliðsþjálfari og hann mjög tæknilegur og flottur landsliðsþjálfari og ég var aðstofamaður hans bæði upp í Kerlingafjöllum og líka á Hindidúks og fagmaður fram í fingugóma og gaman sjá líka hvernig strákarnir sem komu þarna í landsliði þessu tíma og stelpurnar hvað hann var fagmannlegur og gerði þetta óbúrslega flott allt saman sko. Já. En svo þetta kemur bara eins og segir, það kemur áföll og hann lendir í þunglindi og það verður bara brestir í lífinu og þetta áfengið ekki fyrir alla. Já. Og það að leiðanda var þetta bara enda lífið sitt greið. Það eitt, ótrúlega sorglegt og ég finna þetta snertiði, en það sem ég velt fyrir mér út af því að það og ég veit ekki hvort það má tala um það, en ég svona kannski bara langar aðeins að orða það og kannski tekur það einhver upp einhvers staðar annar staðar, en ég hef líka einhverja kenningu um það að fólk sem að keppir á svona, og í þessari skíðakeppni þá erum við að fara í ofsalega mikla vellíðunar vímu í spenningnum og ég kann kannski ekki alveg að nefna hvaða efni það eru sem flæðum líkamann en þetta svo árangursmiðað og við förum að gildi okkar fer að liggja í því hvað við stöndum okkur vel og út af því að ég velti fyrir mig út í að það eru margir sem að fóru kannski ekkert sérlega vel á því að vera svona í þessari kappsfullu keppni hvort það geti verið að vera svona tilgangsleysi þegar fólk hættir að keppa í svona íþróttum og allavega á það við í þennan hóp, það voru nokkri sem að urðu svona fundu sig ekki alveg, náðu ekki alveg að fóta sig eftir skíðaferilin. Já, við mistum 3 svo. Já, við mistum 3. Stráka. Það rosalegt, sko. Það einn frá Dalvík og einn frá Ólafsverði. Já. Og Siggi Ísverði. Já. Það alveg rétt. Það þarf að svolítið að huga þessu. Já. Hvernig við, höldum utanum börn sem eru mikið kappsfull í íþróttum. Já. Það, ég tengja við þetta svo segir varðandi þessa hormónavímu og keppni og svo verður
búið, skilur við. Svo bara allt búið. Já. Og hver ertu þá? Já, og hvar er velíðunar tilfinningin sem þetta gaf mér? Já, hvað getur þau tekið inn til þess að halda áfram á öðrum vettfangi í lífinu, skilur við, þegar skíðin eru búin til dæmis í þessu tilfelli. Það er svona svolítið pæling í því, sko. Já. Þetta er svolítið áhugavert. Finnst þér, þú í rauninni samt siglir þá hérna fram hjá þessu, ég gerir nú ráð fyrir, ég ætla kannski að ná utan það, ég gerir ráð fyrir að sé haldi miklu betur utanum þessa sálrænu þætti í dag heldur var gert þarna. Alveg þetta var hálfgerð villimennska. Já, þetta var bara. Alveg, þú veist, ég var 13-14 ára í einhverjum landslýsferðum með fullorðnum köllum og ég upplifði ekki að það væri einhver svona sem væri að halda utanum mann sko tilfinningarlega eða einhver að tala við mann og spyrja hvernig líður eða hvernig ertu að hugsa að gera þetta eða eitthvað og við vorum mjög ung einhvern veginn og þú veist fjarri öllu kannski okkar hefðbundna öryggi þannig að þetta og eins og þú segir Siggi hérna að keppa einn jáfnvel meira og minna og æfa með erlendum landsliðum sko. Já, hann var sko þetta 3 ára yngri en Ingimar Stenmark. Já. Og þannig hann er. Hvað heldur það sé, er hann 15, 16 og þegar hann fer að fara? Þú sér ef Stenmark sé 18 ára þá getur hann verið 15. Já, hugsaður. Já. Eitthvað svoleið sko. Það sé á þessu róli sko, þessi tími. Þannig að Þetta var sérstakur tími. Já, blessu sér minning hans. Blessu sér minning hans, alveg sammála þér. En og þeirra. Já, og þeirra allra þriggja. Já. En svo við höldum áfram, eigum við að færa okkur yfir í umræðuna um græjurnar sem þú varst að koma inn á, hvernig það hefur þróast frá því að vera eins og að tala um hálfgerðu tunnustafi. Já, það var ekkert spurt lengdir eða neitt, það var bara ef það rann, þá var það notað. Já. Fyrst í gamla daga, sko. Við erum að tala um gamla daga, skilja. Já, við erum að tala um gamla daga. Það er ekki að komast. En svo, þú sér það, ef við þróum það sem Ingimar Stenmark, þegar hann er upp á sitt besta, þá er kringum 75-80, myndi ég halda, þá er komin svikskíði og stósiskíði. Já. Og þá eru kannski svikskíðin 1,98 til 2,035, stósiskíðin 2,05 til 2,10. Hjá köllunum. Hjá köllunum, sko. Já, ég var í 1,78 og kannski 2,05. Já, í stósigi, sko. Já. Svo en Ingimar Stenmark, hann kefti allt á svikskíðunum í stórsvíði líka. Hann var bara ekkert að svissa á milli. Hann var bara með einskíði allt. Hvað er þetta að segja? Já. Það er svolítið merkilegt. Já, hann notaði bara svikskíðin og líka á eflistöðun að nota stórsvíðskíðin bara ef hann fannst brautirnar í svíi vera það opnar og flatlendi eða hvað það var. Já. Hann var alltaf með einskíði yfirleitt að keppa á kallinn. Athyglisvert. En var hann ekki líka miklu betri í svíi heldur en stórsvíi? Jú, hann var miklu betri. Hann einbeitt sér að því. Já, miklu meira í svíinu, já, miklu betri í svíinu. En á þessum tíma þá var hann alltaf keppt bara í svíi og stórsvíi og svo var það samanlagt, Alpa-tvíkeppni. Alpa-tvíkeppni, já, þegar leggur sig og stórsvíi saman. Já, þannig að menn voru kannski að keppa í stórsvíi bara til þess að fá punkta þar, sko. Já. En svo þróunum verður þetta alveg, ég myndi segja alveg, sko, já, að 1995 skilur allir með tvenn skíði, allt í stórum. Svo það er ekki fyrir þessari öld að breytingi verður það mikil í skíðunum, sko. Það er fyrst og fremst að... Með karfinu. Já, með karfskíðunum. En það gerðist þetta hægt í byrjun aldar. Já. Er það aldamótin, bara 2000? Já, þá er að byrja svona að kalla að séu orðin curving, þá skíðin orðin meira, ekki eins mikið eins og var upp á endurinn var, að þau byrjuðu að vera þægilegri að stýra þeim inn í beygjuna, sko. Og ég hef alltaf lýst í þannig, sko, þegar maður var á gamlu skíðunum, þá ert þú stjórnandinn á skíðunum og skíðin gera það sem þú beitið þér fyrir, en þegar þú ert komin að körfingskíðin, þá ert þú orðin farþegin, þú hallaðir og býður hvað skíðin gera. Skilur þau? Og svo fylgir þau bara eftir, sko. Já. Það er allt önnur skíðamennska. Allt önnur skíðamennska. En mér finnst rosa
gaman að karfa. Mér finnst það næri að vera að fljúa. Já. Þannig að það er svo góð upplifun og auðvitað gerum við náttúrulega sitt á hvað. Sko málið líka skilur að þegar þeir finna það upp að þeir að missa eftir aldamótin að missa fólk mikið á yngri kynslóðum yfir í snjóbrettin. Þá áttaði sig á því að við þurfum að breyta einhverju. Og þá að því það var engin breyting á skíðanum það er lengi mörg ár sko. Þannig að þeir ákveða að ef við breykum skíðin og setjum mitt á þau og þá er snertiflöturinn orðin mikill á snjónum þó skíði mingi skilur. Það er sami snertiflötur á snjónum. Já. Og þar að leiðandi gastu farið eins og ég á einum 65. Já, og ég get miklu minni skíði og ég get karfað á þeim og ég get krúsað á þeim. Krúsað er að taka stóru beygirnar og allt þetta sko. Já. Og veist, að því snertiflöturinn er orðið það mikill á snjónum sem virkar eins og mjó og löngskíði stað fyrir breið og stuttskíði. Já. Það eru mesta breytingin á skíðunum sko. Það er orðið miklu auðveldara að skíða. Já. Það er nú kannski svona í megin dráttum það sem að, fleiri geta notið þess. Já, þá komi líka twin tip skíðin og freestyle skíðin til þess að ná ungu kynslóðinni lengur á skíðunum að missa þau ekki yfir í snjóbrettin skíðuru. Já, ég hafði ekki hugleitt þetta, en þarna er alveg stór þáttur í skíðarsögunni að við mistum öll börnin okkar yfir á bretti. Já, það er bara tímabili. Já. En þá gerist það líka að fjölskyldan, hún slitnar í sundur. Ég veit það, já. En núna er börnin mín allavega sem eru komið með börn, þau eru komin aftur að skíði til þess að geta að fara með börnin sín út af því að þú getur ekki með góðu móti verið kannski á bretti að kenna börninu þínu á skíði. Nei, það er alveg rétt sko, vegna þess að þú veist að þau er ekkert samleið snjóbrettið og sviðskíðin í fjallinu. Ég tala ekki þetta reynar milli svæða, þá getur þau íttið með stöfunum en þú ert ekki með stafi með snjóbrettunum og Guðkomar eru oftur frústreraðir með eitthvað brettabatn í eftirdrægi að reyna að toga það yfir einhverju hóla. Já, akkurat. Já, þannig að breytingin var gífurleg þarna með skíðin og þarna breytist allt. Við erum kannski fordómafull, við erum náttúrulega sviðskiða megin sko og ég veit að sumir njóta þess virkilega að vera á bretti og það er alveg heilt kúltur í kringu það auðvitað. Já, og líka sko, svo sér það þó fjallaskíðin hafa alltaf verið inni. Já. En þau breytast þá rosalega eftir kringu 2010. Þá fyrir að koma létti búnaðurinn inn þar. Já. Og vera svona meiri svona einfallleikin í bæði í bindingum og allt þetta sko. Því menn vilja bara geta skellt þessu skinnun mundið, brunað upp. Já. En þyngdin var svo svakalega áður fyrir í þessu búnaði sko. Einmitt, svo koma og kannski ef við höldum aðeins utanum þessa þróun sem hefur átt sér stað þá er verður svona þetta karfing svona algjör bara umskipti í skíðaíþróttum, það bara breytist allt. Já. Og er það svipa leiti sem að stangirna fara að verða með svona leðamótum? Nei, ég held að stangirna voru konar fyrir með leðamótum sko, ég held að En svo gerist það að sem hefur kannski alltaf verið, einhverjir voru á svona fjallaskíðum en það er stóra byltingin sem ég upplifði fyrir einhverjum 10 árum síðan. Ég held að bæði í COVID-inu núna síðast, þá var algjör sprenging í fjallaskíðum. Já. Og þar aðleiðandi þá gastu bara farið þess að þú vildir, þó að skíðasvæðin var ekki opinn og það eru þessi skinn sem settur undir skíðin, þú labba bara upp. Og ef það komin í ákveðin halla þá hækkar undir hælinn og svo tekur skinn undan, læsi hælnum og skíða niður. Já, það er kannski gaman fyrir þá sem þekkja þetta ekki að heyra hvernig þetta virkar. Það er, maður hækkar hælinn á bindingunni og þá er maður að lappa bara svona eins og upp léttar tröppur og ótrúlega skemmtilt og maður getur bara endalust lappað í rauninni það er auðvelt. Já, yfirleitt er svona 2 hækkanir undir hælinn sko. Já. Þannig að þegar þú ert að lappa upp þá ertu alltaf í sömu sléttu. Þannig þú ert ekki að teygja einhvern veginn voða mikið á hásinin, Já. Og þetta er æðið sem verður kannski fyrir svona 10 árum síðan. Já, sko, ég held líka að það byrjaði svona kringum 2000 og svona fór stígandi í þessu frá 2010. Já.
og hann finnst síðustu ár hefur þetta svona mettast að vegna þess að bæði hefur mikið framboð verið á skíðum fólk að endurnýja og þeir sem að byrja ef þú hittir á það, keyptu þá bara nota, skilurðu. Já. En það ekki þar með sagt að þú fá réttu stærðina á skíðunum eða skónum með allt þetta, sko. Þetta svolítið dýra græju. Þetta rosalega dýrbúnaður í starti og ef þú ætlar bara 2-3 árin, sko. Já. Að því, sko, ég nota þetta aldrei fyrir eftir páska, fram á svona sumarið. Já. Ég var ekki að nota þetta yfir háveturinn. En núna tíminn þar sem fólk að fara til dæmis á Snæfellsjökul og Kerlingarfjöll og þannig að fólk á þessum fjallaskíðum langt fram á sumar sem ótrúlega mikil viðbót við þessa skíða mennsku, getur við ekki talað um það þannig? Jú. Og svo með ekki gleyma gönguskíðunum, sko. Já, svo það hitt æðið. Það kom að þetta svona hlaupararnir, þeir fengu vetara íþrótt á móti, sko, gönguskíðin sem líka ákveðin hlaup og þól. Og þau breyttist líka á þessum tímum eftir aldamótin. Það voru klístrið eða rifflurnar. Þetta var einu sinni eitthvað flóknara, út af maður þurfti að vera svo klár í alls konar að bera undir og svona. Einmitt. Núna þetta orðið einfaldar út í það er bara skinn, er það ekki? Skinnin í miðunni sem komu og gerðu algjörða byltingu í að nota þetta. Já. Sem grípa í staði fyrir klístrið eða rifflurnar. Já. Þar að leiðandi þurftur bara að bera rennslisábyrgð fyrir framan skinnin og aftan skinnin. Eða engan ábyrgð, ég hef aldrei borið á mín skíði, gönguskíðin mín. Ég bara... Er ég bara að mistið eitthvað? Já, þá veist að þeir oxast, sko. Já, það? Þegar súrefni leikur við tóman botnin, þá viljaðu hvítna og koma svona hvítar rákir í sólans. Það er næringu. Er ekki til eitthvað sprey, eitthvað einfalt? Jú, ef þú ætla að geyma skíðin eða svona yfir nótt, þá skulda setja sprey á, það dugar ekki neitt. Já, það dugar ekki. Nei. Þannig að þú verður að bræða þetta inn í botnin. Já, það er bræðið þetta á mörg lög af bæði svigskíðin og fjallaskíðin og auðvitað gönguskíðin. Þetta er allt orðið svona kúnstarreglur að næra sólan svo hann oxist ekki. Já, sko, en nú ég upplifi svolítið að gönguskíða æðið, ég veit ekki, hvað startaði því? Nú man ég eftir að hann var með svona námskeið, hann Einar Óla vinu þinn frá Ísafirði, sem var nú, þú varst örugglega að keppa við hann á gönguskíðum í gamla daga. Nei, hann er yngri. Hann er aðeins yngri, já. En allavega hann náttúrulega ólympíufari á gönguskíðum og mikill framámaður. Já, hann byrjaði bara gönguskíðum sem púki á Ísafirði og fór ekki af þeim, sko. Já, og er ennþá á þeim, sko. Og er eiginlega búin að koma tugum þúsunda Íslendinga á gönguskíðum núna síðustu ári. Sem nú mikið afrek. Það hefur rosalt afrek og maður átt að segja á því að eins og hann hefur gert þetta. Hann hélt námskeið og hann hélt, ég meins að Hvaleyrarvatni var auglýstan milli jól og nýjárs eins og heitt kakó. Já, hann er endalaust að gera eitthvað kósi í kringum þetta. Ég er búin að gera braut og maður bara mætti þarna og svo vantaði styrk til að kaupa þarna spora. Já. Og fólk bara læðið bara inn á það, skilur. Já. Og buðið upp á kaffi og kakó. Þetta var svo flott hjá þeim. Alveg ótrúlega flott. Og hugsið ykkur hvað þetta er, þú veist, bjargar heilsu margra. Ég veit ekki, ég er að reyna að koma orðum að því að einhver eitt svona aðili sem að hefur frumkvæði... Á lýðheilsu. Já, lýðheilsu. Já. Þarna er bara fleiri þúsund mann sem að fá ótrúlega góða mikla gleði og hreyfingu út úr því að einhver hefur drifkraftin. Já, þetta er bara undið upp á sig og svo hefur verið sprenging í þessu ár eftir ár og fjöldin og svo fór hann að landvættina, Íslendingar, því það er alveg sér hlaupan og þú ert að hlaupa ákveðin hlaupa til að fá inn og það hefur haft rosa áhrif og það er Róbert Marshall og Brynhildur sem að störtuðu því landvættunum, er það ekki? Nei, ég þór ekki ábyrgjast það. Ég er ekki viss hvort að, en allavega sko landvættirnir Var það ferðafélag Íslands kannski sem startaði þessu
prógrami. En allavega, landvættirnir svona keppni, það sem að fólk var að keppa hjóli, hlaupi, gönguskíðum og sundi. Já, var ekki skíðin komin að líka? Nei, það kannski heitir þetta eitthvað annað. Það sem gönguskíðin voru að safna stigum. Þau eru ekki fara á gönguskíði í þessu? Já. Ok, þá er það, já. En þú veist að það voru sko Fossásgangan, hún sprakk utan á sér sko. Já. Íslandsgangan. Já. Og þá svo var ég held að Íslandsgangan, og svo var hétt hún það ekki Ólafsfirði. Fossásgangan stærsta. Hún er Ísafirði. Hún er Ísafirði. Það er, hvað er það? Það eru 50 kilometrar eða meira? Sko það eru 50 kilometrar og svo bara getur tekið minna. Já. Og þetta er orðið svo heimsfrægt að kemur fólk allstar á heiminn til að keppa í þessu. Já. Vá, það er náttúrulega, úti við erum að tala gamla daga, Gumi, pældu í því hvað umbreytingi sem hefur orðið út af því að ég átti gamla frænku, Beggu frænku, sem var svona, fór í fjallgöngur og á skíði fyrir þetta 50-60 árum og hún þótti svo skrítin. Fólk sem var þá í svona útivist, það þótti svolítið skrítið, þú veist, að vera einhvern veginn, í ferðafélaginu eða hvað þetta þú veist, þetta var svona fólk sem var svona svolítið það var skrítna fólk sem fór í ferðafélagi útivist og ég man eftir að einhvern veginn að hún var ekki sko svona í partíum og svo leiðis, heldur meira svona að smyrja sér nesti og fara með okkur á skíði. En hugsaði hvað þetta hefur breyst, að núna er fólk að fara að hlaupa út allan heim, það er að fara að gönguskíða mót út allan heim og alls konar sko svona íþróttastarfsemi sem er orðið svona ástríða og félagslíf og menning stórs hóps. Já, sko, það er svo gaman að nefna þetta vegna þess að líka það, sko, að hreyfingin sé slík, eins og gönguhópar. Það var alltaf afrek að geta labbað Laugaveginn eða Fimmvörðuhálsinn og allt þetta. En nú í dag þá er haldið mót og fólk hleypur þetta, skilurðu. Það myndi ekki hvarfla neinum að hlaupa þetta fyrir 50 árum síðan. Nákvæmlega, já. Þannig að þetta er allt þróast. Svo er komið hálfurjákall og svo heill og allt þetta, að fólk fer í allt þetta bakarslaupið. Já, nákvæmlega, hleypur sólarhringur saman og það er 100 kilometra, sko, það getur verið, þetta er ótrúlega. Hvað hefur gerst? Já, ég held að margur vill meira. Já. Þú veist, þetta er alveg eins og göngugarparnir okkar, ég kalla fjallagarparnir, Haraldur Örn og Leifur. Já, sem eru að fara á Everest og svona. Já, Everest og svona. Það er að fara, sko, á næsta fjall, sko, það er stærsta fjall í hverju heimsálfu. Það heitir Sevid Summit. Við erum að fara á Norðurpólinn, við erum að fara á Suðurpólinn. Það er alltaf verið að bæta við, skilur. Og svo Leifur Örn fór líka norðurhlíð, Everest. Það held ég eini Íslendingur en farið þeim megin, sem dæmi, skilur. Hann er búin að fara báðu megin, sko. Já, þetta er svona ekstrím alveg. Já, þetta er bara hvernig þróunum verður alltaf með okkur. Sko, eftir 20 ár, ég veit ekki hvað kemur næst, sko. Nákvæmlega. Þá verðum við farin að fljúa eða eitthvað. Já, það verður einhvað, sko, þetta er svo mikið ofur, sko, þetta hefur verið kallað ofurhetjur. Já. Hérna í gamla daga, sko, en þetta er bara daglegt brauð, all þessi hlaup og allt þetta fjallabrölt og allt þetta. Já, við höfum kannski eftir að átta okkur á því hverju þetta hefur breytt eða hvað merkingu þetta hefur haft. Sko. Þetta er, og við höfum heyrt í Örnólfi Valdimarssoni, bæklunarlækni sem segir að það séu margir að fara illa með líkamann sinn í svona ofur kappi. Já. Þú veist það sem fólk, gerir of mikið. Já, ég getur slítið honum fyrir og allt það, sko. Já. Akkurat, en nú hefur þú verið að skipuleggja ferðir til útlanda, ert að fara með hópa í svona skíðaferðir og svona skemmtilegustu bara skíðaferðir æviminnar hafa verið með þér. Já, takk fyrir það. Og það sem að, þú þekkir orðið þessi skíðasvæði eins og lóan á þér. Já, ég byrjaði 2004 að vinna fyrir heimsferðir að fór í farastjóri til Selamsí. Já. Og út frá því hef ég verið meira að minna
í ferðum, skíðaferðum ég hef verið mest í Austurríki, auðvitað farið á Ítalíu og já, ég þekki svæðin mjög vel og farið á mörg þeirra og þetta þetta þekki sjálf sko, þetta margir bara bíða eftir þessu og þetta svo skemmtilegu tími og þú kennst hvergi nær núinu en á skíðum. Já. Og þú skíða fara upp í lyftunni og svo bara þögnin og allt þetta sko. Þetta æðislegt. Já, þetta og bestu hvíldin fyrir vinnandi fólk sem í streituvinn og hvað sem þetta langt besta hvíld sem getur fengið. Þú sefur hvergi betur einhverjum fjallahótelum og svo auðvitað skíða og fá festloft allan daginn. Já. Þetta æðislegt. Þetta æðislegt. Hver uppáhaldsstaðurinn þinn? Sko, í mörg ár var Svalbard Hintiglem minn uppáhaldsstaður og ég held ég hef verið þar ábyggilega 13 sinnum. Já. Svo bara seinni ára finnst mér oft skemmtilegra að fara kannski á svæði sem ekkit óbúslega mikið af fólki. Já, fara á minni staði sem eru fámennir. Minni þekkta staði, já. Og þú sér eins og í Santa Margareta í Ænek í Lungádalum. Já. Þarna 6 kilometra brekka beint fyrir aftan bakdyrnar á hótelinu. Já. Og það get sagt að sú brekka bara algjör draumur í dós. Og þarna ekkert mikið af fólki og mér finnst það æðislegt. Hverju sækist það helst eftir í svona skíðaferðum? Hvað það sem svona gefur þér mesta gleði? Það langa brekkur eða það svona að vera á notalegum stað þar sem hópurinn saman eða hvað það svona sem að þér finnst veitaði mesta ánægju? Sko það allt þarna á milli og raun og veru eru sko við sér það skíðahópar í dag almennt í skíðaferðum. Það 99% að vera að skíða á rauðum og bláum brekkum. Svona auðveldu brekkum. Já, fólk ekkert að sækjast eftir svörtu brekkunum. Svarta brekkan svona að þú ert að fá adrenalín, aðeins kikka, prófa eina brekku. En svo að fá að karfa í blári brekku, núna finnst mér það skemmtilegast að öllu. Það langskemmtilegast, alveg hárið eftir þér. Það bara fara í svona flug bara. Já. Svífa niður brekkurnar. Þá líka, þá ekki gott að vera ef þú vilt fá svona njóta inn í brekkunum, þá skalt ekki vera inn á þessi fjöldin og fara frekar að fá meina staði. Já, nákvæmlega. Og það finnst mér svo að Lungádalurinn alveg frábær í það ekki mikið fólki. Já. En það ekkert annað að frétta þar skilur, annað en að hótelið þitt og skíðin. En það alveg nóg fyrir mig skilur. En þarf eitthvað, hvað það sem fólk myndi vilja annað? Stundum sem vilja hafa svona einhver bæ og geta farið út og breytt mataræði, vera ekkert á hótelinu og borða annar staðar og ég veit það ekki, það ekkert. Já, það kannski eftir aldrei, núna á mínum aldrei langar mér bara að hafa þetta einfalt. Ég sammálaður. Fá bara að borða á hótelinu, ég vil helst að það heitir pottur, mér finnst það mjög gott að geta komið. Nokkra sána. Já, að vera æðislegt sko, að aðeins að mýkja sig. Já, ég sammálaður, allt þetta. En það við að keyra á þessu. Þannig að ævintýraferð fjallakofans að vera að keyra á þessu að verði svolítið og haldi utan á með hótelið. Það ekki bara einhver skáli og þú bara farið einhvern morgumat. Það bara góður, það lúxushótel. Það lúxushótel og maturinn hugsað fyrir alla heilsuflóru hvers og eins. Skilur hvort þú sért vegan eða hvort þú sért. Það vissar að hafa þannig, glútenlaust og allt þetta. Þú getur fengið allt þetta að þú koni 4 stjörnu hótelin. Já. Ert þú að fara til Lungá helst? Já, ég hef verið þar núna, síðustu 3 árin hef ég verið þar, já. Og þá Ópertáin, það fyrir ofan, það svo gaman að segja frá því að í Bítlarnir, að 60 ár síðan á Bítlarnir, voru þar og gerðu plötu, þarna frá. Já. Og það stytt að þeim bænum og það myndir að þeim á stöðunum og svona, maður fær svona feeling að sjá þessa sögu þeirra, flíilinn upp í fjalli og allt þetta og myndirnar á restaurantunum og svona þeir sem eins og ég, og við erum kynslóð Bítlana sko. Já, akkurat, þannig að þetta svona, við megum vera, við getum gert þetta, þessa skíðamennsku. Já. Það kannski svona, ef við súmurum þetta upp og þegar við byrjum á þessum hetjum skíðaíþróttarinnar á Ísafirði sem eru
á nýræðisaldri sem eru ennþá á skíðum. Já, það er ótrúlegt. Það er svo ótrúlegt. Og þeir eru... Og býtu, hvað heitir hún sem fór á Ólympíuleikana? Hún við meðum ekki bara tala kallana. Hún mamma frá Ísafirði, hún sem keppti á Ólympíuleikunum sjálf. Já, Jakobína. Jakobína. Já, Bína Koppa. Já, Bína Koppa. Já. Heyrðu, hún nú heldur betur ein af okkar helstu skíðahetjum. Já. Hún upplifði drauminn aftur, fór 1900, hún keppti var ekki fyrir 70 árum, jú? Já, hún keppti fyrir 70 árum. Já, og fór... Býtunum við, og svo nú fæ ég samansko við hafa ekki talað allar flottu konurnar, skíðakonurnar. Já. Svo fara á Ólympíuleika ætlaðis ekki Jórunn Vigfús og Steinunn næst. Jú, og Magga Bald. Og Magga Bald, þær fara 3 ár. Já. Og það er þarna... Það er þarna 3 Maggurnar á Akureyri, Magga Vilhelms og Magga Þorvaldar. Já. Og svo er hún Guðrún Frímanns. Já. Þær voru alltaf 4 þessar vinkonur saman að æfa skíði. Á Akureyri. Já. Og svo kom Nanna Leifs sem og svo var Ísavera Sera Gríms, Kolbrún Svavas var líka að æfa skíði. Fór Sera Gríms á Ólympíuleika? Nei. En allavega, það er svo vil ég nefna Steinunn og Nönnu og Ásu Hrönn og þessar sem voru, og svo náttúrulega yngri sem við þekkjum kannski minna. Fullt af æðislega flottum. Já. Það var einhverjir yngri þáttastjórnendur að koma og segja frá því. Já, akkurat. Já. En ljúka þessu með því og segja mig frá einhver svona einu svona töframómenti sem þú verður átt í tengslu við skíðin sem er svona eitthvað það besta sem þú hefur upplifað í þessum heimi. Ég held ég hafi nú sagt frá því áðan ábyggilega. Það er að skíðin þegar maður var á fullu í vinnu og allt þetta þá var alltaf svo gott að koma til fjalla. Já. Og þjálfa og æfa og leika sér. Já. Og alltaf þessi tilfinning að fá útrás. Já. Anda inn þessu fersku fjallalofti og vera bara að njóta og vera núinu og vera á staðnu þarna upp frá. Það er bara upplifunin að því að vera í fjallinu að leika sér. Já, og eins og skíðaferðum manna mér finnst það algjör draumur. Já. Algjör draumur í dós. Þetta er mikið frelsi. Svo mikið frelsistilfinning, já, að svífa niður brekkurnar. Svífa niður brekkurnar og ég tala ekki það að eins og segir seinna ára hef ég valið meira að vera ekki þessi mikið af fólki. Já. Ef við fer erlendis. Við erum mjög mikið þar, sérstaklega því að sum okkar hafa lent í slisi. Já, ég man eftir því. Já, og það er náttúrulega oft að gerast að það er helst það sem við erum hrætt við. Það er að rekast á einhverja aðra skíðamenn. Já, það er líka þú ert á stóru svæðum sem mikið af fólki að því þetta er svona hjarðir sem fara alltaf eins og að vita allir Madonna, allir vilja þetta Madonna, Íslendingar. Allir vilja þetta Selva, og svo vilja Íxl og þessa staði. En þetta er allt svona mikið fólksfjöldi sem er á stöðum og ég bara stundum skilja það ekki á hverju vill allur fjöldin fara í fjöldan. Af því ef þú ætlar að skíða og vera í frelsi þá vilt þú skíða og fá einhvern ripma á leiðinni niður fjallið og svo allt í einu bara, ég þarf að breyta sig, ég fari í pló, það er fullt af fólki sem ég kemst ekki framjá og allt þetta finnst manni svona hindrun. Já, það er það. Já. Þannig að þetta er góð skilabóð að við þurfum að velja vel hvert við förum út af því að það skiptir máli að geta haft svona pláss í brekkunum. Já, akkurat og líka eins og þið allir vita að febrúarmánuður er rosa erfiður. Já. Það sem skólakrakkar eru í fríi alls þar á Evrópu og þeir hrúast inn á skíðasvæðin og þarna sérðu bara litla krakka í gulu vestum og eftir einhverjum kennara Og það er alveg fram í miðjan mars. Fyrir svo lengi? Já, ég var að spyrja tjattið út í það, já. En það er ég var að skoða annarkvort maður í raun að fara í janúar eða seinnipartinn í mars. Og það eru náttúrulega margir skemmtileg skíðastæðir fyrir það. Já. Heyrðu, æðislegt að fá þig, Gummi. Takk fyrir. Ég vona að koma einhverju til skila. Já, það er alveg fullt fróðlegt sem við fengum að heyra í dag skíðamennsku og þeir sem er ekki
dottnir í það, skíðamennskuna, þeir vita allavega meira skíðamennskuna eins og hún í dag. Það úr mörgu að móða. Viltu segja eitthvað að lokum? Nei, bara takk fyrir mig og eigi góðan dag. Já, góður, fallegur dagur í dag. Já. Þannig að við stöðum þetta núna. Sjáumst hérna eftir. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is Þá ætlum við að tala íþróttir, ekki HM í fótbolta. Við heyrðum í Brynjari Karli fyrir nokkrum vikum. Þá var ekkert mjög gott hljóð í honum. Hann sá fram á stuðningur Reykjavíkurborgar, myndi ekki duga. Hann hefur nú ekki verið að biðja mikið fleira. Hvað var það Aþenu körfuboltafélagið fyrir stelpur í Breiðholti en að hann fái bara svona einhvern kjallara, einhvern húsnæðisstuðning frá Reykjavíkurborg en hann var ekki viss að hann væri fyrir hendi. Það var ekki reyndar orðin meirihlutaskipti þá og hann svona ræddi það að það gæti farið þannig að Aþena yrði að leggja niður laupana sem væri mikil synd því þetta náttúrulega alvöru inngildingarprógram. Mjög margir iðkendur af erlendubergi brotnir en nú berast fréttir af því að Brynjar Karl sé vongóður að framhald verði á starfsemi Aþenu. Mér skilst að það sé ekki síst að þakka stuðningi frá verkalýðsleiðtoga og Brynjar Karl í Bandaríkjunum. Heyrðu í mér? Já, mjög vel. Sæll og blessaður, gaman að ná sambandi við þig. Er það rétt skilið hjá mér að það sé svona bjartara yfir þér í dag heldur en kannski einhverja dag á undan vegna þess að hvað Efling ætla að styrkja Aþenu? Já, sko, við náttúrulega erum búin að vera með ókeypis körfuboltaskóla í 4 ár. Já. Og það kemur bara af budgetinu í félaginu sem nú ungt og það ekki eins og við séum með að bakhjarlar okkar sé fólk í viðskiptalífinu sem spilaði fyrir klúbbinn fyrir 20 árum síðan sko. Einmitt. Og það mjög áhugavert að svona körfuboltanámskeið til dæmi sem bara eitt svona gott dæmi að þetta fjáröflun hjá öðrum félögum en þetta eru fjárútlát hjá okkur. Já. Og svo höfum við náttúrulega verið duglega bara að ræða stöðu okkar og sumum finnst þetta að vera væl en sko staðin bara þannig að það þarf að láta vita bara hvað í gangi þetta vegna þess að sko ég held ég að rætt þetta við í síðast það svona eins og sé búið að stofnanavæða ríkisvæða ósérplagnina ofta á Íslandi og fólk heldur að skattfé sitt sé að renna í góð mál, við borgum í skatta, það nefnilega mjög áhugavert, ég í Alabama og hér við erum alltaf bara að tala land kapitalismans og það svo áhugavert að finna það sko að þegar að samfélög upplifa það að ríkið eða sveitafélög ekki að skipta sér til dæmis af svona þeim sem minna mega sín og þeir sem hafa minna fé á milli handan og svona þá verður til svo mikið af svona altruistic verkefnum og einhvern veginn bara þegar maður á Íslandi að þá bara fólk fattar ekki til dæmis stöðuna upp í Efra-Breiðholti og við erum búin að vera að láta vita dálítið af því þannig að það eru aðilar sem hafa verið að stíga inn í og ég bauð fólki til dæmis að kaupa búninga. Við erum félag sem sko, í öllum félögum þar sem ég hef verið síðustu árin sko, þá versla börnin sjálf
búningana sína og þetta hindrun til dæmis bara hjá okkur að þú veist, enn einn hindrun, þetta er svona tálmarnir sem að sumar af krökkunum mínum standa frammi fyrir. Þannig að fólk bara að vakna dálítið og fatta bara, já, heyrðu, við þurfum að bakka þetta upp. Þannig að þetta er nú ekki, hvað ég að segja, þetta er ekki stór þessi styrkur hjá Eflingu er ekki stór prósenta við allt sem við þurfum að gera, en sko, peningurinn sem Efling setur inn í þetta gerir það til dæmis að verkum að við þurfum ekki að taka úr budgetinu okkar, þú veist, fyrir veturinn til þess að setja inn í þetta. Þú veist, þannig að eitt væri það sko ef við getum gert þetta sko kostnaðarlausu, en það er bara kostnaður við þetta. Þannig að svona styrkur er meiri segja sko tvöfaldur í okkar bókum. Já. Og mér fannst þetta, sko, ég er náttúrulega bara mjög hrifinn af, sko, hvað maður að segja, bara svona frumkvæðinu og svona, hvað ég að segja, bara svona því sem Efling hefur verið að gera. Sko, það má gagnrýna Sólveigu fyrir alls konar, það getur engin gagnrýnt hennar fyrir það að vera ekki að sko verja og sinna sínu fólki, sko. Og ég held að ég og Sólveig við svona we see eye to eye á þessum málum og ég hugsa að Efling sem stéttarfélag hafi líka áttað sig á því að krakkarnir sem að njóta góðs að þessu námskeiði náttúrulega það er örugglega töluvert aðeim Eflingar fólk, sko, sem á börn hjá mér. Já. Þannig að gefur það upp hver hár þessi fjárstyrkur er? Sko, það verður bara að spyrja þau. Ég veit ekki, sko, fyrst var mér sagt að þau vildu bara ekkert að þetta kemi fram, en svo vildu þetta kemi fram, þannig að við settum út þessa auglýsingu, en þetta er góð peningur, sko. Já. Þetta allavega gerir það verkum að við komum út á nulli með þetta sumarnámskeið. Já, einmitt. Og þetta er líka, sko, er þetta ekki tákgrænt að þegar kemur stuðningur úr þessari átt þá svona opnar það í viðhorfslegu tilliti kannski líka bara einhverjar dyr? Jú, ég og svo kannski við höfum verið að fá styrk frá fyrirtækjum og svona, og það sem ég hef alltaf verið að gera, sko, ég á fyrirtæki sem heitir Key Habits og ég er í stjórnendaþjálfun og við höfum verið Key Habits er stærsti styrktaraðili að þeirnu, en við gerum það í raun og veru í því formi að við höfum verið að gefa inneign í námskeið hjá okkur í staðinn. Og þar hafa verið félög, sko, sem að hafa fyrirtæki sem hafa ekkert viljað að það komið fram, þú veist, hvað þau eru að gera og ég held að sé miklu algengara heldur en fólk heldur. Það eru, þú veist alveg hvernig debut, það eru svona stóru fyrirtækin sem að tjekka í þessi corporate social responsibility box eins og þetta er kallað. Þegar að það allir að vita hvað þú ert að gera. Ég held að sé miklu meira af styrkjum í gangi í samfélaginu sem við heyrum aldrei af, sko. Já, einmitt. En það er samt galið, það sem er samt galið, sko, er að svona verkefni miða við til dæmis bara hvernig fráfarandi sko, stjórnendur borgarinnar eða sem sagt þeir sem voru kosnir til þess að stýra þessu, hvað þeir í raun og veru signala mikið, sko, hvað dygðarskreitingin er mikil miða við hvað þetta er allt saman lamað, til dæmis bara það sem ég sé í Efrabrjóðaldi. Já, fráfarandi meirihluti, þú sendir honum ekki bestu kveðjur? Jú, ég sendi þeim alveg bara fínar kveðjur, sko. Ég hef verið að heyra það innan frá samfélkingafólki, sko, að það er ekkert allir, sko, því að svo er bara málið þetta, það veit enginn hvað er í gangi og ég held að sé bara svo algengt fyrir svona verkefni eins og ég er í að þau eiga ekki málsvara. Þau eiga heldur ekki málsvara sem eru með mótþróa streituröskun, sko. Nei. Þannig að ég hef verið að fá
einhverja smá gagnrýni og svona menn alltaf eitthvað hnýta í mig að ég sé kannski of hávær og menn ég að Brynjar svo frekur og eitthvað. En hvað heldur að þurfi til þess að kötta í gegnum allt ruglið í borgarapparatinu? Þú veist, þú bara með fólk þarna inni, sko, embættismenn sem sita þarna inni, sem geta bara þakkað niður í þér og hvert átt að leita. Hvert átt að fara ef að hlutirnir eru ekki gerðir almennilega og hver í svona verkefni eins og ég annarkvort að fá nógu mikið borgað fyrir það eða nógu drifin eða mótiveraður til þess að taka þennan fæt, sko. Þetta er mjög áhugavert, til dæmis að tala það að sko það eru við tölum það síðast, það eru einkavarin póstnúmerin á því að þessu íþróttafélögin eru með monopoly í raun og veru á póstnúmerum. Það má enginn fara inn á íþróttasvæði hjá Fram eða Val og borgin ekkert að styrkja það. Og ég var að tala það eru sjálfsagt einhverjir kostir við það, en þegar þú ert með hverfi til dæmis eins og Efra-Breiðholtið, þú vilt ekki setja uppi með svona lélegan markað. Þú vilt ekki setja uppi með eins og til dæmis íringarnir og ég ætla ekki að segja þetta sé algilt, en ég hef orðið var við það til dæmis að íringarnir voru aldrei rosalega spenntir fyrir því að vera bæði með 109 og 111. Því að 111, ef að það hefði átt að vera gert almennilega, þá ertu bara að lenda í svona hlutum eins og við erum að lenda í sem þýðir það að þetta eru bara útgjöld og á kostnað hvers. Útgjöld á kostnað þáttöku kannski liðana í Íslandsmótinu í aðkeyptu vinnuafli, sko, sem að þá kannski fyrir kallana, sko. Þetta alltaf, það eru félög að setja, sko, 100 milljóna í einhverja kallakeppnir, sko, og það ekki króna að fara í það að ráða einhvern þjálfara sem þarf að vera svo miklu meira heldur en þjálfari eða þú ætlar að, sko, ná til þessara krakka í 111. Þetta er bara, það eru öll lögmálin öðruvísi í 111 heldur en allstar annar staðar sem ég hef verið að þjálfa. Já, ég meina maður finnur líka bara fyrir því í þjóðarsálinni að sko þegar kemur að einhverju svona snobbuð og fínu eins og Versló að gera eitthvað krakkarnir eða MR eða eitthvað þá bara önnur ára. Ég var hérna með viðtal í síðustu viku sem að gerði hluta þjóðarinnar bálreiðan og þar var svona verið að menga. Já, hvað var það? Þar kom fram gagnrýni á sko fína fólkið í dómarastétt Íslands og alltaf þegar kemur fram gagnrýni sko á svona þetta sem okkur finnst voðalega fínt og flott sko, þá líður mörgum illa en hins vegar þá eins og það megi sparka í sumt. Það miklu meiri stéttaskipting í viðhorfum Íslendinga heldur en þeir viðurkenna. En mér langar Brynjar Karl að spyrja þig nú semst komin nýr meirihluti, hefur verið í einhverju sambandi við borgarfulltrúna í nýja meirihlutanum eða borgarstjóra framhaldið? Já, sko ég var náttúrulega mjög spenntur í þessari að sjá bara fyrsta lagi hvernig kosningarnar færu. Já. Og ég tók virkan þátt í því í mínum svona alræmdu antikampænum, sko. Ég var bara að segja öllum að kjósa ekki Samfylkinguna og þessi meirihluti, ég held að hann verði nú að þakka mig fyrir það, ég hafi nú rifið einhver nokkur prósent af Samfylkingunni og þannig að þetta er skrítið að fara í sveitarstjórnarkosningar og vera bara með svona höfuðandstæðing, sko. Og svo bara, mér bara drullu sama, sko. Ég hefði viljað fá sósjalistana þarna inn. Þeir eru kannski pingu antisportistar. Ég hefði verið til í að fá miðflokkinn inn og ég var að hallast svolítið að miðflokknum og mér fannst það svo skrítið, sko, að þeir voru alltaf að tjekka á mér. Svo þekki ég náttúrulega, sko, Lárus Blöndal, Kristín, þau höfðu rosa mikið samband og ég veit að þau hafa rosa mikið áhuga á þessu og mér fannst þetta svo skrítið, sko, því að það er alltaf verið að bendla miðflokkinn við eitthvað svona einhverju útlendinga andu og eitthvað. Mér bara drullu sama vegna þess að ég veit að
að samfylkingin er rosa svona vókuð á köflum en hún ekki að gera neitt fyrir mig. Svo Sjálfstæðisflokkur. Eitt orð, annaður veruleiki. Orð, já, þú veist, og í dag það var allt einhvern veginn á hvolfi. Þú veist, ég væri til í að hoppa við samfylkinguna og joina sósíalistunum, sko. Og þetta þetta skeifu kenningin, sko. Já. Og svo en svo ég svona að pæla í því, sko, er kannski bara Sjálfstæðisflokkurinn sama og samfylkingin nema bara aðeins minni dyggðaskreitingar, skilurðu mig, og fyndi að fylgjast með þeim hvað allt svona, mér finnst alltaf svo mikið pukur í kringum sjálfstæðismennina, sko. Það svona eitthvað, mér finnst þetta ekki alltaf rosalega transparent og það svona miklu meiri svona taktískri pólitík og mér líður alltaf sjálfstæðismenn, þeir eru svo fíll, sko, þeir gleymi ekki hvað var í gangi og en ég hringdi í Brynjar Níelsson í gær, Níelsson segi ég, og átti mjög gott spjall við hann, af því að ég sá að Tóti hjá einni pælingu það var sent á mig að Tóti var eitthvað að spurja hvort að þeir ætlaði að gera eitthvað. Ég er búinn að vera að tala við Bjarna Guðjónsson og það sem ég er að útskýra fyrir sjálfstæðismönnum er í raun og ég segi alltaf við á, sko, guys, ég þarf engan pening. Ég þarf bara samstarf, ég þarf að fá ykkur til þess að annarkort þurfum við að fá þennan kjallara þarna niðri eða við þurfum að fá færanlega kennslustofu bara fyrir utan sem við erum búin að mæla og það er pláss fyrir. Svo ef ég á að vera gæinn sem að á að standa kostnað af þessu öllu saman, þá verð ég að fá rekstrarsamningin sem við vorum með, sem að Eiríkur Björgvin, sem ég sagði frá daginn, gerði við okkur, en Skúli, Helga og samfylkingin ætlaði að taka af okkur í viðleitni sinni til að henda okkur út úr húsinu. Já, og kjallaramálið ennþá óleyst? Já, sko, nú náttúrulega bara, þú veist, ég ekki að fara í þessa helvítis embættismennarna. Nei, þú nennir því sem að, sko, nei, djöfullinn maður. Og það, þú veist, þetta er svo bilað, sko, ég get ekki einu sinni útskýrt fyrir þeim, sko, hvað vægi það mun hafa fyrir okkur. Ég til dæmis núna að reyna að fá inn leikmenn inn í meistaraflokkina því að við erum ennþá, sko, ég komin í úrvalsdeild með stelpurnar mínar og elstu svona heimalingarnir eru komnar í 10. bekk. Þannig að þetta eru kannski 2 ár þangað til að við verðum, og við ætlum að vera eina liðið í deildinni sem bara spilar á okkar stelpum. Ég nenni ekki þessu útlendingakjafta, þetta er bara kostnaður og við eigum bara að þjálfa stelpurnar okkar upp þannig að þær geti borið þetta og unnið þetta. En það kemur einhver stelpa inn og einhver landslýsstelpa og hún bara, heyrðu, hvar haldið þið fundina þú veist, fyrir leiki og vídeófundi, fyrir utan það, sko, ég er að reyna að halda út í heimanámi og heimspekikennslu á stelpunum mínum. Heyrðu, það er á ganginum fyrir framan búningsklefa. Og þú veist, og ég hugsa bara með mér, heyrðu, ok, ég veit hvernig á að redda þessu, við erum tilbúin að borga fyrir þetta, þessi kennslustofa sem færi hérna fyrir utan myndi kosta 30 milljónir, eitthvað svo leiðis, og ég er að fara að borga það. Heyrðu, þau eru ekki einu sinni til í að taka samtalið og það er bara svo greinilegt að það er fólk þarna sem ætlar að gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að, sko, og ég held að sé allir búin að átta sig á því að þetta er persónleg óvild gagnvart mér. Af því að hvað, þegar við fórum inn þarna í byrjun, að þá þurfti ég að benda meiri hlutunum á að það sem þau voru að gera var bara djók. Þetta er bara kjánaleg prógram sem aldrei myndi ganga upp og hvað gerist síðan? Svo næja höstna inn, svo þegar við förum hann á árangri, bara svona bæði, sko, heimsmynd þeirra og starfið þeirra sé ógnað vegna þess að það er svo erfitt að þurfa að hafa verið sá sem sagði, við vorum að gera þetta, við ætlum að stoppa Brynjar og Aþenu frá þessu, svo fara þau inn, ná glæsilegum árangri og í staðinn fyrir að segja bara sorry, þetta er bara rétt, hvað getum við gert, að þá ætlarðu að fara í skítapólitík sem greinilega hefur gengið í gegnum tíðina, sem er bara einhvern veginn að taka súrefnið í burtu, búa til fullt af hindrunum og þreyta þig þangað til þú gefst upp, þó að við vitum það að
það eru stelpur sem hafa, þú veist, no skin in the politics, sko, bara sem líða fyrir þetta. Og svo bara veit maður það, svona þetta á fleiri stöðum, en Íslendingar bara aumingjar upp til hópa sem ætla ekki að taka fætið og svona, hvað segir maður, bara standa á sínu og keyra þessa hluti í gegn til þess að sko halda valdhöfum og öllum einhvern veginn á tánum og finna það að við fólkið þarna úti látum ekki bjóða okkur hvaða helvitis nautaskít sem sko. Já, og við þurfum að ræða oftar aumingjaskap Íslendinga. Ég heyrði í einum starfsmanni Reykjavíkurborgar daginn sem að sagði mér að hann væri á leiðinni í frí, hann væri svo þreyttur. Hann ætlaði að taka það utan landsteinana, 40 daga í frí utan landsteinana áður en hann færi í sumafrí. En það ekki umræða dags í dag, Brynjar Karl, en þú ert eins og Hvernig væri við myndum hittast og ræða aumingjaskapin? Jú, við þurfum við bara setjum það á dagskrá og búa til þátt aumingjaskap. En ég óskaði til hamingju með þó þessa áfangasigra eins og með Eflingu, Brynjar Karl. Já, bara elska Eflingu, þau eru æðisleg, þetta sko, þetta fordæmisgefandi, þetta bara tárin í augunum yfir þessu sko. Já, það virkilega ánægjulegt og eins og ég segi, ég held í viðhorfslegu tilliti þá skipti þetta heilmiklu máli fyrir þig og ykkur. Óskar, þetta alvöru fólk í Eflingu, ég bara að segja það, þetta alvöru fólk. Þú og Sólveig saman í stjórnmálaflokki kannski einhvern tímann? Hvernig væri það maður? Cut the crap flokkurinn. En það þarf að ríma til. Ég ætlaði bara að hafa þetta stutta kveðju, stutt símtal til þín vestur til Bandaríkjanna. Já, takk fyrir það. Annar á leiðinni sem að taka við að mér, en kærar þakkir bara fyrir þessar góðu 20 mínútur, þetta góða spjall og til hamingju með þetta og við munum hitta síðar, kannski verður næsta þema okkar einmitt eins og þú sagðir áðan bara aumingjaskapur. Aumingjaskapur Íslendinga. Takk fyrir elsku vinur. Sömuleiðis. Yndislegur. Já, bless. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Já, þetta voru lokin á rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka Birni og Ásdísi fyrir viðtölum sem tekið og Rauði Líndal fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég mest sem hafa verið að hlusta og horfa. Minni á að það eru áheyrendur og áheyrendur sem að halda samstöðinni gangandi. Þetta ekki svona markaðsfjölmiðl í neinni merkingum, heldur lifir samstöðin á því að hluti áheyrinda og áheyrenda hafa lagt okkur lið með því að gera áskrifendur. Ef þú vilt slást í þann hóp og halda samstöðinni uppi, þá getur þú farið inn á samstöðin.is, það hnappur sem ástendur áskrift. Þar getur þú skráðið fyrir grunnáskriftir sem 2750 krónur. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið, en það einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. En þetta búið hjá okkur í kvöld, á morgun 17. júní og þá verður frí hér á samstöðinni, en við sendum út eldra efnið að sjálfsögðu, en svo sjáumst við aftur hér á 5. daginn klukkan 8 við Rauðaborðið.